Komiði sæl og blessuð og velkomin að rauðaborðinu á þessu miðvikudags kvöldi sem við getum kallað ansi hvasst kvöld. Það ýmissa grasa að gæta hér framundan í okkar dagskrá. Við viljum enda þáttinn á áhugaverðu deilumáli í Hvalfirði. Þar á að setja mikið magna vítisóda í sjóinn og þykir nú mörgum það ekki góð hugmynd, sitt sýnist hverjum, svo maður orðið það með varfærnum hætti. Haraldur Eiríksson, sem hefur hagsmuna gæta í málinu, hann kemur og ræðir við okkur. Við ætlum að fjalla spillingu. Þau Þorvaldur Logason, rithöfundur og heimspekingur, og Hallfríður Þórarinsdóttir, doktor í menningarmannfræði. Þau koma og ræða hvaða áhrif geta orðið af umfjöllun spillingu á þessu litla skrýtna skeri okkar, kannski ætti ég að segja litla skrýtna spillta skeri. Þorvaldur höfundur Eimreiðar elítunnar og bók hans hefur vakið mikla athygli. Það verður áhugaverð menningar umfjöllun í þættinum eins og endra nær við þetta rauðaborð. Gunnar Smári ræðir við Björk Jakobsdóttur, leikstjóra, Óla Gunnar Gunnarsson leikara og handritshöfund og Vigdísi Höllu Birgisdóttur leikonu. Það leikverkið Tóm hamingja sem verður til umfjöllunar, leikrit sem Gaflara leikhúsið hefur sett upp í Borgarleikhúsinu. Og Sigurjón Magnússon, bróðir Gunnars Smára, hann fær landslið reynslubolta til sín til að ræða ýmis mál, ekki síst pólitík, mér skilst að Trump ber á góma. Þetta eru þau Jakob Frímann Magnússon, stuðmaður með meiru, Erna Indriðadóttir, fyrrum fréttakona, og rithöfundurinn góði Einar Kárason sem koma og hitta Sigurjón og láta gamminn geisa. Ekki missa af því. En hér eftir andartak ætlum við að starta dagskráni með viðtali við Breka Karlsson. Í dag voru stýrivextir lækkaðir og ríkisstjórnin ætlar að semja nýtt búvörulagafrumvarp. Það meðal annars þessi mál sem við ætlum að ræða við Breka. Hann sest hér hjá mér eftir andartak, en áður en það verður langar mig að minna ykkur, kæru hlustendur, á það að án ykkar stuðnings væru við aldrei í loftinu, og á vefnum samstöðin.is má finna hnapp sem stendur á áskrift, og þið ykkar sem að ekki hafið treyst ykkur til þess að styrkja okkur en hafið hug á því, það ekki eftir neinu að bíða, að láta kannski 2500 krónur af hendi til okkar mánaðarlega til þess að halda áfram að halda samstöðinni sem öflugum fjölmiðli sem hefur fest sig meira í sessi. En farið ekki langt, Breki Karlsson og Neytendasamtökin hér handa við hornið. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, sæl aftur. Það var gleði í herbúðum sumra í dag þegar Seðlabankinn lækkaði stýrivexti 0,5% stig. Við höfum jú beðið eftir því að geðveikislega háir vextir lækki eitthvað, nóg nú samt.
Við höfum einnig séð ríkisstjórnina kynna það að þau ætla ekki að bíða eftir hæstaréttardómi hvað varðar búvörulögin sem sögður brjóta á stjórnarskrá heldur semja nýtt frumvarp. Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, komin til þess að ræða þessi 2 mál við okkur og við ætlum líka aðeins að ræða raforkuverð. Velkomin. Takk. Ertu kátur eftir 0,5 sem sagt eftir þessa 50 punta stýrivaxtalækkun Seðlabankans? Ja, litlu verður vöggur fegin. Já. Auðvitað þetta frábærar fréttir að stýrivextir séu lækkaði núna í 3. sinn í röð. Já. En að stýrivextir séu komni niður í 8%. Já. Sem 2-falt og 3-falt hærra heldur en í nágrannalöndunum okkar. Já. Náttúrulega bara áhyggjuefni. Stýrivextir í Danmörku eru 2,35%. Á evrusvæðinu eru stýrivextir 2,9%. Í Noregi eru þeir 4,5%. Og svona má lengi telja. Það leitun að löndum í Evrópu, þar sem eru herri stýrivextir heldur en á Íslandi. Og þetta náttúrulega óþolandi ástand og verðbólgan hér er 4,6% á meðan að stýrivextir eru 8%. Sem þýðir það að raun stýrivextir, þar að segja stýrivextir deilt með verðbólgu eru 3,25%. Hvergi annar eins munur á stýrivextum og verðbólgu í Evrópu. Þessi munur í Danmörku til dæmis 0,44%. Þannig að samaskapi býðst okkur lán, húsnæðislán með 10% breytilegum vöxtum og upp úr. Í Danmörku þetta 2,9%. Í Noregi þetta rúmlega 5%. Þannig að þetta eru frábærar fréttir, en í öllum samanburði erum við bara ég veit ekki hvað orð að nota opinberlega, en í vondum málum, skulle ég segja. Já, þú næstu búin að selja mér að núna með þessari ræðuðinni að Seðlabankinn honum hefði bara allt eins geta dottið í huga að lækka stýrivexti 2 eða 3%. Frá því að síðasta ákvörðun var tekin að lækka stýrivexti og þar til nú hefur verðbólgan lækkað líka. Þannig að raunstýrivextir eru þeir sömu, þannig að þeir eru ekki að lækka raunstýrivexti. Sem segir okkur það að ef að þetta ef þeir ætla að halda stýrivextum rúmlega 3% stigum hærra heldur en verðbólgu alltaf, þá munum við aldrei nálgast aðrar þjóðir í vöxtum, í vaxta umhverfi og kannski þetta bara einn af kostnaðinum við krónuna að vera með 2,5% stiga hærri stýrivexti heldur en nágrannalöndin og sem þýðir þá að við verðum með 3-4% stiga hærri húsnæðisvexti heldur en nágrannalöndin, sem þýðir það að lánin okkar eru 2-falt og 3-falt dýrari heldur en gengur og gerist þar. Og það kostnaðir sem við erum tilbúin að greiða. Við þurfum að líta alvarlega í budduna til þess að svara þeirri spurningu. Já, nú ekki hægt að útiloka að sú breyting verði á háttum Íslendinga innan nokkur ára verði við bara gengin í ESB og búin að taka upp evru. Þetta er eitt af kosningamálum ríkisstjórnarinnar 9 að bjóða landsmönnum að velja hvort meirihluti sé fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekki satt? Jú. Sem slík hafa Neytendasamtökin svo sem ekki markað sinni stefnu í þeim málum en við höfum markað okkur þá stefnu að við viljum vexti sem eru á pari við frændur okkar og frængur í Þórshöfn í Færeyjum. Þó við leitum ekkert lengra og okkur finnst við eiga skilið sem þjóð að hafa vexti sem á pari við Færeyinga. Já. Og hvernig svo sem við nálgum stað þá það bara nauðsynlegt held ég að við getum ekki boðið okkur sjálfum og afkomendum okkar upp á það að greiða svona himinháa vexti
alla tíð. Nei, mér leið náttúrulega vel eins og flestum öðru landsmönnum yfir að það þó einhver lækkun í morgun en ég get alveg sett það bara hér á borðið að mér hefur ekki liðið vel með þá tilhugsun af því að ég á sjálfur 2 börn sem búa á heimilinu, 2 yngstu börnin mín. Mér hefur ekki liðið vel með þá tilhugsun að maður hefur eiginlega ekki séð nema mjög svona fjarlæga möguleika á því að bara unga kynslóðin okkar hún í fyrsta lagi fái nokkurt húsnæði, fái nokkurt þak yfir höfuð, það verði ekki boði og í öðru lagi ef það verði boði þá verði vaxtakostnaður svo brjálæðislegur og amstrið við þetta verði bara svo þungt að maður sér alveg fyrir sér að tilboð frá öðrum löndum geti sogað okkar mesta mannauð hér frá Íslandi. Já. Og ég á sjálfur frændfólk sem hefur bara tekið þessa ákvörðun var í námi í Danmörku og eiga vona barni leituðu fanga hér í Reykjavík eftir að fá húsnæði og þeim bara það bara kom ekki svo síðan leituðu og leituðu fjármagns líka og það bara kom á daginn að þau hafði engan áhuga á því og það er bara vegna þess. Segjum sem svo að þú kaupir mjög ódýra íbúð, 60 milljónir í Reykjavík, þá var það tiltölulega ódýr íbúð. Nánast bílskur. Segjum sem svo að þú eigir 10 milljónir og þau eru að taka 50 milljónir að láni. Í umhverfinu í dag ertu að borga 5 milljónir bara í vexti af láninu og þá áttu eftir að borga lánið niður. Og þetta er náttúrulega alveg gengdarlaust og galið og engum bjóðandi í raun og vera. Þannig að við verðum að róa að því öllum árum hvernig svo sem við gerum það að lækka þessa vexti okkur sjálfum og ákomendum okkar til handa. Eitt helsta hagsmunamál heimilana. Stærsta málið. Hvað varðar budduna? Já, einmitt. Við skulum víkja að öðru máli sem ég nefndi áðan að við erum svona aðeins að ráða í það hvers vegna þessi nýja ríkisstjórn vildi ekki bíða eftir dómi Hæstaréttar, hvað var það búvöru lagafrumvarpið sem að hefur verið héraðsdómur hefur úrskurðað þessi brotastjórnarskrá. Þetta er náttúrulega mál sem að þú þekkir mjög vel því að það má segja að Neytendasamtökin hafa bara sannað gildi sitt með baráttu sinni eftir að mjög vafasöm búvörulög sem dæmt hafa verið ólögleg voru samþykkt í fyrra. Getur þú þýtt það fyrir svona okkur almenning hvort þetta eru góðar fréttir fyrir neytendur að það sé ekki beðið eftir úrskurði Hæstaréttar eða hvernig við eigum að lesa í þetta? Auðvitað er góða fréttir að undið sér ofan að þessari vitleysu að það sé bara kveðið skýrt á það að þetta voru mistök á hendi Alþingis að samþykkja þetta á sínum tíma. Bæði brot á stjórnarskrá, það er að segja að þetta fekk ekki fulla umræðu málið og málið breyttist þarna milli umræðuna á Alþingi í skjóli nætur og fulltrúar sérhagsmuna aflana, lögfræðingar þeirra fengu að skrifuðu bara algjörlega, skrifuðu frumvarpið, umskrifuðu það sér í hag, yfir nótt í skjóli nætur. Ekki nómið það, heldur er þarna líka verið að taka úr sambandi samkeppnislög sem er svona grundvöllur okkar þjóðfélags og meira að segja var það þannig að því við vorum að tala um vexti núna rétt á hann að fulltrúi eins félagsins sem þetta varðar Kjarnafæði Norrlenska, framkvæmdastjóri þess sagði að fyrirtækið væri nú vel rekið og kæmist vel af og góður grunnur í því að eina sem væri þeim til vandraða væri fjármagnskostnaður og það er náttúrulega fjármagnskostnaður er nú að sliga aðra ekki síður heldur en afurðastöðvar. Þannig að við þurfum, ef við ættum að taka samkeppnislög úr sambandi allstaðar þar sem fjármagnskostnaður er hár, þá erum við náttúrulega ekki með neinn samkeppnislög.
Þannig að þetta hvernig sem á þetta litið og þá þetta galið. Auðvitað þarf að aðstoða bændur, auðvitað þarf að, og eins og í Noregi, þá bændum heimilt, afurðastöðum í eigu bænda, heimilt að eiga með sér ákveðið samstarf, en þó ekki framhjá samkeppnislögum. Það líka sko þessi hræstni að afurðastöðunar eru líka í stórfelldum innflutningi á kjöti. Þess fyrir utan, sko, það náttúrulega líka það, sko, og ekkert skilið á milli í þessum lögum sko, að afurðastöðvarnar mættu þess vegna vera í samstarfi innflutning, tilboð í tollakvóta, þannig að það voru engin mörk. Þannig að þetta var frumvarp bara allt með sér að vera illa samið, einungis til þess að ýta undir sérhagsmunina og ekki samið með almannahagsmuni að leiðarljósi. Nú hefur það svolítið verið saga sko Íslands og bara punktur og við höfum bara þurft að kyngja því. En er eitthvað merkilegt að gerast núna að réttar umbætur almennings það hlustað og... Ég held að það náttúrulega voru stórar fréttir þegar félag atvinnurekenda, Neytendasamtökin og VFR 3 stór samtök í mismunandi genum tókum höndum saman. Samstaða ólíkra aðila. Já, þetta var svona breiðfylking fyrir og það náttúrulega samt svo skrítið og asnaðild svolítið að það þurfi breiðfylking og samstarf til þess að krefjast samkeppni. Jú, það rétt. Og verja stöðu samkeppni á Íslandi árið 2020, þetta var í fyrir árið 2024. Ég sammálaði með það, en ef það að skila árangri, þá veitir það okkur líka ákveðin innblástur. Auðvitað. Og það gott að heyra og gott að sjá að ný ríkisstjórn virðist að hlusta á breiðfylkingu samkeppnisbaráttunnar og hún vill ekki taka sénsinn á því að Hæstiréttur snúi þessu við. Nei, það nú ekki það heldur líka bara sko og rök samkeppniseftirlitsins fyrir því að halda málinu áfram náttúrulega, þrátt fyrir þessu náttúrulega að það óvissa þetta millibil með að frá því að lögin voru að sögn sett og undir í því skjóli þá voru gerðar sameiningar sem eru og rauninni óafturkræfar af því að nú hefur Kaupfélag Skagfirðinga hefur séð allar bækur hjá norrlenska og það verður ekki aftur tekin. Nei, það sem hefur verið samin verður ekki slitið aftur í sundur. Það verður slitið aftur í sundur en það verður ekki hægt að afsjá það sem búið að sjá. Ertu vissum að það sé hægt að slita þetta aftur í sundur og það verði slitið aftur í sundur? Ég held að náttúrulega, það er náttúrulega samkeppniseftirlitið hefur leyfi til þess að brjóta upp fyrirtæki. En eitthvað verður þetta vandræðalegt? Þetta verður vandræðalegt? Já, þetta er náttúrulega ólög og þeim ber að eyða með lögum en það þarf líka að vinda ofan af þessari vitleysu sem hefur átt sér stað að okkar mati. Já, sko þetta mál til marks þetta óbragð sem að maður hefur svo oft sem neytandi verið með í mununum. Það þessi fákeppni, það útdeiling gæða. Það hvernig við erum einhvern veginn föst í því að það ekki virksamkeppni heldur fá gæðingar tiltekin hlunnindi og yfirburðastöðu. Eitthvað sýnist þér svona fleira í sko verkum þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar og hvernig svona þessar 3 stöllur hafa tjáð sig framtíðina? Eitthvað sem að sko gefur okkur vonir að það verði öflugri atlaga gegn fákeppni sem að náskyld útilengarspillingu? Áður en ég svara þessari spurningu þá langar mig að benda á að það ekki skrítið að sérhagsmunirnir hafi mokað undir sig og hafa náð svona miklu valdi í þjóðfélaginu. Ég tók það saman daginn, bara að ganni mínu og samkvæmt Alþingi heldur úti skrá yfir hagsmunaaðila á netinu og af þeim á þeim lista eru 27 félagasamtök
5 þeirra eru svona almanna heilla samtök í svona mjög þröngri aðalega til að gæta hagsmuna lítilla hópa sem að nota heilbrigðisþjónustuna, geðhjálp, þroska hjálp og svo framvegis. En 2 þeirra eru almanna heillafélög sem að gæta hagsmuna hinn sem breiða almennings. 20 eru sérhagsmuna félög sérhagsmunana. Þessi 20 félög borguðu 188 manns laun í fyrra. Samtals 2,2 milljarða. Þessi 2 almanna heillafélög, Neytendasamtökin og Hagsmunasamtök heimilana, borguðu 7,5 starfsmanni inn af því 100 milljónir í laun í fyrra. Rúmlega 80 milljónum. Þannig að þarna sérðu sko hagsmunahallan sem í þjóðfélaginu. Og í rauninni sko þegar að stjórnvöld hlusta á sérhagsmunaöflin versus almanna hagsmunaöflin, þá ættu þau að deila í með að minnstu kosti 20 til þess að jafna stöðuna. Það við ramman reipa draga. Það við mjög ramman reipa draga. Við höfum ekki þetta afl sem sérhagsmunaöflin hafa, sem nota bene, þó að þau borga 2,2 milljarða í laun, þá veltan þeirra öllum líkindum nær 5 milljörðum og allt þetta náttúrulega kemur úr vasa neytenda því að það eru fyrirtæki sem eru hlutar taka þátt í þessum félagasamtökum og ég ekki að segja, það ekkert óðurlegt við það að pulsíkjarðamenn bindist samtökum að búa til pulsur og svoleiðis en það bara miklu erfiðara fyrir þá sem borða pulsur að mynda með sér samtök til þess að sporna við þessum valdi sem sérhagsmunaöflin hafa og þess vegna skiptir miklu máli að neytendur þarna úti gangi í og styðji almannaheillasamtökin, annarkvort neytendasamtökin og eða hagsmunasamtök heimilana. En aftur að spurningunni. Ég sé þarna, ég bara leyfi mér að vera bjartsýnn og auðvitað horfum við líka til gjörða. Orð eru ódýr en gjörðir eru það sem skiptir máli og við bara ef þetta tekst hjá þeim að sigla í gegn þessum 100 málum á 100 dögum þá nú alveg hellingur. Þannig eru máli eins og þetta með afurðastöðva frumvarpið. Þannig eru mál líka sem varða raforkulög og raforkuöryggi fyrir neytendur og við höfum lagt á það mikla áherslu að eins og það þak á arðsemi kalds og heits vatns þá og á flutningi rafmagns þá eigi að vera arðsemis þak á raforkusölu til heimila af því að eins og staðan núna þá eru heimilin að keppa við fyrirtæki, jafnvel stórfyrirtæki bæði afhendingu og verð á raforku og auðvitað eigum við að auðvitað getur einstakur neytandi eitt heimili ekki keppt við segjum mjólkursamsöluna eða hvað þá Facebook eða þessa Bitcoin verksmiður sem eru að grafa eftir Bitcoin þannig að það þarf að búa til einhvern hlífiskjöld fyrir heimilin. Við höfum bent á þessa aðferð sem að setja arðsemisþak á köldu vatni arðsemisþak í 2%, það 5% á heitu vatni eða 7% á heitu vatni og 5% á flutningi rafmagns og eitthvað slíkt þarf að setja sér í lagi að þeir neytendur íslensk heimili þau nota bara 4,7% af þeirri orku sem framleidd raforku sem framleidd á Íslandi þannig að þetta ekki stór
hluti af orkunni og alveg hverfandi miðað við umfang og það mætti eiginlega kalla þetta bara nokkurs konar afgjald fyrir þá röskun sem virkjanir, hvort sem eru vatnsvirkjanir eða vindmyllur eða hvað sem bara afgjald fyrir þá röskun sem þessar virkjanir valda. Og þannig næðist einhvers konar þjóðarsátt þær virkjanir sem við kannski þurfum að fara í framhaldinu til þess að ná markmiðum okkar aukin iðnað eða loftslagsmarkmið. Þannig að það er svona okkar sýn og það merkilegt að norðmenn voru að tilkynna þetta í bara núna fast lágt verð. Megavattstundin, kílóvattstundin til heimila hefur í Noregi verið á svona rúmlega 2 krónur norskar og það er 25-30 kall íslenskar það bil. Norska ríkisstjórnin lagði til núna að frá og með haustinu geti heimilin gert langtíma samninga fast lágt verð upp á 40 aura, það er 5 krónur fyrir kílóvattstundur. Við erum að borga hérna núna 10-13 krónur heimilin fyrir kílóvattstundur. Þannig að Noregur mun fara úr því að vera 3 sinnum hærra, í Noregi er núna 3 sinnum hærra raforkuverð heldur en á Íslandi í það að vera helmingi lægra heldur en hér á Íslandi. Og þetta er leið sem við getum farið ef við viljum. En þá er spurningin bara, höfum við viljan? Hér hafa nefnilega orðið ansi miklar hækkanir á raforku til heimilana, ekki satt síðustu ár. Raforka hefur hækkað mun meira heldur en almennt verðlag núna undanfarið 2-3 ár og mun hækka mun meira ef heimilin þurfa ef þau fara nú að þurfa að keppa við aðra við fyrirtæki raforku og af því að það er mörgum er tíðrætt að það sé raforkuskortur á Íslandi. Þegar í raun og veru þá hefur raforku framleiðsla undanfarin ár aukist 20% það bil. En raforkusala hefur bara aukist svo miklu meira. Þannig að í rauninni ætti frekar að tala ofsölu frekar en skort. Leiðir náttúrulega til sama hlutar en það er salan sem hefur aukist umfram framleiðsluna. Einmitt. Rökleysur vaða uppi með því hvernig við notum sum orð og misnotum sum. Það er bara þannig. En Breki, kæra þakkir fyrir að koma hérna og svona, tjá þig aðeins tíðindi dagsins og svona hvernig stemningin er gagnvart framtíðinni. Ég tek undir það með þér að þetta séu svona margir sem að eru með nýja von í brjósti að betri tíð sé handa við hornið þótt ekki sé hún það í veðrinu akkurat í augnablikinu. En kæra þakkir fyrir komuna. Bestu þakkir. Og ekki fara langt áhorfendur góðir, við höldum hér áfram með dagskrána SME. Sigurjón Magnús Egilsson tekur við hér eftir andartak. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Jæja, við höldum áfram hérna með rauða borðið og nú er það reynsluboltar til mín konu Erna Indriðadóttir, Einar Kárason og Jakob Frímann Magnússon. Við erum öll velkomin. Já, takk fyrir boðið. Já, við erum öll á sömu kynslóðinni. Nú er hérna nýr forsætisráðari sem bara 35 ára. Er þetta ekki barn í okkar augum eða? Jú, má ekki vera seint út á kvöldin, sko. Bráðgjart undrabarn. Já. Mér veist hún að vísu miklu eldri í tali og háttum heldur en árin segja til Já. Þannig ég þekki nú svona aðra sem eru jafnvel barnalegir 35 ára en mér veist hún alls ekki vera það og mér veist hún hafa sýnt alveg ótrúlega takta í pólitíkinni. Ég var mjög hrifin að því þegar hún kom fram. Og hún bara heldur áfram, finnst mér, að standa sér feikilega vel. Já, þetta er mikil viðbrigði frá því sem var. Já. Það er svona léttar yfir þessar ríkisstjórn heldur en þeirri sem var rundan. Jú, þetta er náttúrulega, það er svo merkilegt að konur eru að taka yfir alls staðar. Og mér sé, í Sjálfstæðisflokknum virðist þetta að vera slagur milli tveggja kvenna.
Og svo menn eins og Sigmundur Davíð, þetta bara eins og einhverjir fornaldaræðlur. Þess að kynja hlutfall í herfi rauðaborði kannski óheppilegt í ljósið þessar umræðu. Já, það rétt. Hér 1 kona og 3 karlar. En það ókunnakerfið riðilast. Ég hef nú sagt við konurnar í mínu lífi, eða minni fjölskyldu, gott vel. Fórsetinn, biskupinn og þessar 3 þarna, en þurftuðu líka að taka íþróttamann ársins, máttu ekkert, Jú. Þetta sem sagt. Og lögreglustjórinn, lögreglustjórinn, allt saman. Kristrún kom vel út í kastljósi gærdagsins og kom mér óvart og hún var að tala þar upp hugmynd sem að ég var að varpa fram fyrir nokkrum vikum síðan til að leysa bráðavanda húsnæðismálana. Taka bara það sem Svíar gerðu, leistu sinn húsnæðisvanda með atvinnum þarna svona forsmíðuðum smærri hísum sem hægt að koma fyrir í risastórum görðum sem eru vannýttir hér og þar og mega vera 30 fermetrar með svefnlofti fyrir ungt par sem að vil vera aðeins fyrir utan soninn hjá pappa-mömmu, þá þetta bara fín byrjun og getur verið verðmæti. Hvað garðar sér fyrir? Klambratún, Hljómskálagarðinn? Nei, ég að tala bara, þú veist, það mikið hundruðir risastóra garða hérna frá gömlu Reykjavík sem að ég myndi. Hvaða garða ertu þá að tala með? Nei, bara húsagarða. Já, húsagarða. Bara eins og Svíarnir gerðu þetta. Þetta var bara, þetta leysti þeirra bráða vanda. Gera bara svona. Í staðan fyrir að ungt fólk sem kannski ennþá í skóla komið í sambúð sé að borga 300 skall á mánuði í einhverja galna húsaleigu. Það er bara að leysa þetta svona. Mér finnst flott hjá hann að taka þessa hugmyndu upp því að ég hef ekki heyrt hann að tala um þetta áður. En talandi konurnar í öllum embættum að þá finnst mér svolítið sérstakt að ég var alltaf mjög hrifin af því þegar þær fóru að tala saman konurnar 3 valkyrjurnar og mér finnst það bara það er bara allt annar stíl, það er allt annar bara einhvern veginn yfirbragð yfir því þegar 3 konur eru saman að gera eitthvað í pólitíkinni og kynna mál og svona heldur en þegar 3 kallar í jakkafötum eru á staðnum Það var bara 2 og 1 kona síðan í síðustu stjórn sem að voru að makka, nú eru það 3 konur og við bara óskum þeim heilla og velfarnaðar. Það er líka bara eins og 7 ára kláðin í hjónaböndum, hann getur oft gert þau súr, þarna brími, þarna nýtt hjónaband, 3 kvenna hjónaband og vonandi bara helst sá brími og svo gleði og það knús faðmlag alveg bara sem lengst. Jú, en það er náttúrulega alltaf mikil byr með nýjum ríkisstjórnum alltaf, og þannig að þessi ríkisstjórn fær svo sannarlega byr í seglinn og svo verður bara komið ljós hvað gerist. Mér finnst nú að því að við erum að tala um reynslubolta, þá finnst mér svolítið mikið í pólitíkinni þegar ég er að horfa svona yfir svona pólitíkinni eins og ég hef þekkt hana í 50 ár að þá finnst mér svona yfirleitt alltaf svona svolítið svipuð viðfangsefni í þessari pólitík á Íslandi. Sérstaklega náttúrulega bara því að við ráðum aldrei neitt við verðbólguna og fjármálin hjá okkur. Og mér finnst bara og svo koma nýjar og nýjar ríkisstjórnir og lausnirnar eru bara oft það er sömu. Þannig að ég er spennt að sjá hvort að þeim tekst að brjóta þetta upp og breyta upp á einhverju nýju. Mér finnst raunar alveg stórsniðu hugmynd hjá Kristrúnu að fara að óska eftir hugmyndum hagræðingu frá venjulegu fólki. Já, vonandi eru þar einhverjar góðar hugmyndir en sennilega flestar svona kannski óraunhæfar bara eins og búast má við. Ég held að hljóta að vera mjög auðvelt að finna margt eins og til og með þessi draumur stjórnmálamanna að vilja, þetta eins og þessi koma sér upp minnisvarða að stofna nýja stofnun. Stofnaðar stofnanir utan allan fjandann. Stofnanir sem eru dýrar í rekstri og í rauninni allir peningarnir sem að stofnun ætti að vera að deila út þeir fari rekstur stofnunarinnar og við þekkjum þetta náttúrulega úr mörgu. Ég man til dæmis þegar að ég er náttúrulega mjög hlindur Þjóðleikhúsinu en það lokaði 1 ár þegar það var endurbyggt. Ég held að rekstrakostnaðurinn við það að setja upp neina sýningu hafi verið lækkunna hafi verið 6-7%. Restin fer bara í
mallið. Það nú minnisvarði hvað Jónasar frá Hriflu það ekki, Þjóðleikhúsið, hann lét byggja það og svo náttúrulega Davíð hérna með bæði Perlun og Ráðhúsið sem sína minnisvarða. En svo hafa minnisvarðar kannski ekki verið eins margir hlutfallslega hinn síðari árin. Ég man ekki eftir að Katrín hafi byggt sér neitt minnisvarða nema kalli mannréttindastofnunina hennar baby sem að verður nú með vorinu. Já. Og hvað hún verður hýst, það var nú sennilega ekki byggt mikið yfir hana, sér húsum. Hún var reyndar að láta byggja minnisvarða fyrir sig hérna bak við stjórnarráðshúsið sem bara sett á hólm. Já. Það búið að steypa grunn sennilega þar eitthvað slís. En var þetta sparnaðin hjá því opinbera? Ég hef mikið líka veltið fyrir mér hvort að þetta geti haldið áfram að aukast endalaust, nýjar stofnanir, nýtt og peningarnir fannir að fara í einhverja rosalega yfirbyggingu allstaðar. Ég held að svona kerfi geti bara ekki enst til lengdar. En svo hefur maður svo sem engar patentlausnir á þessu, en mér hefur svona fundið svolítið að það hefði verið sterkur leikur hjá þessari ríkisstjórn að kannski svona vera kannski með einn aðstoðamann fyrir hvernig ráðherra en ekki tvo og sína svona einhvern lit af því að það er svona í stjórnunarfræðunum þá er vorulega gott að svona setja fyrirmynd, sko, að vera fyrirmynd í því sem maður vill aðri geri. Þannig mér hefur fundist það svolítið sniðut að það kannski, auðvitað ekki kannski miklu peningar en það svona mér finnst allt í lagi að þeir séu með einhverja aðstofamenn með sér ef það var fækkað í embættismannaliðin á móti. Því að að sumuleyti þá held ég að þessi reynsla íslenska stjórnmálamanna að það er aldrei erfitt að eiga í kerfi, þeir þykjast eiga þetta. Og ég man nú að ég heyrði það sögu bara sem gerist í fyrra. Það var verið að tala við Lilju, eða gerist fyrir 2 árum, Lilju menntamálaráðherra málefni batterís hér í borginni. Og hún var öll að vilja gerð og sagði já og við gerum þetta svona. Svo gerist ekki neitt og svo eftir dálítið tíma þegar hún þegar komin ítrekkum frá henni að það á að gera þetta svona þá fara mennir í ráðuneytið og þar segir maðurinn sem að sýslar með þetta málefni já, ég var ekki ráðinn af ráðherra hingað, það er ráðuneytisstjórinn sem réð mig og ég ger eins og hann segir. Svo lesa að gera þetta ekki neitt. Þetta er bara gömul sá og ný, sko, embættismenn hafa mjög sterkar tilhneigingu til að svona mylja undir sig vald og ráða því sem þeir vilja ráða. Og þeir ráða sannlega miklu. Þeir eru þarna til lengri tíma, pólitíkus að koma og fara. En sko, talandi þennan svona sýndargjörning sem ég kalla að fækka ráðuneytum, það eru smápeningar, sko, í stóra samhenginu. Við erum með 1500 milljarða fjárlög hérna, núna, það verður 16-17 á næsta ári og svo videre. Sko, framkvæmdavaldið, eins og þú nefnir, það er góður vilji hjá ráðherrunum til að láta þetta gerast, en að breyta orðum í gerðir er bara þungt og erfitt. Í því eru aðstofamenn og ef þú ert með eins og menningar, háskóla og nýsköpunarráðuneytið, þú ert með einhverja 3 málaflokka undir. Það er einn aðstofamæður, hann dugar ekki til þess að hrinda öllu í framkvæmd sem að ráðherrann ætlar sér og þess vegna segir sko 2 aðstofamenn ráðherra eru algjörir sko það er bara smámunir í stóra samhenginu ef við viljum efficient skilvirt kerfi þá ættum við að hafa þá fleiri ef eitthvað sko. Það er Davíð Oddsson sagði þegar ríkisstjórnin 2013 þarna Sigmundur Davíð og Bjarni Ben þá hafði engin ráðherra náðu setið í ríkisstjórn. Og þá skrifaði hann sko í mokkasinn að myndi koma fljótt í ljós hvaða ráðherrar yrðu húsvanir. Það er sem sagt að láta embættismennina stýra sér sko. Já. Og það er að bíla mjög mikið til þessu. Já. Það var nú, þú nefnir þá ríkisstjórn sko Bjarna og Sigmundar. Já. Þar var sko átti sér stað gjörningur sem er sá stærsti í lýðveldissögunni, Íslandssögunni, fjármálasögunni, þegar það var samið stöðuleika framlög frá hrægammasjóðunum áður þeir fóru út. Já. Þetta var sko upphaflega áttu þetta að heita 300 milljarðar sem þau skilja eftir. Þegar upp er staðið, þá er þetta 1000 milljarðar, hugsið ykkur.
Þetta ástæðan fyrir því við sigldum hér farsælegi gegnum COVID og það var alltaf svo, ríkisstjórn stóð svo vel, var sagt sko. En það lítið talað þetta þrekvirki þeirra tveimenningana að ná þessum díl, sko. Býtum nú við. Sko, nú. Að þetta partur af þeirri sorgarsögu að eftir hrun, þegar að bankarnir fóru á hausinn, vegna þess að þeir höfðu ekki ráða gjaldeyri, að þá úrskurðuðu allir og það var bara samdóma álit. Þetta allt verðlaust rasl móku eins og bara í kröfuhafana láta bara eiga þetta. Svo kom í ljós eftir nokkra mánuði að því fór fjarri þetta væri verðlaust rasl. Það voru óhemjulegar eignir, bæði sem bankarnir áttu og fyrirtæki sem þeir áttu, og þannig svolítið merkið þetta því ég stúderaði þetta svolítið að ég las bók Hannesar Holmsteins Gissurasonar sem að mikilli elju fór í gegnum þetta og að sjá hverslags vitleysa og glannaskapur var í gangi þarna árunum eftir hrun þegar var verið að selja á algjöran spottprís fyrirtæki eigu Íslendinga. Og íbúðir. Já, og til dæmis eins og hann tók nokkur dæmi með ykkur 5-6 banka sem bankarnir hafðu átt. Já. Og það var til dæmis norskur banki sem var seldur og hann var seldur á 15-földu verði aftur árið seinna. Og saman með banka í Bretlandi og víðar, Luxemburg. Og það var svo áttar með sig á því það var brilljant að loka kröfuhafana inni með því að segja þið fáið bara að fara með íslenska krónur. En þeir högnuðust alveg stórkostlega þessu líka. Já, en sko íslenska ríkið fékk þarna stærsta búhnikk sögunar og það örugglega hægt að segja sko fjalla heilmikið þetta. Þarna fengum við Íslandsbanka bara til okkar, Arion, og svo verið að selja þetta hérna núna í einhverjum bútum og svona, en bara sko eftirmála hrunsins eru bæði hörmungar og svo hnykkir að þessum toga. Ég var að lesa bók sem að ég mæli nú með því að menn kynni sér sem að saga eins manns sem að var 30 gerður í 17 mánuði að bankastjóra Íslandsbanka eftir Bjarni Ármannsssyni, Lárusar Velding. Bók hans, Uppgjör bankamanns, hún alveg sko ótrúleg lýsing á þeim einbeitta vilja að slá heimsmet í refsingum og sakfellingum á alla sem að höfðu starfað og sko lýsingarnar á framferði saksóknara og dómara þessa tíma, það algjör skylda okkar að kynna okkur þetta mál. Þarna var verið að beina athyglinni frá þeim sem að kannski báru stærsta ábyrgðina á hruninu og skipa saksóknara, sakfella allt þetta fólk og hörmungarnar sem þessi eini maður sem var þarna í 17 mánuði og ég trú að sé gildur gegn og heiðarlegu maður 17 árum síðar hann ennþá að glíma við eftirmála 17 mánuða starfsins og hvernig hann var dæmdur í fangelsi og fangelsi ofan fyrir eitthvað sem að var í bankanum í Haag, það eina rétta að gera fyrir bankan. Þá var bara viljinn til þess að refsa og eyðileggja líf hans, fjölskyldans og allar í kringum hann. Þetta eru síðari tíma áhrif sem að ég held að við Íslendingar þurfum að skoða í kjölinn og við skulum ekki feta neina sambarilega slóð í okkar löggjafakerfi, framkvæmdakerfi eða dómskerfi eins og þarna átt sér stað. Jakob, sko, samt að myndin fegruð, sko. Myndin? Af stöðu bankana. Já, það var, sko, ef áttu einhver að fara í fangelsi fyrir það að vera vitorsmaður þess að það var að koma hrun, nú þá áttu öll ríkisstjórnin að fara í fangelsi. Þá áttu allir sem að vissu af því. Þá voru allir að reyna að halda skipinu á floti. Því að ef það var gefið í skín að það væri að fara að síga á hliðina, að fara í kaf, nú þá myndi það gerast óhjákvæmilega. Þannig að það voru allir meðvitaðir hvert stemdi
Og þetta byrjaði sko ekki á Íslandi. Þetta var alþjóðlegt bankarhrun sem byrjaði með vafningabransa sem enginn skildi almennilega hvernig fungeraði, Límans fer á hausinn og bankakerfi heimsins fjall eins og spilaborgir og við vorum hér, okkur var talin trú það með aðgerðum ríkisstjórnar þess tíma að þetta hefði bara byrjað og enda á Íslandi. Það var allt Íslandingum að kenna. Já, sem var náttúrulega algjör þvæla. Algjör þvæla. Ég hef líka lesið þessa bók, Jakob, sem þú tala en og það sem ég þótti líka mjög merkilegt þegar hrunið var, því að ég var að vinna þá fyrir Alcoa og það var náttúrulega, ég vissi vel hvað var að gerast út í New York og hvernig fólk talaði þar og bara árið áður en hrunið varð í rauninni, þá er náttúrulega fólk var að hafa áhyggjur þar og maður heyrir að það er eitthvað mikið að gerast og það bara fólk var svo hrætt við að gera nokkuð, fólk þorði ekki að kaupa sér hlutabréf, það var bara greinilegt og fólk þorði ekki að fara út í búð og fara að versla eitthvað og það var bara svolítið eins og var hér eftir hrunið að þá var fólk bara orðið mjög bara óttaslegið þar og svo gerist þetta hér og svo er þessu stilt upp hér eins og þetta sé bara einhverju 20 mann sem hafi valdið bankahruninu. Mér fannst það alltaf voðalega skrítin uppsetning. Mjög skrítin. Ég er með aðhyllist kenningu sem að ég veit að sumir trúa þessi málefni að að því ég skrifaði bók, ég var nú að koma frá Svíþjóð sem var að kynna þessa bók sem var nýkomin út á sænsku, heitir Heimsmeistari. Segðu frá því, þú varst þar vegna? Já, vegna þess að þessi bók var að koma út á sænsku, Heimsmeistari, sem byggir náttúrulega á síðustu árum Bobby Fischer og hans, þetta svona stúdía hans sálarlífi og þangagangi. En þegar það var verið, ég las nú ykkur 7-8 bækur hann og kynnti mér hans feril þessi síðustu ár, feiknarlega vel, að hann sem sagt sviptur vegabréfinu sínu af bandarískum yfirvöldum og ástæðan sem var, hinn opinbera ástæða var að hann hefði brotið viðskiptabann með því að tefla við Spassky í Júgóslavíu en það var nú ýmislegt fleira ummæli hans til dæmis það sem hann fagnaði mjög árásanum á tvíburatutan og svona. Hann sviptur vegabréfi og settur í fangelsi í Japan þar sem hann átti enga óvinni og þeir höfðu ekkert við hann að sakast en það var óhemjulegu þrýstingur frá bandarískum yfirvöldum að hann yrði framseldur. Japanandir hafa eflaust skoðað hvort að þeir geti ekki bara leyft honum að vera en þeir gugnuðu. Þeir vildu ekki fá yfir sér reiði Bandaríkjanna. Fischer og hans vinir leituðu til háttsettra manna og með sér ráðherra í Þýskalandi, Frakklandi, Svíþjóð og fleiri löndum og alls þar sögðu menn, þú veist, voru velviljar en sögðu bara, við snertum ekki á þessu máli. Íslendingar, Eskú, gjörðu svo vel, þú veist, íslensku ríkisborgari sóttur á þotu, hingað heim og fagnað. Árið seinna, þá loka Bandaríkjamenn herstöðinni, árið seinna, tæp árið seinna, á þess að tala við kongaða prest. Síðan sækja bankarnir, norrænu seðlabankarnir, allir 5, saman svo kallan gjaldeyrisskipta samning sem að hefði getað bjargað íslenska bankakerfinu í gegnum krísuna. Svarið til Bandaríkjanna? Já, til bandaríska seðlabankans. Það kom svar. Yes, alveg sjálfsagt. Við gerum svona samning við danska, sænska, finnska og norska seðlabankan en Íslendingar fór ekki neitt. Og það var innan við 1% af púllinni. Svoleiðis að, og það sem var böngunum að falli var að þeir höfðu ekki aðgang að gjaldeyri í þennan rúma mánuð sem þessi krísa var sem hörðust í október 2008. Já, en ráðstöðu samt restinni til þeirra í kauptingi svo hétt á. Tæmdum gjaldeyrisjóðum til þeirra samt. Já, það var bara allt of seint og allt of lítið. Ef að Glitnir hefði fengið þetta strax þegar útgerðarmaðurinn fyrir norðan kom og sótt það, þá hefði Glitnir sillt í gegnum þetta og bankakerfi líka. Heyrðu, ég veit að Þetta er áhugaverður punktur sem að víkja að setja þetta í þetta samhengi. Það var alltaf mjög að mörguleiti glæsileg ákvörðun og djörf að taka þennan heimsmeistar í skákinni og hleypunum hingað til Íslands. Davíð ber ábyrgð á því, og Guðmundur G. Þórarinsson og þeir sem að beittu sig og það að hann skildi fá að vera hér síðustu árin og eins absúrt og hans fyrsta
grefturinn var nú hérna bara nóttina eftir hann lést, sko. En sko, það kann að vera nokkuð til í þessu sem Einar að benda hér á að það sé samhengi á milli þessara þátta. Já. En við þurfum að halda því til haga. Ég er ekki að draga úr í nútíma, sko. Nú þurfa Bandaríkjamenn meira á okkur að halda hlutvarslega heldur við og þeim. Þeir vilja, núna eru komnir aftur ægilegi vinir og við þurfum herstöðin og við þurfum að margfalda hann að stærð. Þurfum við sko massív konstruksjón á Keflavíkurvelli, en sjáðu til. Það er hérna mál sem ég er búin að vekja athygli 4 síðustu utanríkisráðherra á. Það er það, því ég fer nú oft til Bandaríkjanna, hafandi búið þar. Þegar maður flög til dæmis með WOW, þá kom maður á sama tíma, á svipuðum tíma og flugin frá Hong Kong og Kína og maður lendi því að bíða í 3-4 klukkutíma í 1000 manna biðsal meðan vinir Bandaríkjanna fara í gegnum það sem kallaði Global Entry, Green Gate, græna hliðið, það eru Bretarnir, Frakkarnir, Þjóðverjarnir, Hollendingar og Belgarnir, ekki Íslendingar. Við erum búin að biðja þetta í 10 ár, það er ekkert að frétta. Það er bara ef það hendar mér að muni eftir því lagi. Það er viðhorfið þarna í Bandaríkjunum, bara ef það hendar mér. Ég get skotið inn örlítið til sögu sem þessu tengist vegna þess að formaður nefndarinnar sem að vann í því að fá Fischer hérna heim er móðurbróður minn og nafni Einar S. Einarsson. Vísa. Já. Hann, dóttir hans er búin að búa í Kanada í 30 ára eða eitthvað svoleiðis. Og hann hefur oft farið hérna í gegn og gjarnan millilent í Bandaríkjunum. Og svona hans heldur þetta líka. Já, svona hans var í Los Angeles. Og aldrei neitt vesen, þetta er náttúrulega vamlaus maður með öllu. En svo eftir þessa afferru, þá er hann bara stoppaður. Það er bara rautt flagg og hann er tekinn baksins í yfirheyslur. Þetta er Global Entry dilemma. Já. Fischer reyndist okkur ansið dýr. Stórmestarinn. Já, en það er hérna sko vel þess verið að skrifa með bók og benda á stóra samhengi hlutana hérna. Já, við erum að tala um þeir hefna sín svolítið á okkur fyrir þetta og kannski eitthvað meira, ég veit ekki, en við núna hafna því algjörlega nota bene, sko. Já, þetta eru mikla samsæriskenningar. En þetta er flott, sko. En svo núna gerist það að vegna ekki vegna umfjöllunar Morgunblaðsins flokk fólksins að þá ætla þeir að setja þak á fjölmiðlastyrkina þannig að þeir stæstu fái minna en þeir hafa fengið hlutfallslega minna og þá segir Morgunblaðið að þannig bara að vera að hefna sín á okkur. Já, Logi þrætir nú fyrir það í mokkanum í dag. Menningamála ráðherra svara þessu nú í Morgunblaðinu ágætlega. Í dag? Já, í dag. Þannig að hann vísar þessu algjörlega á bug. Mér finnst þessi fjölmiðla styrkir líka, mér finnst þetta svona umhugsunar efni, sko, hvernig þeir eru og fjölmiðlar á Íslandi almennt, þetta er náttúrulega svo lítill fjölmiðlamarkaður. Það myndi enginn, held ég, í öðrum löndum telja að eitthvað svona 300-400.000 manna samfélag geti verið með sko fjöldan allan af sjónvarpsstöðvum og útvarpsstöðvum og dagblöðum og þetta en við erum náttúrulega bara eins og sko svona þessi fjölmiðla hér eru þetta bara eins og héraðs kannski fjölmiðlar í öðrum löndum þannig að hérna og þeir séu fínir. Þó þeir séu fínir, já. Þeir eru mikilvægir og ég ætla ekki að vanmeta mikilvægi þess að fjölmiðla eins og Samstöðin sé til, Útvarpssaga Morgunblaðið, Vísir og allir þessi miðlar umræðan sem á sér stað hún er bara lýðræði samfélagi bráðnauðsynleg og tæknibyltingin sem við fögnum mestan part hún hefur kippt fótónum undan því viðskiptamódeli sem var að framleiða blöð og selja blöð áskriftarmódelin ganga ekki upp, við sjáum það að það er á netinu áskriftarmódel til dæmis að blöðum ganga bara ekki almennt upp nei. En við skulum segja að það hefur nákvæmlega samangerst í fjölmiðla heiminum eins og í hljómplötu bransanum Spotify-væðingin, Björk sagði nú í síðustu viku að Spotify væri að líkinu það versta sem hefði hent tónlistar heiminn og tónlistar fólk því að það kipti fótónum undan
gjafavörunni hljómplötu eða hvað sem það átt að vera. Bókin í hættu líka út af storytell-væðingunni. Þannig að ég segi sko, ef að koma tæknibyltingar eins og við munum halda áfram að sjá og nú gervigreindarbyltingin rétt að byrja, að þá verður tækni heimurinn að, við skulum segja, kasta syndum sínum aftur fyrir sig og veita stuðning þeim sem að eru lýðræðisleg forsenda samfélags eins og við ætlum að búa í. Og hvernig gerum við það? Við gerum það með því að láta eins og núna komið frumvarp að Netflix og þessar kvikmyndaveitur, það greiða gjald sem stendur vörð íslenska kvikmyndagerð í samkeppni við amerísku eða erlendu kvikmyndagerðina. Rétt eins og þegar kvikmyndasjóður var stofnaður, þá var það til að standa vörð íslenska tungu og menningu. Sama þarf að gerast í tónlistinni og sama þarf að gerast í fjölmiðlunum, vegna þess að nú tekur 45% af íslensku auglýsingafé hverfur inn í Kísildalinn, Facebook og Google og þessar veitur. Og það þarf að koma gjald frá þeim bara á móti og þeir eru ekkert að vera stikkfrí að selja auglýsingar á Íslandi. Þeir eru að greiða vask og þeir eru að greiða samfélagsleg framlag. Það er nú reist frekar erfitt að koma þessu í framkvæmd. Það er bara að setja lög. Það er ekki flókið. Mikið tala lengi þetta. Já, það er gott. Erna, hvað segir þið? Nei, ég var bara að velta fyrir mér þessum fjölmiðlamarkaði hérna og hérna auðvitað þurfum við að hafa fjölmiðla hér og það þarf að vera lýðræðisleg umræða. Við erum náttúrulega afskaplega lítið land og viljum við að sko stór hluti af opinberu fé sem að kannski þarf að nota í heilbrigðiskerfi og allskyns aðra hluti. Viljum við að sko, hvað viljum við eyða peningum ríkisins í? Það er bara aðalega það sem ég er að velta fyrir mér. Ég var að benda á hið gagnstæða, ekki fara í ríkissjóð heldur fara í fyrirtækin sem að keyptu fótunum undan fjölmiðlunum. Já, það er góð hugmynd. Ef hún gengur upp þá er hún náttúrulega frábær. En þetta með fjölda fjölmiðla hérna, mér finnst eins og allir telji bara það eigi allir að fá að gera allt sem dettur í hug og ríkið á bara að borga sko. Og ég er ekkert alveg þar. Ég hef sjálf rekið lítinn miðil og hann var ekkert rosalega burðugur og ég hafði ekkert mikið pening til ráðstöfunar í það en ég gæti ekkert séð að ríkið ætti að fara að borga mér fyrir að halda þessu miðil úti sko. Ég meina ef það er ekki þörf fyrir svona miðil og þeir sem til dæmis sko, nú var þetta fyrir eldri borgara og hérna ef félög eldri borgara eða landssamband hafi ekki áhuga á slíku þá, ég meina hvað þá er þetta bara ekki í gangi. Það verður náttúrulega að nefna eitt í þessu sambandi að ríkið rekur ríkisútvarpið og það þyrfti að vera þannig að ríkisútvarpið væri ekki á auglýsingamarkaði. Sko, ríkisútvarpið auðvitað rekið á ríkinu og ríkisútvarpið það var rekið á ríkinu upphaflega vegna þess að það var ekki talið að einstaklingar hefðu bara burði til að reka útvarpsstöðvar og nú er þetta náttúrulega alltaf mikið breytt mynd en mér finnst bara ef ríkið er á annað borð að veita peningum í fjölmiðla þá finnst mér bara alltaf að það fari bara í ríkisútvarpið og ég er algjörlega á móti því að taka auglýsingarnar á ríkisútvarpinu. Það segir ég líka vegna þess að það er ein rök gegn því að taka auglýsingar af ríkisútvarpinu. Það fara allt saman út til Kísildalinn. Það þarf að búa til einhvers konar regluverk það að ríkisútvarpið taki ekki svona stóran hluta af íslensku auglýsingafé eins og það gerir í krafti yfirbura sinna. Það þarf að vera til súrefni fyrir minna miðlan til þess að lifa og það er bara verkefni sem það þarf að fara í og löngu vera búið að tala um það og framkvæma það. Sko, ef við myndum klippa auglýsingar út úr ríkisútvarpinu, þá myndum við klippa stóran hluta af okkar blómlega kvikmyndageira í burtu. Það sem er verið að ala upp unga kvikmyndageira menn við það að gera auglýsingar og myndbönd og annað slíkt. Ef að ríkisútvarpið stóri miðli sem allir eru með, ef að hann er ekki að fara að sína slíkar auglýsingar, þá verða enga slíkar gerðar. Þannig að það er ein röksemd fyrir því að það verða að vera til auglýsinga menn og konur til að framleiða auglýsingar fyrir ríkisútvarpið því að ef það yrði ekki, þá yrði ekki framleitt neitt að viti. En mikið auglýsingum eins og til dæmis í útvarpi og svona, þetta hefur oft mikið upplýsingagild. Já, mjög svo. Þannig að það væri skrítið ef ríkisútvarpið hefði engar auglýsingar. Þannig að það er bara sjálfsagt að taka umræðinu um það hversu stóra hlutdeild má ríkisútvarpið fá að þessari stóru köku. Þetta eru kaka upp á einhverja 2 milljarða á ári eða 3 og svo náttúrulega stækkandi hluti að fara til Kísildals
og við þurfum að segja við þá, þið lútið sömu lögum og reglum og gilda á Íslandi. Þegar þið eru að selja auglýsingar íslenskum fyrirtækjum eða aðilum, þá greiðir þið jafn háframlög í formið virðisaukaskatts og aðrir gera. En eitt sko varðandi niðurskurðar tillögur. Á sínum tíma þegar að Vigdís Hauksdóttir var formað fjárlaganefndar, þá sagði hún bara við Ríkisútvarpið, munið hver ákveður sko hvað þið fáið mikið. Svona hótun í því. En svo allir sko hérna nú 2 listamenn. Ert þú að skrifa bækur eitthvað? Nei. Þú hefur gert það ekki? Nei, ég hef ekki bækur. Nei, ekki. En þá alltaf, já, kannski á ég. En það skal örugglega vera fleiri en einu sinni nefnt að skerða eða hætta listamannlaun. Heldur það ekki? Jú, það er á hverju einasta ári. Almenningur sendir svona tillögur, þá skal þetta vera. Jú, það er alltaf ykkurir á þeirri skoðun, sko. Hitt er annað mál að þetta er ódýrast og effektífasta leiðin til þess að efla menningu í landinu. Það er að borga ykkurum mann út í bæ, smápenning og ekkert meir. Það er engin stofnun, það er ekkert húsnæði, það er engin kostnaðar öðru leyti. Nei, bara eldursporðis. Já, meðan að sama fólk það minnist ekki á þessar feiknalega dýru menningarstofnanir að það er að leggja það niður, þá bara leggja niður tónlist og bókmenntir. Það er nú sko röksemd fyrir því að sko við eigum og státum okkur því stundum að vera með eitthvað besta nýsköpunar umhverfi í heiminum. Og ég held að það segja ekkert langt því frá hér svona miðað við allt og höfðatölu og annað, að þá erum við með öfluga nýsköpunar lagarama sem að auðvelda mönnum mjög að fá hugmyndir, framkvæmdaðir, þróaðir og koma þeim í sölu og dæmin eru mýmörg, síðasta stóra dæmi Keresis og mörg önnur stórkostleg tækifæri sem hafa orðið að raunverulega tekjuskapandi fyrirtækjum. Maður sem sest niður og skrifar bók og fær til þess svigrúm, þarf ekki að vera að vinna á daginn og hefur orku og fókus í það að skrifa bók. Það er ákveðin tegunda nýsköpun og slík bók getur orðið að leikriti, hún getur orðið að kvikmynd eða söngleik og hagkerfi einnar bókar getur orðið alveg gigantist. Þetta þekkir nú Einar mjög vel af sínum verkum og sama gildir með lagið eða hljómplötuna eða hvað sem það nú er. Sjáum bara Nýju líf, Bubba Mortis, sjáum hversu óbóðslegt hagkerfi það er í kringu borgarleikrús sem búið að vera mörg ár að sýna þessa söngvasýningu. Þetta gleymist stundum í umræðinu, þetta er oft talað eins og þetta sé einhverjir ónýttingar sem að nenn ekki að vinna og sé bara með betlistafinn á ríkinu alltaf að banka allt utan. Jú. Þetta er nýsköpun og ef að Íslendingar eru góðir í einhverju umfram annað og frægir að einhverju umfram annað, þá er það hugverkagerð frá dögum Snorra að Laxness og Einari og Björkum og Sigurósum og Kalli og öllu því. Og Víking Heiðar. Það er ekkert sem að við höfum lært og gert betur. Alla músikantana sem við eigum sem eru bara sko í heims elítu. Og við erum að vinna til þess stærstu verðlaun og Óskarsverðlaun og Grammy og já, það væri mikið slís ef að listamannalaun yrðu skorin af sko. Ég er ekki að mæla með, ég er bara vissum að verður í bunkunum. Það er alltaf verið að gagnrýna þetta en það gleymir stundum að tala og það mega kannski listamenninni líka taka til sín að þeir gleyma stundum að verja sig með rökum. Ég persónulega hef aldrei sótt listamannalaun eða beðið styrkja neinu toga slíkt en það eru margir sem að geta ekki starfa öðruvísin að það séu einhvers konar leiðir af þessum toga. Í öðrum löndum er oft verið að fara skattaleiðirnar sko. Þú veist, menn framleiða þar kvikmyndir bara með því að fá niðurfellda skatta af framlögum sínum fyrirtækjana. Það er ein leið sko. Og svo eru allskins svona aðrar önnur nöfn á svona styrkjum heldur en listamannalaun. Það getur vel verið að breyta nafninu og kalla þetta nýsköpunar framlög eða eitthvað. Já, það er svolítið skemmtilegt það því að við erum að tala um þetta með hvar megi spara. Nýja ríkisstjórnin sendir þetta út og þetta er náttúrulega þessi nýja ríkisstjórnin er að taka við nokkurn veginn á sömu vikum og Donald Trump er að taka við í Bandaríkjunum. Og hann allt bara segir strax og er búin að setja Elon Musk og einhverja fleiri í það, bara skoða hvar er hægt að skera fituna utan af kerfinu.
Og það svolítið spennandi að vita hvort að það kemur eitthvað viti út úr því. Já, það byrjað á fullu. Já. Alveg, það byrjað að reka alveg þúsundir úr kerfinu og hérna... En sko, hvort það virkar einhvern nátt, hvort þetta mun skila sér. Já, sko... Þetta getur orðið til þess að skapa vandræði. Sko bandaríska hagkerfi náttúrulega svo öflugt og það er svo mikli peningar þarna, þeir geta gert það sem sýnist, þeir geta gert það sem að núna kom í dag, að það var að breyta Gaza bara í Rivieru, bara sólarströnd Miðausturlanda. Sko, Nauthólsvíkin verður næst. Nauthólsvík Riviera í boði Trump. Nei, sko, hann búin að vera 2 vikur í embætti núna. Já. Voru 2 vikur í gær. Já. Og það eru bara daglega furðu fréttir af manninum. Já, þetta eru furðu fréttir og manni finnst þetta alltaf merkilegt að hann er eitt valdamestaríki heims og þjóðhöfðingi þar og hann barasta fabúlerar bara og menn eru að helst að velta fyrir sig hvort hann meini nú eitthvað með þessu og mér finnst þetta voru skrítið að hafa þjóðhöfðingja í svona stóru landi sem að bara engin veit hvort að meina það sem hann segir eða... Það er alveg flippa, hann talar bara og haga sér eins og eitthvað sko alþjóðareglur í samskiptum ríkja og hefðir, þetta sé ekki til og þetta kom hann ekki við. Hann getur hessina sko, þú veist, hann talar meira eins og Napoleon Bonaparte eða Lúðvík XIV. Já, sko, ef hann allar taka Grænland, mun að þá nota sko herstuðu sína á Íslandi til þess? Nei. Að verði innrás frá Miðnesheiði? Ég held að Donald Trump sé svona ákveðin tegund af stuðmanni. Hann er að stuða, hann er að skekja, ræða og rekja, en hann er leið. Þetta er ákveðin vitundarvakning og það að þessi hræðilega útleikna Gazaströnd með öllu því blóði sem þar hefur verið útelt verði allt í hennu bara áfangastað og sólbjört falleg nútímaleg strand. Með alla sorgina í jarðveginum. Já, alla sorg í sandinum en sko og það sko maður geti alveg hugsað sér að með einhverju saminuðu átæki mætti endurreisa þennan stað og búa til andhverfu þessar eyðileggingar sem eru á sér stað að það sé gert að bandarísku einhverju fyrirtæki eða útibúi. Það hljómar ekki vel, en sko hugmyndin, hversu galinn sem hún kann að virðast, það er allavega hann er að taka eitt vest útleikna svæði veraldar og sína mönnum að þarna getur verið dásamlega Riviera, aðdráttarafl sem að þetta er svolítið ósnægt. Já, þetta er algjörlega siðlaust vart að því sem að segja. Þetta hvernig hann talar þessi mál, hvort sem það er Grænland eða Gazaströndin eða Panamaskurðin og svo framvegis, að sko þetta er bara náttúrulega vatn á millu Pútins sem árum sem hann hefur talað eins og hann eigi rétt á því og náttúrulega hefur gert það með innrásin í Úkraínu að bara þetta gamla áhrifasvæði Sovétríkjanna hann verður ásælast sko fleiri svæði og fleiri lönd að sko stórveldin miður bara haga sig eins og hann sýnist. Þessi engar alþjóðareglur, þessi engin vernd fyrir minni ríki. Ef að stórveldi kemur og segir ég ætla bara að taka þig, vinnur. Já, ef Pútín talaði þannig, þá er það allt vitlaust í heiminum. Sko. Hann segir bara ég ætla að taka Íslandslöndin aftur. Já, hann make Russia great again. Já, ég segi það. Já. Ég meina, hann byrjaði því að taka Krímskagan og svo ætla hann bara að taka, hann skrifaði bréf til Trump þegar daginn sem innrásin var gerð og sagði, skrifaði Vlad, Dear Donald, þetta var birt í fleiri en einu bresku blaði. Hann sagði, ég reikna með þetta að taki 2 daga, það gæti tekið viku og halva mánuða því að við tefjumst í fagnaðalátum. Það sé hermennir. Nú er þetta búið að standa yfir í 2,5 ár, sko. En það er eins og þetta sé bara einhver ný svona heimsvalda stefna þar sem að 2 stórveldi bara eiga að skipta á milli sín heiminum eins og bara var þarna eða þegar kalda stríði var og svo framvegis. Hvað er Bandaríkjamenn að segja þess að Kínverjar er að taka Tævan? Kaldir kallar. Kaldir kallar. Hvað Bandaríkjamenn að segja þegar að Kínverjar taka Tævan? Allir þykist þið ekki eiga allt í kringum ykkur? Þeir segja sko. Hugsaðu þú hvað við erum nú heppin að vera laus við svona kalla hér og vera bara með einhverja kristrúnir hér og Þorgerðar og Ingur. Heyrðu áður höldin lengra. Jakob, þú ert að
halda upp á 100 ára fæðingarafmæli föðins og nú ætlum við að heyra Jakob Frímann með þeirri rödd sem ég vanastur. Nú? Já, en Pétur tæknimaður, hann ætlar að setja þetta á fyrir okkur. Okay. Að Hvanneyri frá Hvítárbakka, hreppstjórinn með soninn unga fór, lengi vel sig hafði látið hlakka að hlýða mig á 4 radda kór. Sem upphafslag þá engum tógum skipti, að unginn Kolfjall fyrir geðju lista, upp söngur þessi sálu drengsins lifti. Hann sækja vildum pláss hið allra fyrsta. Þorleifs Hallinn senn nú hitta vildi og heimsótti þar Ásgeir bæði og Kristinn af móttökunum Magnús óðar skildi að mundi honum í kórnum öðlast vistin. Því kvaddi Magnús ungur Hvítárbakka fyrir kór í anda fósbræðra lags. Við unnendur Magnúsar allir viljum þakka þá yndislegu vist til hinsta dags. Jakob Frímann, takk fyrir þetta. Já, þetta nú kannski bara kviðlingur sem að var fluttur á menningarhátíð Fósbræðra nýliðna helgi. Það sem ræðumaðurinn hefur í 20 ár verið Einar okkar hér sem að þurfti að vera fjarverandi að lesa upp úr stórmeistaranum í Svíþjóð og sendir dóttur sína í staðinn. En þarna var sungið og talað mjög fagurlega Magnús Guðmundsson. Hann nefnilega, eins og segir í kvæðinu, fer 12 vetra gamall og það brestur á með einhvers konar bítlaæði á Hvanneyri 1937 þegar hann fer með föður sínum Guðmundi Jónsson á Hvítárbakka og kátir félagar, það er að segja karlakórinn Fósbræður, útibúr honum að syngja og hann að heyra 4-raddaðan söng í fyrsta skipti í lífinu, live, og hann fær gæsahúð við þetta og hann heitir því, hann ætlar að fara til Reykjavíkur svo fljótt sem verða má gangi þennan kór sem hann nú gerði og var í honum til hinsta dags. Og það var nú svona þess vegna þegar hann átti sinn 100. afmælisdag núna 8. janúar þá var búið að hafa samband mig úr Bæjarsveit, Brún í Bæjarsveit var félagsheimilið þarna, hann Hvítárbakki í Bæjarsveit og þeir voru að spyrja mig en það rétt að Magnús hafi gefið slaghörpuna sem í Brún á sínum tíma. Mér rámaði það, svo fékk ég það staðfest. Hann hafði keypt Hornung og Möller piano í Danmörku og gefið sveitinni sinni og þeir voru að biðja mig að koma og spila eitthvað fyrir sig þar og það breytti sem sagt úr einni söngstund við Magnúsar hörpuna í Magnúsar mánuð sem voru tónleikar á laugardagskvöldi, svo söngstund í miðri viku, svo náttúrulega menningarhátíðin helgin og svo líkur þessu helgina í Fossatúni á laugardagskvöldið 8. febrúar með Magnúsar jazzvöku og það var nú svona bara þetta sem var að spila hérna var kviðlingurinn sem var fluttur á menningarhátíð Fósbræðra nýlega helgi svona í stað Einar sem að það var fjárstættur en sendi prýðilegan fulltrúa sinn Kamilu dóttur sín. Þú segir, það er frítt inn á þetta, þetta bara hjá Steinari Berg það í Fossatúni? Jú, minn gamli útgefandi sem var nú svona dálítið frumkvöðul í nútímalegri ferðaþjónustu þegar hann setti Fossatún á þessum dásanlega stað Grímsá, Fossana að ég fekk bara mína bestu menn Guðmund Pétursson og Einar Skeving og Róbert Þórhallsson og fleiri með og þetta verður bara svona jazzvaka því að Magnús var jazzgeggjari hann og Bryndís móður mín voru jazzgeggjararnir sem sungið í laginu. En eina sem hann söngin á plötu það Röndóttar Mær með þér? Nei, hann söng náttúrulega með Fósbræðrum inn á alveg fullt af plötum og 14 Fósbræðrum, hann var í þeim líka það voru sölu hæstu listamenn Íslands á sínu tíma, þeir seldu meira en nokkur önnur. Það var svolítið í minni, sko. Og svo söng hann mikið inn á plötur með Elli Vilhjáms og Ragga Bjarnason því að Magnús Ingimarsson útsettari og píanóleikari Svavars Gest sextettins, hann var nánasti vinur föður míns og fékk hann með sér í að syngja í allskins svona samingi. Þannig hann á mjög mörgum hljómritum fyrir utan Röndóttur mei. Herru, en það langt upp í Borgarfjörð ef það verður allt vitlaust í veðri hérna. Það bara veður í dag og morgun, svo á laugardaginn bara sól og blíða. Það bara 3 korter að skjóta. Við kaupum það. Þið eru öll hjartalega velkomin ykkur að kostnaðarlausu. Fylgdust þið með þingsetningun í gær?
Ekki Einar, þú varst ekki komin til landsins. Nei, ég get ekki sagt ég hef fylgst með einum bara svona í fréttunum. Já, ég horfði á þetta bara, ég fíkill í Alþingi, fylgjast með pólitík. Þannig ég fylgist með þessu. Já, þetta fór allt bara vel fram, sýndist mér. Já, ég sá bara í sjónvarpinu þegar var þeir voru að ganga hérna í snjómuggunni. Já, það flotta myndir sem koma frá þessu. Já, bara eftir að fá frá Smartlandi, sko, hver var í hverju og svona hvað þótti hipp og cool og hvað ekki. Já, það er komið. Það er komið. Já. Jón Gnarr var einn af þessum mestu hipp og cool samkvæmt endar að formaður framtíðarnefndarinnar. Já. Hann er formaður framtíðarnefndar. Já, ég sat í þeirri nefnd, það var skemmtilegast að nefnd. Já. En ég býð sko spenntari eftir eiginlega sko umræðum stefnurræðu forsætisráðherra. Sem eru á sama tíma við hérna, en við bara erum alltaf aftur og aftur. Það bjargar okkur. Já, ég hef svona meiri áhuga á því heldur en þessari þingsetningu, ég var að segja það. Og hérna er spennt að heyra hvað menn munu segja þar. Já. En mér hefur fundið svolítið merkilegt að það farið á stað með gríðarlega gagnrýni á þessa ríkisstjórn áður hún er bara rauninni búin að gera nokkuð skapaðan hlut og áður hún þingi að komið saman og mér svona menn svolítið full fljótir á sér að fara að rakka niður allt sem er svona halda kannski að verði gert. Já, hann greinilegt að Morgunblaðið og íhaldi sko lítur svo á að Inga Sæland sé veiki í punkturinn. Svo lesa þær alveg kyrrt á hana enda er hún ekki lögfræðingur menntaður MR eins og meðal þingmaðurinn. Nei, hún er menntaður lögfræðingur? Já, hún er vísu menntaður lögfræðingur. Þegar ég las það í Morgunblaðinu sko að hún hefði keypt 2 fasteignir, það semst hún á íbúð sem hún býr í og svo hún keypt gamalt hús, einhvers konar sumarhús kannski sem hún gæti haft á Ólafsfirði og þá segir mér hér, hvað á þetta bara þýða, hvað er merkilegt við þetta og þá fannst mér nú svona alveg augljóst að Moggin væri nú komin eitthvað pínlíkt út í móa með þetta. En mér hefur fundið svona gagnrýnin full hörð og svo er þetta náttúrulega það staðreynd að það sem þegar konur eru og þegar konur eru ráðherrar og svona og bara sita þar oft undir meiri gagnrýni heldur en kallarnir. Bara mjög algengt og ég fór að velta fyrir mig hvort það væri það, menn nú teldu menn að þú getur þér alveg valtað yfir þessa konur bara eins og síndist. En ég held að það mun nú ekkert láta valta yfir sig. Nei. Flokkur fólksins á Inga eru skotmark eða voru það. Þetta var mjög mikið, alveg eins og þetta að æsku heimili sem hún keypti fyrir 7 árum eða eitthvað á 12 eða 14 milljónir og svona hennar býr í hvaða fyrir það. Það eins og hún sé einhverja auðjöfur, bara hún sé bara eitthvað að sankað sér einhverjum fasteignum. Hlægilegt. Ef að Inga Sæland væri svona eins og Trump og komin til æðstu valda og einráð, þá myndi hún örugglega vilja breyta nafninu á Íslandi í Unga Sæland. Það er engin megalómania í þessari ríkisstjórn sko, það eru allir svona virakar hófstiltir þessir ráðherrar og ég segi enn og aftur við eigum að þakka fyrir það að vera ekki hér með vandamál. Segjum bara Svía eða Dana eða Þýsk Þjóðverja eða Bandaríkja eða Rússlands. Þetta eru allt smá stillingar, fínstillingar sem við þurfum að vera að framkvæma hér. Við þurfum að lækna þetta sem að þú hefur nú verið að berjast glæsilega fyrir Erna með gráa hernum, að þurfum að laga kjör þeirra sem að eru búin að starfa hér alla ævi og leggja fyrir og borga í lífeyrissjóða annað slíkt. Þessar skerðingar sem voru neyðarbrauð Jóhönnu og Steingríms á sínum tíma, bara afnema það, laga það. Það þarf að gera það, já. Komið í réttan farmi. Öryrkjarnir þurfa að vera vel settir og við þurfum að ná tökum á þessum viðvarandi ólgusjó hagkerfisins sem að er búin að vera viðvarandi bara síðan við munum eftir okkur hér við þetta borð. Þannig að sko stórmálin er í lagi hjá okkur. Finnstillingarnar eru framundan og verða vonandi bara afstaðnar. Og við vorum búin að ná bara fullkomnun svona fyrir lok kjörtímabilsins. En þessi umræða fjármál stjórnmálaflokkana sem að hefur fór nú á stað og tengdist flokki fólksins, það er svona aðeins vakið með til umhugsunar það hvað ríkið er að halda þessum stjórnmálaflokkum gangandi. Auðvitað þurfa stjórnmálaflokkar fjármagn og það er ekki gott að þeir séu upp á einhver fyrirtæki komnir eingöngu. Þannig að
þá hinleiðin að fá eitthvað opinbert fé og það sé eingöngu eiginlega orðið opinbert fé sem fer í að reka þessa stjórnmálaflokka. Mér finnst það bara ekkert endilega sjálfsagt mál. Og hugsunin svo að fyrirbyggja hagsmuna. Það komu tölur í gær eða í morgun í viðskiptablaðinu og þá eru 11 milljarðar sem að hafa farið á einhverjum 10-15 árum í að reka stjórnmálaflokkana og það eru eitthvað 700 milljónir á hverju ári og mér finnst alveg sjálfsagt að mér finnst í rauninni að þetta vera kannski bara frekar einhver blanda af þessu að kannski að stjórnmálaflokkarnir fá kannski helmingin af rekstrinum einhvern veginn frá Alþingi og svo kannski verður þeir að afla sjálfur tekna fyrir helmingnum og mér finnst að því að það býður kannski upp á líka ákveðna spillingu alveg eins og með fyrirtækin ef þau eru farin að stjórna í stjórnmálaflokkunum ef það eru bara einhverjir stjórnmálaflokkar alltaf á Alþingi sem geta bara haft sjálfdæmi það hversu mikið þeir fá alltaf í vassan okkur einasta ári og þetta einhver smá upphæðir þannig að mér finnst þetta svona athyglisvert. Já, þetta hugsunin með þessu að sem sagt gera að vinna gegn því að flokkarnir verða algjörlega háðir auðmönnum sem þá á móti ráðastefnunni. En þetta náttúrulega sín þá ókosti til dæmis að svona grasrótastarfið verður ónauðsynlegt og jafnvel ekki neitt. Já, og það finnst mér hvað þá orðum þessu stjórnmálaflokka ef enginn sem að starfa neitt í þeim og ef enginn þörf fyrir það eins og niður. Það mjög slæmt. Það svona veldur hver á heldur, það mjög misjant hvernig starfin háttað. Ég vil nú segja að það talandi Kristrún og hennar fólk, maður sá þetta aðeins svona þegar hún kemur inn, þá eru liðsmenn 2 mágar. Það Jóhann Páll Jóhannsson sem giftur konu sem systir Ólafs Kjaran, sem nú komandi Birgis Kjaran ef ég man rétt, sjálfstæðismanns. Þeir máarnir, þeir eiga stóran þátt að því sagt að spotta Kristrúnu sem framtíðar leiðtoga, fá hana í framboð, tryggja henni gott kjör og byggja síðan upp gríðarlega öfluga strategíu og starf, stefnumála vinnu, fara á heimsækja 400 fyrirtæki allt land, gefa út bæklinga stefnu sína, tala fyrir því. Þau eiga það svo fyllilega skilið að hafa sigrað svo glæsilega í þessum kosningum því að innra starfið og eljan sem að hefur speglast í þeirra framgöngu bara til fyrirmyndar. Ég ætla bara að segja það. En hver var aðkomandi Birgis Kjaran, sagði? Ólafur Kjaran, þessi, hann aðstofnaður Kristrúnar í dag. Hann búinn að vera sonur Árna Sigurjónssonar lögreglustjóra. Forsetaritari pappans. Birgir Kjaran hefur verið móðurbróður hans. Móðurbjórn, það getur verið. En allavega það eldklár strákur eins og þeir báðir, alveg eldkvassir og flinkir og þeir taka utan hana og gera þetta starf að slíku sigurgöngu. Strákarnir komu sem sagt og bjuggu hana til. Já, þetta svona, þetta dæmi það að vera með sín og strategíu og láta hlutina síðan ganga eftir og bara vinna vel og það með þessir ungu þremenningar og fólki í kringu þau notabenni að þarna hefur verið virkilega vel unnið. Ég veit ekki hvort að þeir hafa búið hann eitthvað til, mér finnst hún alltaf alveg mjög öflug og hún hefur geistist hér all land og ég alveg sammálað þér, það til stakrar fyrirmyndar og að fara bara að tala við fólk og bara móta stefnu og mér finnst að það hafi tekist ágætlega hjá þeim að svona forgangsraða á hvernig málum vegna þess að þetta er auðvitað margir þættir sem að þarf að koma inn á hjá einum stjórnmálaflokki og það er bara ekki hægt að gera þetta allt í einu. Ég var ekki að meina að þeir hefðu búið hana til, þeir sáu talentið og þeir í rauninni örugglega hvöttan og brýndu til að gefa kost á þessu. Við vorum að sjá hann í sjónvarpinu viðtölum og svona og glæsileg og vel mentuð í sínum fræðum og úr því varð bara mjög öflugt teymi sem að hefur skilað þessum árangri og þegar þú horfir að fólk vinna svona vel þá segir þau bara, ég er nú nokkuð sáttur við að ríkisstjórninni sé stýrt
með svona einbeittum vilja og fókus. Svo geta áherslumál og annað. Þú veist, þetta með Evrópusambandi þetta bara, það tvíeggja sverð. Það eru allir sammála það að sterk alþjóðleg mynt væri heppileg, en að ganga lengra inn í Evrópusambandi en við erum þegar gengin. Ég stundum nota bara dæmið tilskipanir sem að hefur fjölgað frá ári til árs frá Brussel. Það líkið þessu við hjónabandi, jafnræði með hjónum við giftingu, það búið að laga sig að þessu og hinnu, koma upp stofnunum og eitthvað svona jafnréttisráði, samkeppnisstofnunum og öðru. Hörðu, svo byrja ballið. 30 árum síðar, þá erum við með 650 tilskipanir á hverju einasta ári sem að þarf að prósessera hérna og fara fyrir nefndir og allt þetta. Og ef við gengjum inn í Evrópusambandið væri það 2100 tilskipanir. Það ekki nema 80 ný lög frá íslenskum þingmönnum á hverju ári sem eru afgreidd. Við erum með 63 þingmenn hér, þeir eru með 720 í Evrópu. Við erum með 100 embættismenn hérna í þessu, þeir eru með 30.000. Þannig að það mikið ofurefli við að etja og ef við ætlum að ganga dýpra þarna inn þá erum við bara, þá þurfum við að fjölga þingmönnum bóstalega til að geta tekið alla tilskipanir. Það svolítið fyndið, ég var nú að lesa bara Mokkan í morgun og sem sagt, það náttúrulega verið að tala, það staksteinar, það Evrópusambandið. Og orðfærið, retorikinn í sambandi við Ísland og Evrópusambandið hugsanlega aðild algjörlega eins og klippt og skorið upp úr málflutningi vinstri sósíalista NATO eða Keflavíkursamningin. Keflavíkursamningur 46, það var bara verið að selja landið og allt sem við höfum barist fyrir sjálfstæði og svo framvegis, það bara farið út í buskan. Við tala nú ekki með NATO-aðildina. Og þetta bara snúist við. Nú er það þeir sem að vörðu og töluðu fyrir því að við ættum að vera í sér nánust og bestu samstarfi og félagskap við lýðræðisþjóðirnar, nágrannaþjóðirnar í kringum okkur. Nú sjá þeir bara svart þegar að mistir Evrópusambandið. Við verðum að fara að hætta þessari samkomu. Það er uppklapp, að Evrópusambandið og NATO hafa hvort ekki að höfuðstöður í Brussel. Þannig að þegar sjálfstæðismenn koma til Brussel, þá fara þeir inn og hitta fulltrúa Frakklands og Þýskalands og Svíþjóðar og Danmerkur og svo framvegis og Spánar. Þetta eru vinir okkar lýðræðisþjóðir og okkar nánustu samstarfsmenn. Svo fara þeir yfir göttuna í Evrópusambandið, þá þetta bara stórhættulegt fólk, fulltrúa sömu landa. Og þetta bara heimsaldar sinna, þeir vilja vaða yfir allt og alla og svo framvegis. En ég held að það sé nú bara miðað við bara þær blikur sem eru á lofti í alþjóðapólitíkinni, þá held ég nú að það sé alveg gott fyrir okkur að fara að hugsa vel og vendilega hvar við ætlum að taka okkur stöðu og hvar við eigum heima og hvað eru það ekki einmitt okkar næstu nágrannar eins og Norðurlöndin og Evrópu sem að við bara beinleinis tilheyrum ef að út í það farið. Við erum í góðu sambandi við de nordiska vernar og evrópska efnahagssvæðið okkar. Við viljum sterka mynt. Og við erum að taka upp mjög einbeitta umræðu og samráðum það hvernig við getum komið okkur í sterkar stöðu að mynt sem kostar ekki svona mikið með Íslands álægi í vöxtum og öðru. Án þess að þurfa að taka allan pakkan borð til viðbótu við það sem þau eru þegar búin að taka. Því að það nefnilega gallið með Evrópusambandið þessi Evrópufrekja að heimta við sitjum á stöndum eins og einhverjum grískum skriffinnum og þóknast eða spænskum eða ítalskum sem aldrei komið hingað. Ef þú tala við danska stjórnmálamenn eða hollenska eða franska, þá upplifa þeir þetta ekki svona. Nei. En við verðum að enda þetta hér en það verður örugglega Evrópumálin verður á dagskrá eitthvað síðar. Já, við getum komið bara eftir klukkutíma aftur. Já, og byrja að tala um Evrópu. En það Ernindaradóttir, Einar Kárason og Jakob Frímann Magnússon. Takk kærlega fyrir að vera hérna. Takk fyrir vatnið og kaffið. Og við vísum yfir í næsta lið. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, það komið að leikhúsi, ég fór í Borgarleikhúsi þar sem að Gaflarleikhúsið mætt með gamanleikrit, íslenskt gamanleikrit, nýtt íslenskt gamanleikrit. Og þau eru hingað komin
Vigdís Halla Birgisdóttir sem leikari, Björk Jakobsdóttir sem leikstjóri og meira að segja leikhússtjóri líka og Óli Gunnar Gunnarsson sem leikari en tekur líka þátt í að búa þetta til. Já, handritshöfundur ásamt tveimur öðrum leikurunum, Arnóri og Ásgrími. Já. Herðu, og þetta svona sérstakt, kannski fólk viti það, að þetta áhörfundur horfa á leikritið að utan fyrir helmingurinn og setni helmingina innan, ég veit ekki hvort eitthvað skiljið þetta. Þetta mjög erfitt að útskýra þetta. Við komum eiginlega upp með það síðan og endarum þetta væri svolítið eins og þetta væri fótboltavöllur. Það skipti í hálfleik. Það skipti í hálfleik, þannig að þú byrjar öðrum megin. Þú sér bara annan leikinn. Já, þú sér bara annan leikinn í einu. En það ekki tilvíljun, Björk, að svoleiðis ekki hort á fótboltaleiki. Nei, ég veit. Ég fatt að leið, ég sagði þetta, ég bara... Þetta hljómar ömurlega. Við hugsaðum, af hverju ekki? Þú veist ekki hver staðan þú sér bara að það skorað einveginn, þetta bara geggja koncept. Já, þetta sem sagt tvisvar sinnum 100 manna salir og þú byrjar annarkvort úti eða inni. Það leikið, verkið í gegn sem svona cirka klukkutími. Og svo þetta farsi sem hurðirnar. Og leikararnir leika á báðum sviðum á sama tíma, þannig að þau að leika inni og svo bara faraðu út og þá þau komin í aðra senu og einhverju sem úti fyrir inn og hann komin í aðra senu þar, svo kemur bara hlé, allir fara og fá sér eitthvað gott í gogginn eða kaffi eða eitthvað og svo bara skipt og þá sérðu sama leikritið nema hvað þá gerist. Ef þú varst inni þá sérðu hvað gerist úti og ef þú varst úti þá sérðu hvað gerist inni og þá púslaru leikritinu saman og svo kemur einn endir þar sem við opnum allt og leikum bara einu sinni. Var þetta betra en fótbolta? Þetta var mjög miklu betra. Ég myndi sleppa á þetta. Þetta hefur verið gert áður eitthvað. Já, vissulega. Meira í Hafnarfirði. Já, og leikstjórinn okkar, Björk, hún lék í því í den, í Himnaríki. Kannski ég taki þennan bolt og svo skal ég leyfa ykkur að tala því að þetta var semst 1993. Nei, minnir það já. Þá setjum við leikrit sem heitir Himnaríki og það var nú eiginlega byggt á hugmynd sem að ég fekk út í Frakklandi og þá fór ég og sá leikrit sem að gerði svona, þetta var veitingastaður með 2 vangjahurðum og svona ílöngum glugga, þannig að þú sást svona að takmörkuðu leiti hvað var að gerast hinum megin og ég hugsaði, ég fekk svona þráhyggju. Af hverju förum við ekki alla leið með þetta og leikum á sama tíma beggja vegna inni og úti og kom heim og fór í kaffi til Sóleyjar Elíasar sem að bjó í Hafnarfirði og við fórum að fabulera með þetta og úr verður að menn okkar koma með okkur í þetta og það verður til Hafnarfjarðarleikhúsið og við fáum svo Árna Ibsen til að skrifa inn í þetta form fyrir okkur og hann gerir algjörlega frábært verk sem að sló alveg í gegn. En svo bara 30 árin setna, mér var alltaf langað til að gera þetta form aftur og það var tvennt sem ég langaði, það var mér langaði að gera formið aftur og jafnvel fara aðeins lengra með tæmingahættuna og svo náttúrulega leikrit ungt fólk sem 30 ára gamalt, það bara orðið deytað. Þannig að þess vegna vildum við skrifa nýtt og við vildum svona aðeins þenja formið meira, þannig að ég myndi segja inn- og útkomur og svona tæmingarhættan sé örlítið hærri í meiri farsi. Já, en hún vil ekki svona fessa sig við farsa. En eitthvað sem að fer út dyr og inn dyr, það farsi. Ég reyndar svona, ég hef alltaf... Og þið eru með 2 þrjárhurðar. Já, að vangjafurinn. Þannig að þetta íslensku farsi, en kannski ekki með þessum formerkjum, þegar ég hugsa farsi þá hugsa ég eitthvað svona ástand einhvern veginn sem að fer ekki neitt. Það sem kannski dregur einhver leiti úr farsa elementinu náttúrulega að það eru mónalokar inn á milli sem svona sem kannski, þar ferður kannski aðeins svona hefðbundnara leikhúsform þar sem þú ferð að sjá innri hugsanir karaktera sem svona tempo farsar kannski leyfa ekki oft. Þetta er sem þú komið til tals að þetta form, svona þessar aríur, þetta er eiginlega óperan ætti að koma aftur, hendi einhvern veginn okkar tíma, þetta innra tal sálarinnar sem kannski bara svona skrifið á Facebook eða eitthvað svona sem við svona rópum okkar innri mál út í tómið og það eru svona aríur að fá alla persónunar aríu, eða ekki? Jú, nema Ráðherrann. Hann náttúrulega eina aukapersónan. Já, akkurat. Hann kannski ætlar þarna aðeins að byrja. Já. En kannski kemst ekki alveg að. Kemst ekki alveg að. Við ætluðum fyrst að
leyna ráðherranum bara, leyna ráðherranum alveg... Já, og ætlum við bara ekki að hafa hann í leikskráðu, Nei, og bara hafa bara einhvern random aðila sem bara birtist og... Við vorum jafnvel að hugsa að skipta þessu á milli ólíkra leikara, en svo kom það í ljós að þetta var það stórt hlutverk og tæmingarna svo gríðarlegar að við hefðum ekki gert annað en að æfa eins. Og ekki allir leikið það eftir sem hann gerir. Nei, getum aldrei leikið það eftir. Síðan kemur Benedikt Gröndal og hann bara það góður að við bæði stækkum hlutverkið hans, setjum það í leikskrána. Benedikt Gröndal. Jú, þú bara, ég var að taka betur þetta. Einmitt, og já, við settum það í leikskrána og líka bara, gleymdum þeirri hugmynd að djögla þessu á milli einhverja mismunandi leikara, því að hann var bara standa sína plikt svoleiðis. Það þarf að búa til gamanleikrit ungt fólk í dag og þá þarf maður að þekkja ungt fólk líka. Já. Og það ungt fólk sem skrifar þetta. Og það eru svona hvað heitir það, svona týpur af fólki þarna? Já, vissulega. Erketýpur eða? Er þetta spurning? Já, þú veist, það er raðað upp þetta svona, ég veit ekki, einu sinni var ég 36 ára eða 34 ára, ég maður ekki, áttu að sjá úlingablað sem heit Fókus á tíma. Og þá sagði ég við krakkana sem unnu þar, þið verið bara að búa til svona landakort yfir ungt fólk fyrir mig, svo ég veit ekki hvað það er. Hérna eru svona íþróttagæjarnir og hérna eru nördarnir og hérna er svona MH-liðið og tekna þetta fyrir mig. Það lítur að það er eitthvað svona í þessu, að því að þetta eru mismunandi týpur og tákmynd fyrir ungt fólk. Já, vissulega, ef við vorum að skrifa handritið, til að byrja með, og við vorum að fjalla dálítið hamingjuna og hamingjuleitina og við vildum einmitt svona, fyrsta lagi vildum við endurspegla nokkra týpur sem við sjáum í kringum okkur bara í dag, þú veist, við erum að tala unga pólitíkusinn, mér líður eins og svo margir á mínum aldrei eru komnir í pólitík og þetta þú veist, sem mér fannst vera svo langt í burtu frá mér, bara fyrir nokkrum árum og síðan ertu með einmitt áhrifavaldar, það eru allir orðnir áhrifavaldar, það eru allir orðnir hvað sem er svona lífþjálfarar, markþjálfarar með svari við öllu og allir með ADHD eins og þú? Já, einmitt, eins og persónaði fyrir ekki? Einmitt, með Krissa var, þú veist, þá vildi ég einmitt endurspegla týpuna sem ég sé sem var manneskjan sem drekkur allt í sig, bara alla allt sem að manneskjan fær á algoritmann sinn drekkur hún í sig og reynir að breyta sér samkvæmt því og ég fór bara í einhvern algoritma rússibanna og niður einhverja kaninuhólu og ég endaði bara á einhverju, þú veist þetta var svo sorglegt, þetta var svo innantómt karlmanns byggt á karlmanns ego. Þú finnur til með persónuðinni? Alveg hrikalega út af því að mér finnst mjög margir ungi strákar svona, burtsér frá já, þetta er aðalega efni sem þeir fá, algoritman og það er svo mikið í algoritman sem er að pota í karlmanns ego og þú ert ekki karlmaður nema þú sért svona og þú ert ekki hamingjusamur nema þú sért alvöru karlmaður og að hamingjan þín byggist bara á peningum og allt snýst gróða og karlmennska byggist á gróða og þetta var svo það var, og þess vegna er til dæmis Arya karakter míns er byggist á gróða, hann talar bara að hann þarf að græða pening og bara mismunandi leiðir til að græða pening og það var bara eitthvað sem ég tók sjálfur frá. Verður að fá success og eini mælikvarðin á success eru peningar? Hvað segirðu? Verður að fá success og eini mælikvarðin á success í okkar samfélagi eru peningar? Akkurat. Og það bara slá í gegn og verða ríkur. Einmitt, þannig að þú veist, ég held að týpunar voru allar byggðar á einhverju fólki sem var svo mikið að reyna að ná success, reyna að ná velgengni, reyna að ná hamingjunni hvort sem það er með velgengni eða gróða eða stuðahækkun eða followers og það sem kom líka í framhaldinu því var að þetta fólk er allt með dálítið silfurskeiði líka þú veist, náttúrulega fæðist í ég náttúrulega lærði leiklist í Englandi
þar sem hvert einasta leikrit fjallar stéttaskiptingu. Þannig ég var kannski með það líka. Það er ekki mikið, við nú líka fjallaðum hér hvað fátítt að sé stéttaskiptinga á íslensku leiksviði eða íslensku bíómyndum. Það einmitt aðeins minna svona það fyrst mér. Það helst þegar að vera það sem ungt fólk kemur að því ég held að sér auðvitað þannig bara að húsnæðismarkaðurinn hafi afhjúpað stéttaskiptingu á Íslandi fyrir ungu fólki en fólk á mínum aldri og þínum aldri. Sjáu það síður sko. Við lifum ennþá í blekkinguna þetta sé allt saman svo jaft. Ég held líka að og ég leyfi mér kannski að giska núna, en til dæmis stéttaskiptingin í Englandi svo drastísk út af því að hún hefur byggst yfir svo ógeðslega langan tíma og það það sem fólk kallar old money, skilur, það þegar fjölskyldan er búin að eiga þennan kastala síðan 1700 og súrkál og svona Ísland er náttúrulega aðeins kannski minna yngra samfélag en það. Kvótagreifinur okkar eru bara kannski 1-2 kynslóðir meðan að landeiganda aðallinn í Englandi eru kannski 10-20. En það eru 2 karakter hérna sem eru börn forsætisráðherra. Það er semst Krissi og ungi pólitíkusinn. Og svo er náttúrulega þú leikur meðvirku típuna. Þókni, ég veit ekki að kalla þókni. Já, þóknin. Já, rosa þóknin. Ég er þóknin. Alveg flug. Þú veitir aldrei geta sagt nei við neinu sem við segjum. Hún er þóknin. Þannig, hvernig þíns? Já, hún er það er svo sem kemur ekkert beint fram í leikritinu en af því þeir að tala stéttaskiptingur og svona og þannig hún í sambandi, ég að leika stelpu eða konu sem heitir Þórdís. Hún er alveg svakalega meðvirk og hefur svona svolítið, hún í sambandi með Hrafnhildi sem er dóttir forsætisráðherra og er sjálf pólitíkus. Þær eru búin að vera í sambandi í svolítið langa tíma og hefur valið sér eitthvað sem er með yfirgang og frekju eins og þóknar gera hérna. Já, og ég held að henni hún kann að vera í því hlutverki þar sem hún er undir og þetta er kannski svona á hennar, það eru tímapunktur í hennar lífi þar sem hún er svona búin að átta sig á því að hún er eiginlega búin að festa sig og en hún er ekki með færnina í að losa sig á einhvern hátt sem að væri eðlilegt. Hún er bara ekki með neina færni til þess. Þess að eins og þóknar þau vilja allir sér glaðir. Já, hún vil allir sér glaðir. Ef þú þarf að gera eitthvað sem gerir ekki alla glaða þá bara gerir ekki neitt. Og hún meinar alveg svakalega vel og hún meinar alveg svakalega vel með öllu sem hún gerir en hún er rosalega skökk í hún er, þegar við vorum að byrja að skoða handritið ég var að byrja að skoða handritið og svona að þá fannst mér hún vera bara skrifuð sem bara einhver engill skilurðu og handritið hefur náttúrulega breyst alveg svakalega mikið gegnum æfingar og svona. Við fórum í smá tókum handritið út á golf í apríl síðastliðin. Þróuðum það vel. Þróuðum það aldrei með leikunum. En síðan, já, eins og ég segja, þá hefur bara þróast svakalega mikið handritið og farið úr því að hún er að halda svo mikið af upplýsingum hjá sér að hún er náttúrulega svakalega skökk sjálf. Hún er að beita, hún er getur mæla sagt að hún sé bara í ofbeldissambandi, andlegt ofbeldi, svona þannig. Á fyndirmáta. Á rosa fyndirmáta. Og bara á skemmtunátt. Nei, en hún er alveg líka að beita ofbeldi. Það er alveg þannig. Hún er alls ekki saklaus í meðvirka fólki þetta er allt gott leikhús byggist á kynlífi og ofbeldi. Þetta er það sem leiklistarkennari minn sagði í Englandi. Jesús, við slepptum nú kynlífi. Þetta sagði Árni Þórarinsson ritstjóri í Galanda þegar fólk var að fara að taka viðtöl að það er kynlíf, trúarbrögð og brennivín held ég sem áttur að spyrja en við langaði aðeins að koma inn á bæði með í fyrsta lagi það að við vorum mjög meðvituð þegar við vorum að skrifa þetta, það voru 3 ungir karlmenn að skrifa þetta og það var bara því að á þeim tíma var bara ekki á lausu kvenhöfundur inn í þetta, hún var bara þær voru uppteknar við annað
þannig að við vorum mjög meðvituð að þetta þyrfti að fara í þróun og leikonur þyrfti að koma mjög stíga verulega inn, þannig að þetta myndi ekki enda með 3 djúsi kalluturkum og steingeldum kvenpersonum. En það reyndi að koma nú alveg óvart að mér fannst þetta ekki vera, en þetta var alveg áhyggjur sem ég hafði, að þetta væri of kynbundið, þarna væri bara strákar að skrifa, en þannig að stelpurnar stigu svolítið vel inn og fengu að hafa svona mikið að segja sína karaktera og svo kannski annað sem að ég legg alltaf áherslu á að það að koma inn í líf karaktera á ákveðinni ögur stund og allir þessi karakterar í leikritinu, af hverju ákveðu að segja sögu þessa fólks núna en ekki á morgun eða í seinustu viku og hún til dæmis, Þórdís sem að Vigdís leikur, hún er bara búin að frétta það og hún er komin inn í mjög virtan skóla í sjávarlíffræði, þannig að það er svona hennar moment að nú þarf hún að taka þessa ákvörðun og mögulega stíga eitthvað skref. Hann er með verulega mikilvæga sendingu sem hann þarf að koma á Bolungarvík, áhrifavaldurinn er með pressun að komast yfir 20.000 followers og svo framvegis, allir eru einhvern veginn standa og þetta gerist áramót og það er þessi tími nýrra markmiða og það allt saman og það kannski gerir þetta kvöld svona aðeins stærra heldur bara hvaða kvöld sem er. Og þá byggir upp spennu og út úr því eru tækifæri til þess að búa til hlátur. Algjörlega. Og við getum ekki rætt það annarkvort hlær fólk eða ekki. Það er ekkert að diskutera það. Það er ekkert að koma tilbaka og segja bara já, hann var ofsalega hlustandi salurinn. Annarkvort var hann. Og fólk hlær. Já, og fólk hlær og það hlær bara. Það er hlustandi. Já, en mér finnst, og ég lagði áherslu það, mér finnst að skipta gríðarlegu máli í farsa að það séu alvöru persónur. Að við reynum að vera með alvöru persónur og við séum ekki að heimta hlátur frá fyrstu mínútu, heldur leifum því að byggjast aðeins upp. Og við reyndum að leggja af stað með það að þó þetta sé að sjálfsögðu gert til að skemmta að þetta séu samt persónur sem fólk getur speglað sig í. Já, að fólk hlær út af því að það ekki persónunar. Já, svolítið þannig. Og svo eru þessi stuttu aríur sem er mistur enda skemmtilegar orð heldur mónologar. Þeir eru síðan gerðar til þess að veita pínu innsýn, þetta eru bara 2 mínútna mónologar og eins gert til þess að aðeins að stilla af því þetta er mikið tæmingar. Ég ætla bara að segja masterpiece. Já, það er eitt sem maður hugsa sem árað er hvernig hvaða skinnbræða því að skipti máli hvernig þú kemur inn. Já. Ekki bara það sem þú ert inni, heldur líka í tengslu við það sem þú heyrir ekki að sérð, eða hvað? Já. Hvaða skinnbræði notum við mest? Já, til þess að vita það. Innsæi. Já, þetta er náttúrulega bara svakalega æfing. Þetta var æft og æfingarferðli var rosa mikið æfum sem segja, heyrðu, hún er orðin 10 sekúndum of löng, förum tilbaka, nú erum við búin að stytta hana of mikið með þessa, þetta var alveg svakalegt. Við æfðum fyrst náttúrulega án þess að vera með vegg. Já, þannig að þá vorum við bara í Fuglabjargi. Fyrstu vikurnar, Þau voru svo lost greiðin, þau voru alveg týnd. Þetta þarf að byggja það upp, þetta er svona mörg atvik sem ég býst við að sé bara eins og að gefa sending út í hornið og treysta því að hornamaður sé búin að stökkva í teig. Já, þetta er svolítið þannig, en þetta var svakaleg æfing, síðan eru nokkur stundum heyrir maður einhver bankar í hurðina hérna og þá veit maður að þau eru sirka hérna og eitthvað svona en ég myndi segja mestmegnis er þetta bara æfing og tæming. Þetta er æfing og síðan bara einmitt in the moment. Tröst og hópnum myndi halda. Já, og líka bara gisk. Maður er náttúrulega búin að æfa það þannig að maður er alltaf að giska svona slumpa á réttan tíma en stundum er maður bara, ég ætla bara inn núna og ef þau eru ekki búið með sinuna þá er það bara þeim að kenna. En síðan er það oftast þannig að maður er bara samkvæmt innsæðinu þá kemur maður akkurat inn á réttum tíma og bara tæmingarnar verða betri því oftar sem við sýnum þetta. Tæmingarnar reddast og svo náttúrulega erum við með ákveðna reglur skiluru að það er til dæmis en það er lítið reynt á þær af því að tæmingarnar eru bara 99,9 en reglurnar eru þá að ef hann kemur og snemma inn þá erum við kannski með seinustu 4-5 setningarnar sem skiptir ekki öllu máli og þá startast ný sena með leikarunum sem kemur inn og þessar 3-4 setningar detta út. Hvernig getur þú gert það að síðustu setningar setja ekki máli að því að maður halda þá eru þau bara komið að einhverju næstu punchline eða eitthvað? Ef þetta er farsi. Þá erum við bara búin að færa kannski kjötið í senunni. Pæsum að upplýsingarnar komi að upplýsingarnar glatist ekki. En það gerðist alveg þannig að kannski endaði senan á einhverju svona kjötupplýsingum. Ef við förum bara í svona hvað sem er tæknilegu atriðin á handritavinnunni þá er það skilur síðan manneskir á það til að koma inn kannski aðeins fyrr þá bara færi við kjötið í senunni mikilvæg upplýsingarnar fyrr
og síðustu setningarnar eru þá bara svona, þú veist, þeir bæta kannski smá við en ekkert eitthvað svona mikilvægt. Já. Eru kannski alveg skemmtilegar upplýsingar en ekki nauðsynlegar. Já. Herðu, ég fer svolítið mikið leikhús út af þessari vinnu og ég skipti svona á milli af því að það er ekki alltaf gaman að fara einn í leikhús. Það er mjög ekki snudd að fara einn á gamanleikrit. Nei. Þannig að dóttir mín kemur með mér en hún fílar ekki leikhús. Fyrst að vera innilokuð og einhverju sem hún skilur ekki eitthvað sem inn á sviðin en ég er svona hægt að býta Akkurat markhópurinn okkar. Já, ég er hægt að býta að reyna að ná henni tilbaka og hún var mjög ánægð með sýningu sem var í Bæjarbíói í Hafnarfirði, messa Nauðbeygð messa nýrra tíma. Það sem að hluti af leikarahópnum var í, hún var mjög ánægð með það, þannig að ég fekk hana til þess að koma á þessa sýningu og hún var rosa ánægð með þetta vegna þess að þetta er leikhús sem hún kannast við persónunar, það er ekki svona of langt fyrir ofan hana í aldri, þetta er bara svona TikTok kynslóð ykkur sem að, ég meina hún þekkir þetta allt saman og henni fannst þetta var bæði mjög skemmtilegt verk og hann fannst vera boðskapur í því eins og henni fannst með messuna sem er svona áminning til þessara kynslóðar að hún sé eitthvað búin að tapa sér og týna sér. En gaman að heyra það, skilaðu þökkum. Þannig mér veist að vera meira áreiðandi að segja hvað henni fannst, þetta er hvað mér fannst. Já. En það er einmitt ákveðin svona náttúrulega hamingjuleit í báðum sýningum. Já. Mér finnst mjög mikilvægt að mér finnst það gríðarlega mikilvægt í dag að skrifa fyrir ungt fólk og við þurfum að skrifa aðgengileg leikrit fyrir ungt fólk bara af því að það er að verða svona, meðalaldurinn er að hækka svolítið og í leikhúsinu og við þurfum að finna einmitt þessa nýju kynslóð og hún þarf að hafa gaman í það að koma, hún þarf að geta speglað sig. Það er komin bara... Það verður náttúrulega að vera hann í leikhús eða maður mæti á leikhús og þekki heiminn sem er hann uppi. Já, það verður bara eiginlega að vera þannig. Hvað er þetta þá ef þetta er ekki? Já, og líka þess vegna yngri kynslóðin líka farin að hugsa miklu hraðar. Ég meina þessi langa uppbygginga sem allir fyrsti þáttur fer í að kynna karaktera, viðst bara kynslóðin þeirra bara hugsar ekki þannig lengur. Þannig, en auðvitað er leiksýningin alveg fyrir alla, veist að því við þekkjum öll börnin okkar og allt það. Það voru fólk sko eldri en ég hérna í salnum. Já. Og það hló mikið, því ég horfi svolítið á salin svona. Já. Hvað með þig? Hlóst þú? Ég hlæ svona, jú. Ég er ekki svona, ég hlæ ekki Óla Ragnar Grímsson, ég slæ ekki á lærið og hlæ. Nei. Eins og Ómar Ragnarsson. En hló stelpaðinn? Já, en mér þykir mikilvægt bara líka að þess vegna leggjum við svolítið áherslu á það í Gaflarleikhúsinu að reyna að rækta nýtt sviðslistafólk, nýja höfunda og við þurfum líka að passa okkur þó að við styrkjum jaðarhópan og allt það, þá verðum við líka að styrkja aðgengilega leiksýningar fyrir ungt fólk. Það er bara mín bjargfasta trú til þess að ná unga fólkinu í leikhús. Að þá finnst mér bara skorta verk sem speglar á skemmtilegan, alþýðlegan máta unga fólkið. Það er bara mín skoðun. En salurinn hjá ykkur, hann var svona ungur en hann var líka svona alls konar fólk. Hann hefur verið bara mjög blandaður. Og salirnir eru mjög ólíkir. Kortasýningar í Þjóðleikhúsinu þá er þetta svona gammalt. Það er allt annað publikum í Tjarnarbíói heldur en í Þjóðleikhúsinu. Já, þetta er rosa skrítin sýning til að sýna hvað þetta var þar. Og því að stundum hefur það gerst að þú ert bara með einn sal sem er einn ákveðin aldur. Það er bara ungt fólk einum megin og eldra fólk einum megin og þá verður svo svakalegur munur. Það er eins og sért að leika bara í tveimur, þetta er svo skrítið í heilan. Ég fann þetta þegar ég var að leika á sínum tíma þegar út með ólíka sali og kemur alveg En það hafa allir gaman af Ég heiti rúmlega nýræða konu bara rétt eftir við frumsyndum við fórum vinkonarnir, búin að fara í 50 ár saman og þetta er bara svo æðislega skemmtilegt En það er svona að segja við hlustandi salur það eru bara mjög margir líka sem ég hef hitt sem ég þekki líka sem segja bara kannski eins og þú sem svona hlæja ekkert mikið upp átt í leikhúsi Þú veist, það og síðan eru aðrir sem mæta og eru bara mættir til að hlæja og bara frá fyrstu senu bara garga á fremsta vekk sko. Þannig að það eru mismunandi salir sko. Já, þá getur líka mynd að skekkja þegar þessi staðverðanu hláturspúkar eftir hálfa hvítinsflösku eru bara að byrja frá fyrstu mínútu Já, því að svo er það, ef það lengist vegna hláturs
einum einn inni og þannig kannski aðeins að hlæja minna sem úti að þá komið sko, þá þarf þetta að finna líka rosa erfitt að halda áfram með leikrit þegar að salurinn leifir það ekki Já, það bara stemming En þetta svona eins og dóttir mín kallaði boðskap, ég veit ekki hvað það sé það þetta eru fjallað hamingjulit Nei, ég veit ekki hvað það er kallað boðskap Já, ég segi boðskapur Já, boðskapur En mér finnst það vera boðskapur Og það er svona afvegaleita hamingjulit Þið að finna það Já, þú veist, þetta er náttúrulega kannski, þú veist, eins og ég segi í mínum mati, sem handritshöfundur þetta er ekkert að finna upp hjólið og þetta er, skilur að leita að hamingjunni Pursuit of Happiness, þetta er náttúrulega bara svona mjög gamalt þema þetta er náttúrulega í kannski nútíma búning með öllum þeim þú veist, símum og tíðaröndum sem eru í gangi núna það sem já, þannig að þú veist einmitt boðskapurinn er náttúrulega að hamingjan er líklegast ekki við enda regnbogans kannski erum bara fyrir aftan þig í litlu hlutunum kannski Keflavík en sko ég upplifi mjög mikla sko vera að vinna mikið með veist þetta er nú ekki fyrsta verk sem ég vinn með ungum höfundum þeir hafa skrifað 3 verk áður sem við höfum sett upp og en ég bara upplifi það í samtali við ungt fólk þegar við erum að skrifa saman eða veist þau eru að skrifa og ég er að dramatúrg með þeim og svona að það er mikið talað hamingju og það er mikið lagt upp úr því og þú þurfir að vera hamingjusamur og upp á persónulegri hamingju og mér finnst þetta að vera orðið þannig að þetta sé hálfgerð hamingjupressa þú þarft að vera í sífelldri sjálfskoðun að hvort að þú sért nógu hamingjusamur fyrir lífið Já, mér finnst þetta að vera sko einmitt pressa við að vera hamingjusamur en mér finnst þetta að vera sko alveg svakalega mikil pressa á ungu fólki að vera búin að finna út úr lífinu það er að vera búin að finna út úr lífinu áður en þú ert 25 ára Þú verður að velja þér feril Þú verður að velja þér feril og búin að finna sjálfa þig líklega búin að finna sjálfa komið með, þú veist, þú verður að vera komið með íbúð og áttu ekki bíl Ertu ekki komin í fast samband fyrir lífstíð? Já, ertu ekki skráð í samband og en það er aðalega þetta, þú veist, að þú verður að vera komið með sett markmið ertu ekki komin í nám, ertu ekki komin áfram ætlar að fara að skipta núna mér svaka svona heyrðu, þú fórst í viðskiptafræði akkur ertu að taka bachelor í einhverju öðru það er svona þú verður að vera komin áfram og það fólk fær svo mikla ég upplifi það að og á sama tíma ertu með allt þetta á netinu, alla þessa aðila sem að pósta þessum hamingjustatusum, hvað allt gengur rosalega vel og á sama tíma er líka fá þér markþjálfun, skilur, findu hamingjuna, veist, þú ert ekki, veist, fáðu lausnina núna, farðu í kalda pottin og svo í sjósundi svo markþjálfin veist, kemur með þessi innan tómu hamingjuráð og þegar ég var ung var svo sem alveg þessi sama pressa, finna sér feril og allt, en ég var ekki með enda lausa hamingjustatus á Facebook fyrir fram að mig á hverjum einasta degi og fólk sem var búið að segja mér hvernig lykillinn að haminginu væri og hvað ég þurfti að gera, skilur þannig að mér finnst þessi pressa hafa aukist. Ég held að ég mitt að, þú veist, síðan á endanum á þess að náttúrulega gefa neitt upp sko varandi leikritið, en ég get sagt, ég held að við gefum eitthvað lausn á hamingju vandamálinu nema kannski bara það að, þú veist, manneskjan sem allir hafa áhyggjur af er mögulega kannski á besta staðnum þökk sé bara nægjusemi og þökk sé því að vera ekki á hlaupum og eftir einhverju þannig að en við gefum aldrei upp hvort að það sé endilega lausnin en það veit það náttúrulega Við komum inn á dreifbýlisfordóma heldur betur líka 101 Reykjavík er einhvern veginn nafli alheimsins en hann er líka eini sem kannski tilheyrir myndi ég segja ekki þessari efsustjætt heldur hann er bara, ég myndi segja að það væri kannski smiðjustjætt Þórdís er ekki efstustjætt Hún er búin að gifta sig inn En ég nefndi þetta með þessi dóttur mín sagði, þetta væri skemmtilegt og svo var ég boðskapur af því að ég man í aðdraganda kosningana
að þá kom svolítið sterkt fram að það var að fjalla þegar flokkarnir voru að reyna að tala við ungt fólk því að þú ert að tala að búa til leikhús fyrir ungt fólk og þá komur ljós að ungt fólk nennir ekki einhverju vitleysu ef við ætla að ná sambandi við okkur þá verður við bara að tala eitthvað að viti þetta voru svona skilaboð sem komum frá mörgum flokkarnir er ekkert hlusta á það og reynda að vera bara fyndnir og skemmtilegir og tala niður þannig að það var út af þessu sem er að nefna þetta ég held að ef það er að búa til leikrit fyrir ungt fólk þá þýðir það ekki að þú ætti að leggja frá þér sko að þetta skiptir máli það sé mikilvægt og því ekki með Jú, og ekki með eitthvað svona við erum stundum þannig við gamlaði fólki að ef við skrifum eitthvað fyrir ungt fólk þá er það eitthvað með ofbúðslegri forvarnar áherslu eitthvað svona að lesa þeim pistilinn svolítið sko, þú skalt ekki þetta gera þannig að ég ofta hvernig svona, þú ætti ekki að vera í símanum notaði smokkin, ekki vera í símanum ekki það samt að við ættum að endilega setja okkur sömu standarda og stjórnmálaflokkar landsins varðar að vera háalvarleg sko, út af því að við náttúrulega við viljum líka að svo miklu leyti bara sem ungt fólk við viljum líka gefa fólki náttúrulega bara ánægilega kvöldstund það sem það er þess virði að gera sig fín og mæta í leikhús og sína sig og sjá annað fólk Segðu mér eitthvað sem er áhugavert og mikilvægt gerðu það á skemmtilega hátt ég held að það sé skilabóðin sem líka til stjórnmálaflokkum það er ekki að biðja Halldór Ásgrímsson bara born again eitthvað Herðu, Gaflarleikhús, akkur eru þið í Borgarleikhúsinu? Okkur eru þið ekki í Hafnarfirði? Já, við mistum húsnæði, það var bara enn eitt húsnæði sem var selt undan sviðslistum til þess að búa til hótel. Þannig að við erum bara húsnæðislaus í augnablikinu en vinnum hörðum höndum að því ásamt Hafnarfjarðarbæ að finna lausn og framtíðarhúsnæði og bara dásamlegt að Borgarleikhúsið bara opnaði faðminn og við erum búin að vera með 2 sýningar þar núna þennan leikvetur sem hafa báðar gengið mjög vel. Það var jólasýningin með Gunn og Felix og svo tóm hamingja þannig að við bara þakka Borgarleikhúsinu því að núna skiptir gríðarlegu máli að missa ekki leikhússtarfsemina niður af því að þá er þetta bara búið og enn eitt sviðslistahúsið er horfið. Þannig að núna er bara okkar vinna að halda merkjum leikhúsins á lofti og við reynum bara að leggja til Hafnarfjarðarbæjar þá leiklistarkennslu og ýmislegt annað samfélagslegt. Myndu ekki vilja að fá leikhús í Hafnarfirði? Algjörlega, það er það sem við vinnum að og vonandi fyrst eitthvað bara millibils ástand, það tekur kannski 1-2 ár og þá vonandi eitthvað lítið krút þangað til en það er komin starfshópur nefnd sem er að vinna að framtíðarmálum varðandi einhvers konar listahús hvort sem að það verður menningarhús eða leikhús eða hvað sem þá er þetta komið í ákveði ferlinu þetta tekur svona tíma. Gæti verið tilbúið svona 2060 svona með við Landspítalann En það er líka hægt að hugsa hlutina bara á svona ráu formi sem hentar leikhúsi mjög vel og tekur kannski bara 9 mánuði handboltatal, kílum á það Já, við erum ekkert að tala um milljarða það er hægt að gera helling og röftöf leikhús passar vel í skemmu segi ég bara Mér finnst það að verið talað um meðal myndlistamanna að það er eiginlega aldrei verið færri svona listamannarekin sýningasalir það hefur svolítið verið bent á að sko, tónleikasalinir þeir bara búm hverfa fætur öðrum minna tækifæri og við erum með hennan risasal í Hörpu og ef við ætlum að fóðra hann af íslenskri tónlist þá þyrftum við að hafa 2 750 mannasali og 4 500 mannasali og 10 250 mannasali og 25 100 mannasali og 50 mannasali en við eigum þetta ekkert Nei, þetta kemur náttúrulega stór skip og ég hef meirist að vera að hugsa um þetta þegar ég fer í Tjarnabíó sem er náttúrulega merkilegt fyrirbrigði að salurinn þar er það ætti að vera annað sviðar sem að taki kannski bara svona 70 manns var ég svona meiri nálæð og svona því að salurinn er svolítið djúpur og hár upp sko, ég hef ekki trú að vera erfitt að vera til þess með innleik að negla upp í efsta seti. Já. Kannski fáum við í Hafnarfirði 80 manna sal. Já, þið eru að missa sali og að eitthvað leyti. Já, og ég er búin að vera að vara við þessu, ég er búin að horfa á þetta náttúrulega ofsalega lengi. Það er bara, Austurbæri farin, Gamla bíó var breytt í diskotek, þannig að það er mjög erfitt að setja upp sýningar þar. Iðnó var breytt í einhvers konar
veitingastað og mjög erfitt orðið að eiga við það og loftkastallinn farinn og Seltjarnarnes leikhúsið farið og þetta bara og ég meina bara að þetta hverfur hvert á fætur öðrum og allir segja við verðum að gera eitthvað í þessu. Nú erum við með enn eitt sviðslistahúsið í Hafnarfirði sem horfið og ég segi þá nú erum við í baráttunum við að missa það ekki. Hafnarfjarðarbær viljugur. Nú þarf bara öll sviðslistasenan að þrýsta á þetta finnst mér af því að við bara enn eitt leikhúsið þannig að við erum öll að tala þetta megi ekki gerast en þetta enn að gerast og gerist bara samt. Já og þú veist það má ekki gleyma því að Austurbæjarbíó féll til þess að verða að Norðurljósa safni sem var samtækt af borginni og gekk í 4 mánuði fór síðan rakleitt á hausinn en bara eftir að rífa út allan áhorfendasalinn og steypa flota allt gólfið. Þannig að þetta verður aldrei leikhús aftur. Þannig að hvað er þetta í dag? Þetta er núna þetta Bullseye sem allavega gefur okkur Íslandingum eitthvað að gera annað en Norðurljósa safn. Hvað er það sem er? Bullseye? Bullseye er svona pílustæður. Já. Hann er stærstur Íslendingar elska pílur. Já, við erum rosa mikið pílur. Þetta er ykkur bóla. Þetta er ykkur bóla. Þegar hún springur að fara allir í leikhús eftir. Já. Nei, en þetta er ekki af þetta er ekki skortur af eftirspurn að þetta sé að loka. Þú veist, þessu Tjarnarbíó er bara löngu sprungi og það eru uppselt á sýningu eftir sýningu hjá þeim og þetta er ekki út af því að það er ekki fólk að koma í leikhúsin þannig að Það er líka frábært rými við Skerjafjörð sem er þetta tóma rýmið svona að ég sé auglýst það hér það er náttúrulega rosa lítið og það er rosalega ekki, þau hafa ekki leyfi til þess að selja það má ekki uppfyll ekki svona heilbrigðis Nei, þetta er bara gamall bílskúr sem er málaður svartur en það er rosa, þú veist það er rosa jaðarlistinn og svona ungt og sjálfstætt starfandi listafólk það er núna að bara sækja sér skjól þarna og þú veist það er margt mjög áhugavert að gerast þar það er verið að æfa hluti sem mögulega fara upp kannski einhvers staðar ef þau fá leyfi og þetta er þannig að það er líka bara eitt lítið bílskúr málaður svartur og búm, hann fyllist af listafólki þannig að það er greinilega það vantar ekki gróskuna og það vantar ekki hæfilegt ég er alveg full aðdáunar á þessari kynslóð sem er að koma núna út bæði ekki bara leiklega heldur leikstjórnarlega, handritslega það er einhver spröðlandi hæfileiki í gangi í þessari 99.00 og aldamóta kynslóðinni en umhverfið er allt annað þegar ég var á þeirra aldri þá var þetta að ganga inn í gamalt frystihús skella þar einhverju málingu á veggi og leigja fyrir nánast ekki neitt og við vorum komið leikhús og bara fínt leikhús þetta er ekki hægt núna? Er það vegna þess að þau nenni ekki að mála veggina? Nei, þessi húsnaði er ekki til því að það á að nota að byggja hótelana það er búið að rífa þetta byggja hótel eða þú bara færði ekkert nema að leiga sér gigantísk og ég er sjálf búin að vera að leita leikhúsi eða við í Gaflarleikhúsinu erum búin að vera að skanna því líkt náttúrulega bæði Hafnarfjörð og fleiri staði sem nýtt leikhús og þessi húsnæði eru bara ekki til í dag og svo er þetta dýrt eins og ég byrjaði á að tala um tónleikana og Hörpu að það er bara svo dýrt að leigja að þú fyllir Norðurljósasalinn á velheppnuðum viðburði það fyrir bara ekkert út úr því Nei, Harpan er bara gleipir það það er bara fyrir vinsælustu artista að fara á þangað Þið getið haldið að þeir eru 70 tónleika Þetta er bæði slæmt fyrir litla kannski ekki litla listamenn en svona sjálfstæðstarfandi listamenn sem eru kannski bara að byrja og þetta er líka slæmt fyrir almúan eða kunnana sem vilja koma að sjá því ef þú leigir Norðurljósasal það þýðir bara miðaverðið hækkar og þú veist þegar þú missir sjálfstæði leikhúsin og það einu leikhúsin sem eru eftir eru ég meina Borgarleikhúsið, Guð blessi Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið en miðaverðin þar eru alltaf mun hærri en ég vil samt tala þessu miðaverð af því að mér hefur fundist aðeins svona það er alltaf verið að tala um að miðaverð þurfa að vera svo ódýrt og við hefum gert svolítið af því að bjóða ungu fólki alveg svakalegan afslátt til þess að reyna að draga það í leikhús þetta gerir sjálfstæðum leikhópum eins og okkur sem að vinnum sérstaklega fyrir ungt fólk svolítið erfitt fyrir ef að unga fólkið á alltaf að fá leikhúsmiðan og 1000 kall
þá bara búið að kippa starfsgrundvellinum undan okkur nema styrkinni verið þeimun fleiri og ég spyr mig að því að unga fólki borgar alveg peninga til að fara á tónleika. Ég sé ekki að ungt fólk sé á neinum afslætti þegar að kaupi sér með á tónleika. Nei. En ég held að þetta sé afleiðing af því að við höfum ekki gert nógu skemmtilegt leikhús, þannig að við þurfum að nota þetta til að draga unga fólkið inn. Það allt í lagi að borga 2 hamborgaratilboð til að fara í leikhús. Veist, 2 hamborgaratilboð 6.000 kall. Og fáðu bara 2 núðlusúpur og keyptu þið miða í leikhús. En ég var að hlusta át í útvarpinu, það var eitthvað svona rosalegt tal að leikhús þyrfti að vera bara nánast ókeypis og fólk á okkar aldrei eyðir 50.000 kalli út að borða Við erum alveg hrikalega, þú veist það að segja eins og það komið fram það var mikil eftirspurn eftir peningunum ykkar. Þið getið eitt þeim í dóp og föt og alls konar sem að þurfið til þess að fitta inn í ykkar hóp. Þannig að mikil eftirspurn eftir peningum ungs fólks. Minni eftirspurn eftir peningum salarins í Þjóðleikhúsinu 60-70 ára gamalt fólk, börni farin að heiman. Það er meiri eftirspurn eftir pening frá unga fólki. Já. Bara út af því að þau hafa minni pening en þurfa að eyða rosa miklu. Ég þekki þetta frá því ég var að stúdera svolítið svona fíkni hagkerfið þegar ég var í S.A. Þetta bara að til dæmis ef það hækkar verð á fíkniefnum eða áfengi þá dregst neyslan mjög hratt saman í ungu fólki. Og það rökin eru þau að það er svo mikið sem að þau þurfa að eyða peningunum í. Já. Náðu þessu. Þetta er hagfræði. Það fekk Nóbelinn sá sem að var með þessa greiningu. Ég hef aldrei pælt í hagfræði fíkniefna. Vá, þetta er mjög áhugavert. Það er akkurat öfugt það sem allir halda. Þeir halda að þetta sé mjög lítt verð meðvitaði markaður, en það er alveg þveröfugt. Það er mjög verð meðvitað. En það það sem þessi sýning fjallar fíkniefni og hagkerfi. Já, það eru fíkniefni í En varðandi þetta með salina og það þurfum við til þess að við höfum menningu, þá þurfum við að rækta upp eitthvað og sömuleyti að því ég nefndi sýningu sem að þið hafið tekið þátt í sem ekki gamla leikhúsið, messan sem að var í haust. Bæjarbíó. Sem svona, einhvern leyti svona sami blærinn og það verið að þreifa sig áfram einhverja svona ákveðna leið til þess að fjalla einhverja kynslu með einhverjum hætti. Og þannig ættum við að hafa alls konar potta svona út allt. Þannig ef við höfum ekki þá náttúrulega endurnærist ekki í miðjan. Þá verður hún bara, þá flyttum við bara inn sýningar frá West End og þá gerum við bara aðra fucking Shakespeare sýningu. Þá heldur það bara áfram. Ég var að tala við mann sem er eldri ég í gær og hann var að segja að það sem er eitthvað í samfélaginu þetta er svona, hann kallar þetta sameness. Það er allt einhvern veginn viljið til þess að allt sé alveg eins. Það séu svona eins og við sem öll svona rosalega hrædd og viljum helst vera öllin í sama salnum, að vera jafnt ánað með það sama og það sé svona counterculture sé veikari núna heldur en nokkuð tíma verið. Ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum að hafa í huga. Meðal annars með því að hafa aðstöðu til þess að vera að eitthvað gróður sprett upp annars heldur en einhverju meginstraum. Ég held að það sé bara, það er alveg vitað að það bara bráðu vantar húsnæði og það vantar ekki hæfileikana, það vantar umhverfið og það vantar náttúrulega alltaf peninga, það er náttúrulega bara Og þá líklega vilja stjórnvalda til þess að rækta upp menningu. Já, nú er einhver sviðslistastefna í mótun og nú er náttúrulega búið að skipta skipstjóri í brúnni og þá náttúrulega fer allt svona á byrjunarreynd og í einhverja svona hringiðu en vonandi, ég bara vona það að þau haldi áfram með þessa sviðslistastefnu sem var byrjað að móta og komin ansi langt á veg og haldi áfram að styrkja ungt fólk. Það er stundum það er svolítið erfitt að komast inn í sviðslistastyrkin og það er náttúrulega, þetta er svolítið svona Er ekki pottur bara svo lítill? Hann er bæði lítill og svo þarftu kannski að vera búin að sanna þig eitthvað til þess að fá eitthvað úr sjóðnum og þú getur ekki sannað þig nema þú fáir eitthvað úr sjóðnum. Þannig að það er bara erfitt að komast inn þar og mér hefur fundist vanta líka bara að hugsa til unga fólksins og til ungs sem er að spegla ungt samfélag. Það er eins og það er mikilvægt að fjalla allt og alla og jaðarhópa og þá þurfum við megum ekki gleyma unga fólkinu. Og þú veist eins og við erum bara búin að minnast á núna er að ég held að flest, þú veist það er engin
að skrifa mörg ný íslensk verk og húsnæðislausir ungir listamenn eins og núna, og bara eins og núna í fyrra sumar var Aftur á móti, fengu þarna tímabundið húsnæði í Háskólabíó. Það var með engum móti fullkomið en þú veist, það að segja húsnæði en þú veist, þau gerðu gott með það og settu upp þannig að Nauðbeygð messa byrjaði þar og síðan var Vitfús Blue eftir Egil Andra, Skeljar var núna æft í tómarýminu og sett upp í Ásmundasal, frábært nýtt dramaverk með bara 2 leikurum og Varst þú ekki? Jú, ég var í Undir sem var í Aftur á móti í sumar. Já, fór svo í Tjarnarbíó. Fór sem í Tjarnarbíó í haust. Og það bara einmitt, þú veist, eins og við segjum, það vantar ekki eftirspurnina. Það einmitt, Tjarnarbíó orðið það sprungið að jafnvel þó þú sért með sýningu sem gengur mjög vel, þá færðu bara nokkra sýningar og það bara svo mikil eftirspurn til að vera í rýminu. Það líka eitt sem ég þykir mikilvægt. Sem líka óheppilegt að vera með svona fáa sýningar því að sömuleyti þá möguleiki á því að sýningin spyrjist út og að vaxi eftirspurn. Ég hef séð hvernig þið bóka sko og alltaf að byrja hvernig á ég að fjalla um þetta? Þetta er bara búið áður ég get fjallað um þetta. Þannig ég byrjar að mæta á rennsli eða eitthvað svona í vonum að þetta samtal okkar íti undir eitthvað. Þetta mjög óæskilegt þegar kannski búið að veita styrk upp á fleiri milljónir í eitthvað verkefni en áfram framhaldslíf verksins eiginlega bara áður en á stað farið en okkur ljóst að það verður ekkert. Það gerir svolítið af því bara það svo takmarka rými, það ekki hægt að sýna það. Og þá þessi styrkur ekki að skila sérlega miklu til samfélagsins ef það ekki pláss til þess að sýna það fyrir áhorfendur, nema í mjög takmarkaðan tíma. Og við erum að segja þetta frá þeim fílabeinsturni sem það að sýna í Borgarleikhúsinu. Það náttúrulega rosalega, svo frábært að við gátum farið þar inn eins og sumarsamstarfssýningar geta en síðan en það bara pláss fyrir það geta bara tekið inn einhverja 2 kannski 3 ég veit ekki 2-3 þannig að þetta bara alltaf húsnæðisleysi en það samt frábæri hlutur að gerast það sé ekki bara í kvart það þarf eitthvað svona annarkostur á stjórnvöld að gera eitthvað eða bara fólk að fara þegar svona country-kultúrinn var sterkastur Já, en það alveg rétt við verðum líka bara hægt að vera svona löt þessi kynsla við erum svo löt það nóg til að húsnæði Hvað segirðu? Það nóg til að húsnæði Já, það bara svo það bara við notað á svo undarlegan hátt Já, það kannski það að því að leikhús, þú kannski dregur það ekkert, það ákveðnir hlutir sem verða að vera til staðar í leikhúsi Ég labbaði hvað heitir Kirkjustrætið ekki, það sem Alþingishúsið við, það komið nýtt hótel sem heitir eitthvað Parliament eitthvað Hótel Ég var að labba þar daginn og hafið ég labbað það fram í það er lobby sem ég svo var hægt að setja upp leiksýningar í lobby einn túristi satt hann leittist og eitthvað bækling hvílík sóun á húsnæði hvílík sóun og fullt af listaverkum og artifarti húsgögn út allt bara dýrasta innrétting og húsnæði á Íslandi fyrir einn manni sem leittist heimaði sér og var komin hingað og leittist jafn mikið Ég einmitt að hugsa þegar ég hugsa út í það þá gæti Landspítalinn orðið frábært hótel nýji Landspítalinn bara, það ekki of seint að breyta mjög góð staðsetning rúm gott Herðu, gaman að tala við ykkur leikhús og ýmislegt annað Vigdís, Björk og Óli Sömuleiðis Takk fyrir okkur Við höldum áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í næsti kafli eftir augnablik Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, við ætlum að halda áfram þar sem frá var horfið í síðustu viku. Síðustu miðvikudaga höfum við rætt spillingu. Síðustu viku þá vorum við með þingmann hér og annan gest. Þeir voru að ræða spillingu í sjókvíeldinu og í dag hef ég fengið góðan gest, höfund bókar spillingu, þessara bókar hér Eimreiðar elítuna, hann heitir Þorvaldur Logason. Ég ætla líka að ræða mína eigin bók sem heitir Besti vinur Aðal.
við Þorvald og við doktor í menningarmannfræði sem að hér situr einnig við rauða borðið. Við ætlum meðal annars að velta því fyrir okkur hverju breyta svona bækur. Verið velkomin Þorvaldur Logason, höfundur þessarar góðu bókar, Eimreiðar Elítan og Hallfríður Þórarinsdóttir. Þegar ég hófst handa við að skrifa þessa bók, Besti vinur Aðal, þá ég var búinn að vinna að henni svona aktíft í hálft ár, þá sé ég að þú ert búin að koma út bók. Og það fyrsta sem ég hugsaði var náttúrulega anskotin að skrifa sama efni. Og þá hefði mín bók, ég hefði bara getað hent mínu handriti. Það reyndist nú ekki þannig. Þú varst að skrifa sko í rauninni annan anga spillingar heldur en ég. Og það nefnilega það sem að hefur verið sammerkt finnst mér með þetta töluverður fjöldi af bókum spillingu sem hefur komið út hér á Íslandi eftir hrun. Og einmitt töluverður fjöldi og engar tvær að nálgast málið eins, þannig að það mætti álykta að það væri augljóslega af nógu að taka. En sko á sama tíma þá kannski takið þið undir með mér að mín reynsla svo að það ekkert mörg ár síðan ráðherra labbaði bara út úr sjónvarpsviðtali sem ég var að taka við hann ef ég nefndi orðið spilling. Og það var svo mikil þótti og það var svo mikil afneitun gagnvart því að það gæti verið spilling á Íslandi að maður var eiginlega maður var grýttur en maður ætlaði að leyfa sér að ýja af því að hér var spilling á sama tíma og margvíslega rannsóknir og þessar bækur segja okkur að það allt morandi í spillingu, eðlilega hjá svona litlu samfélagi sem mjög næmt fyrir klíkuskap, fræntegli og öðru slíku. Má ég spila, hvaða ár var þetta sem að þú rættið við hennar ráðherra spillingu? Ætli að sé ekki svona kannski 20 ár. 20 ár, já. Þetta fyrir hrun. Já. Og ég man eftir því einhvern tíma Böðvar Bragason, lögreglustjóri Reykjavík, það 90 eitthvað kannski. Og hann virtist verið eitthvað vondum málum og þá ég að taka símaviðtal við hann. Og ég einmitt spyr, þetta ekki bara spilling? Og það bara búm, bara skellur. Það bara skellur? Skellt á mig. Viðtalinu lokið. Og það sem annað, sem alvarlegt, að þegar blaðamenn hafa reynt að standa í lappirnar og ávarpa þau mál sem helst þyrfti að ávarpa. Og þeir skrifa kannski þá grein sem að þurfti helst að skrifa, þá hefur það mjög oft komið fyrir að ráðamenn hafa sett viðkomandi blaðamann og jafnvel allan fjölmiðlinn í kæli. Og þegar ráðamenn eða einhverjir svona menn sem að mikilvægt að fá upplýsingar frá fyrir fjölmiðluna, leggja blaðamenn þannig í einelti að þeir hægt að tala við þá og missir fréttamiðillinn ákveðna stöðu. Til dæmis ég hef lent í þessu á Fréttablaðinu að þar voru æðstu menn Ísland sem ákvað að tala ekki við Fréttablaðið í ákveðin tíma af því þeir voru móðgaðir yfir einhverju umfjöllun og þá það ekkert gott fyrir Fréttablaðið að moggin með aðgengi að Bjarna Benediktssyni en kannski Fréttablaðið ekki að sá fjölmiðl sem ekki með aðgengi að upplýsingum og fréttamiðill þannig að það rosalega margar hliðar á þessu en afsakið að þetta dálítið langur inngangur hjá mér það sem að mér langar að byrja að ræða við ykkur að velta upp spurningunni hverju breyta skriftir svona bóka? Þorvaldur, ef þú getur kannski reynt að svara því fyrir okkur hvað þú hyggur það. Kannski ef ég mætti bara taka punktin sem þú varst með rétt á hann það hvernig svona bækur breyta því að það hægt að ræða spillingu. Ég ætla bara að nefna dæmið þessum þegar ég var að byrja þessu sjálfur og að ég gera þetta svona meila fræðilega þetta byggt á meistaraprófsritgerð spillingu. Það eitt af því fyrsta sem ég gerði var að fara í viðtal hjá Jóni Haugsinni á einhverju stöðu sem ég man ekki hver var hann var líka sjálfur reyndar að rannsaka mikið spillingu og þar voru fræðimenn í háskólanum Gunnar Helgi og fleiri og Jóhanna Sigurðardóttir var þarna líka og þetta 2007 held ég vorið og þarna í þessum þætti ég byrjað að rannsaka Eimreiðar Elítan fyrir hrun og komið tóltu á sporið
og ég gerir svo djarfur að gagnrýna Kjartan Gunnarsson. Ég ætla bara, þetta ekki komið fram ofnbörlega áður það sem ég ætla að segja. En sem sagt framkvæmdastjóra sjálfstæðisflokksins sem svona kóngulögn, ég kalla kábótinn í þessu öllu saman og lykilmaður í hruninu öllu og þessum fléttum. Maðurinn sem þú segir í bókinni þessi óskiljanlegt að hafa ekki verið yfir. Já, það algjörlega óskiljanlegt og alveg gjörsamlega galið, sko. Í rannsóknarskýrslu. Já, bara í raun og veru alveg við hliðin á Davíð sem svona ábyrgðarmaður hrunsins, sko. Já. Og ég gerir svo djarfið í þessum þætti að skjóta á hann beint og tala hann sem vafasam karakter og spiltan mann, sko. Eftir þáttinn, ég vil bara segja það bara núna, þess ég hef ekki sagt ofnbörlega áður, kemur Gunnar Helgi, prófessor í háskólanum. Þetta lýsir dálítið viðhorfið háskólans og bara, mætti vera djörf og áköf stofnun í þessu og þetta var svona helsti spillingarsérfræðingur landsins. Og setur niður við mig það að hafa nefnt Kjartan sérstaklega og hann segir, svona gerir maður ekki. Man nefnir ekki einstakann mann svona í útvarpi ofnbörlega. Skilurðu? Færðan rauk fyrir því að hverju maður gerir? Ég nefandi í háskólanum, skilur, að vinna að spillingar sko, að vinna að spilling og efla þekkingum minn á spilling og reyna að koma þessu framfæri ritgerðum sem ég var að vinna að sko gera og þetta kemur sko svona til hliðar sko, þetta ekki fyrst skipti sem ég teki svona til hliðar og ég nefnir nú dæmið þannig í bókinni, skilur. Þau eru sláandi upplýsingar eins mér. Sagðan af hverju þú mættir ekki nefna nafn einstaks? Já, bara maður gerir ekki svona sko. Það var engin rökstunningu, maður bara gerir það ekki. Maður gerir ekki svona. Maður vanur að halda hlífi skildi yfir hverjum sem nálgast málið, samfélagslega og tippla svona í kringum sannleikann en ekki fara í kjarnan. Þannig það það sem ég var að reyna að gera, mér fannst gera það sem margir voru ekki að þora að gera, bara taka á stóru gæjunum, fara beint í kjarnan og gera það samt fræðilega. En þetta var eitt af byrjunum, það sem maður var að reyna að komast á stað og fara þá þetta, sko. Þetta var eitt af mörgum dæmum, sko, þegar ég var að rannsaka þetta síðan, þá heyrði ég í stjórnmálumönnum, sveitarstjórnarmönnum meðal annars, það voru hérna held í sveitarstjórnarkosningar og það voru kosningar og ég var að ræða við menn, sko, akkur menn voru ekki, 2007, sko, akkur menn voru ekki að ræða spillinguna og þeir komu og þetta var svona óformleg viðtöl bara og þeir sjáðu allir sama sko að þeir fengju ekki aðgangi á RÚV og þá væri það þessi lína að maður ræddi ekki spillingu fyrir kosningar. Þá var þessi bara lína sett hjá RÚV og já, maður ræðir ekki spillingu fyrir kosningar. Maður ræður ekki spillingu. Það sem þyrfti kannski helst að ræða fyrir kosningar til þess að upplýsa hinn almenna kjósanda. Þetta var línan fyrir hrun var þetta bara alveg stíf lína fyrir kosningar ekki spillingarætt því það svo kritískt mál, svo erfið mál og verður oft svo persónulegt. Þetta ekki rætt. Þannig að þetta drauma kerfi fyrir þá valdhafa í samfélaginu. Þetta rosalegt. Þetta náttúrulega, sko, ef ég má koma inn í. Þetta sko, eins og ég heyri þetta, sko, þetta kemur mér í sjálfu sér því miður ekki óvart. En, sko, þetta alltaf hluti af þessari þöggun. Já. Þetta ekkert annað en þöggun og ég var að segja það með fullir virðingu fyrir Háskóla Íslands. Það eru bara allt of fáir innan þeirra stofnunar sem þora að vera með svona gagnrýna analýsu á íslensku samfélagi. Hversum heldur það þessi? Það góð spurning, Björn. Ég held að það sé hreinlega vegna þess að það þessi ótti. Fólk uppalið einhvern veginn í því þú hreyfir, þú mátt ekki segja sko sannleikan vegna þess að hann svo sár og fólk líka að venda sína eigin persónulegu hagsmuni, það þorir ekki að hjóla í þetta svo lítið samfélag að það einhvern veginn, sko það heldur aftur af fólki. Ég lendi sjálf í því þegar ég kom heim úr námi með mína doktorsritgerð sem að fjallaði í raun og veru að hluta til valdníðslu sem að hún fjallar tilurð íslensks þjóðernis og hlutverk íslenskra málstefnu innan hennar og ég var mjög gagnrýnin á íslenska málstefnu og skoða þetta út frá valdinu, hver hefur skilgreiningarvaldi til að draga mörkum hvað telst íslenska og hvað ekki og svona fór alveg grundigt í þetta. Hélt fyrirlestra
og ég var bara þetta bara eitthvað glæpa kvendi hérna í alvöru, mér var ótíst ég fekk þvílík viðbrögð það var svo makalust að fylgjast með því og þarna ég var að tala nákvæmlega þetta og þetta var á ríkisbasis, ég meina allt skólakerfi var undirlagt af þessari hugmyndafræði og það mátti ekki gagnrýna þá talsmenn þessar hugmyndafræði né heldur inntakennar sem slíkt og ég held að þetta sé það ljóðurinn á þessu litla samfélagi við erum alltaf við erum að stíga varlega til jarðar því að maður veit aldrei hver situr í hvaða nefnd og núna best að segja ekki neitt þessi situr í úthlutara nefnd í styrk sem ég þarf að sækja svo ég geti skrifað þetta og þetta er rosalega mikið svona, en svo er þetta líka held ég bara svo stefna sem mörkuð hefur verið með ríkisútvarpinu og ég veit að því ég vann þarna í gamla daga að ráðherrar þeir lág ekki á liði sínu að ringja, það logu allar símalínur ef það var eitthvað sem þeim mislíkaði sem rætt árum í frétt. Það er samt bara innbyggt í starfi að þú verður að hafa bak til þess að þola það, þú mátt ekki kikna undan. Já, en það var bara, það er augljóst mál og ég ætla að segja áður en ég gleymi því, ef ég má. Ég ætla að þakka ykkur báðum fyrir alveg ótrúlegt hugrekki að þora að stíga þetta skref að bæði að rannsaka þessa spillingu sem að hefur viðgengist hér áratugum saman og gefa út rit bækur hana því það þarf ekkit smáræðis þor í það. Nei, maður kallar á það er bara maður er að kalla útskoðun, já. Ég held einmitt líka þetta einmitt það sem við varst að tala með háskólan og fræðisamfélagið, ótta hans og það lýsir sér dálítið í því að menn eru alltaf að takast á í stjórnmálafræði og í þessum fræðigerum nálægt stjórnmálafræðinni ofsalega mikið að takast á við söguna, eitthvað langt aftur. En ef þú varst með öll stóru krítísku málin í núinu sem að væri frábært að sjá fræðimenn að henda sig bara í og koma með út og greininguna og allt það einhvern veginn alltaf til hliðar og með koma kannski 20-30 árum setna alltaf með analýsun sem þú þarft í núinu Félagsvísindi þurfa, það sem ég kemur nú úr félagsvísindum, þau þurfa auðvitað að þau eiga að rannsaka núið, samfélagið eins og það er og það er auðvitað gott að maður fær alltaf annað svona sögulegt perspektív þegar maður lítur tilbaka og það er mjög auðvitað athyglisvert og gott að gera það en hitt verður að vera með. Mér langar aðeins að leggja fram inn í þessa háskólaumræðu að ég er með nokkra heimildir úr háskólasamfélaginu Henry Alexander Henrysson sem lætur vaða en hann ræðir líka að fá á sig 2 opnugreinar í mogganum skilurðu þegar hann hefur ruggað valdinu aðeins og mikið að það náttúrulega sérstakka típu til þess að þóla ágjöfina hann virðist hafa verið í stöðu til þess að þóla þetta en það eru mjög margir aðrir sem treysta sér ekki til þess Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur hann sagði í viðtali við mig hér við þetta Rauðaborð í fyrra að í sumum deildum háskólans þá væru gagnrýnar rannsóknarspurningar þeim er bara hent út af borðinu af leiðbeinendum og það er bara vegna þess að prófessorarnir segja bara við nemendur sína ef þú ætlar að skoða þetta grundigt þá er ekki víst að það gangi mjög vel að fá vinnu Býtaðis, maður skjóti inn í þetta ritgerðinni sem ég var að vinna fyrir þegar ég gerði út fyrir svona fyrri spillingaransóknum sem ég gerði sem gerði úttekt á aðferðum Transparency International í heiminum hvernig er inni spillingarlista sem er núna að koma út núna í februar þá var ég að reyna að koma þessi ritgerð gegn í háskólanum og þar var ég að því þetta var svið vísindaheimspeki og það var annar prófessor sem var búin að hvetja mig til að fara með þetta efni og skora á mig því ég var búin að gera smá kynningu í kurs og þess vegna fór ég inn í þetta en svo ritgerð það var sagt nei, þetta er ekki heimspekilegt efni þannig ég fekk bara hindrun þar stopp því meðugalli minn þetta er ekki heimspekilegt efni og ég þurfti að berjast mjög mikið fyrir að fá þetta í gegn
ritgerðina spillingu og þessar spillingarrannsóknir sko. Strax eftir, og þetta stuttu fyrir hrun og strax sko þegar í hruninu nánast eins og það sagt bara í sjónvarpi þetta sé mjög heimspekin akkur heimspekin deildin var ekki að taka þetta fyrir þessar rannsóknaraðferð bara nokkur mánuði seinna En þarna sko ég finnst þetta mjög athyglisvert sem þú ert að segja vegna þess að ef að eitthvað, sko ég var í háskóla þar sem hann bara gekk, það var bara gagnrýnin hugsun, það var bara gekk alveg út af það. Utan landsteinana? Utan landsteinana? Já, þetta var í New York, í mjög róttækum háskóla. Við vissum það báðir. Ég meina þetta háskóla þar sem Hannah Arendt var og það bara, hann var með, hann byggður, sem sagt graduate eða framhaldsdeildin var byggð upp á landflótta gyðingum sem voru allir sósíalistar, meira eða minna og það var enga gráður gefnar á fyrstu áratugina vegna þess að þeir voru bara humbúk í samanburði við sko umræður og sem sagt svona vitsmunarlegar umræður þannig að það var rosalega róttækni þar í þeim skilningi að þora að rýna í samfélagið sama á hvaða level það var og það eitthvað neginn þú veist, það var rosalega mikill ég var ágætlega undirbúin þegar ég kom í framhaldsnám til New York, það sem ég fékk meira að segja ótrúlega flottan svona rektorstyrk til að stunda þetta nám en það var svo opáslegur utanbókar lærdómur í Háskóla Íslands það gekk svo mikið út á að kunna eitthvað utanbókar miklu frekar en og bara svona sem dæmi að mér datt í hug mitt ég var búin að vera þetta einhver tíma í New York í The New School for Social Research sem skólinn sem ég var í að sko það hefði komið spurning á félagsfræðiprófi eða einhverju svona kenningaprófi í Háskóla Íslands hefði verið segið lýsið því hvað Karl Marx sagði stéttir í New School hefði spurningi verið svona hvað finnst þér það sem Karl Marx sagði stéttir að þjálfa okkur í skapandi hugsun ekki einhverju páagauks utanbókar með fullri virðingu fyrir háskólan ég ekki að setja niður þannig heldur bara að örfa þessa gagnrýnu hugsun og takast á við málefnið en ekki persónurnar og það finnst mér vera svo mikið ljóður á íslensku samfélagi bara út í gegn að það alltaf, sko það eru prinsipin fara alltaf út gluggan, það alltaf persónurnar í staðin fyrir að skoða prinsipin sem slík, hvað verið að fjalla hérna óháði hvort hann heitir Guðmundur Jónsson og Sóni Jóns sem átti þetta og gerði hitt og var framámaður í flokknum eða hvað hann nú var hver mælir hvern þetta eru lykil spurningarnar málefnið sjálft síðan metið eftir því hver segir hvern í staðis að kjarni málefnisins sé í fyrirrúmi ég var að reyna að koma því að þetta sem Katrín Jakobsdóttir var að gera væri mjög vafasamt og var að auðvitað þetta kalla spillingu þegar hún bjóði sér fram til forseta og fór beint úr forsætisráðstóli yfir í forseta sem var þenni að falli heldur betur, hún bara bylgja fólki sem var ekki hægt að ræða við neitt það að ég var að koma fram fyrir sem var algjörlega ópolitist, ég hef nú bara kosið þessa mannesku einu sinni og var ekkert á mótinni persónulega, en ég var bara að reyna að segja þetta getur við rætt þetta út frá málefninu og prinsipinu skilur, ekki sem hérna ferðinni hérna er valdforseta sem á að vera aðhaldsvald að forsætisráðuneytinu og það manneski að fara þarna beint yfir en sko það var alveg óbóðslega erfitt að fá það saman þetta ég var ekki í pólitíski herferð og var bara mótið þessari mannesku og þetta var ekkert annað nýð og fáraleg þetta var ótrúlega umræða sem maður myndi skilja ef við værum 20 manna fjölskylda af hverju gast ekki látið það vera að skrifa grein að systirinn væri með allt niður sig þú veist það væri eðlileg spurning í fjölskyldinni en við erum næstu því 400.000 manna samfélag árið 2025 ekki orðið tímabært að við reynum að láta af þessum ósiðum að hegða okkur öll eins og lítil fjölskylda þar sem sumir eru meðvirkir, aðrir óvirkir, það eru illmenni og það vondastjúpan og vondastjúpin og eitthvað svo leiðis. Menn sem ráða öllu með frekju. En þetta er náttúrulega líka, sko við vitum þá náttúrulega bara að segja það sem augljóst. Þetta er náttúrulega alveg,
þetta snýst alveg rosalega hagsmunagæslu. Já, ég veit það. Og valdi mjög grimma, hún óvægin. Og ég fór að velta fyrir mig því ég hlustaði á þetta viðtal sem þú postaðir á Facebook. Viðtal við, hvað heitir hann, Björn Skeving Thorsteinsson sem að nýlegt mál sem var í fyrradag var svo saga sögð á Bylgjunni bara. Já, var á Bylgjunni, hann var hjá heim hann var í bítið á Bylgjunni þar sem er að segja frá rosalegri spillingu innan sinnar þar sem hans eigin fjölskylda á í hlut. Þetta er stór, þetta er rótgróin eina þremur snæðstu eftir HBN. Já, þetta er HBN veldið og það var alveg augljóst að þetta var svakalegt að nú datti hans út, hvert var ég komin? Þú varst að tala að í þessu viðtali þá hefði komið fram þessar upplýsingar um fjölskylduna sem að fjölskyldumálið og fólk, það er svo mikil tregða að afhjúpa það sem, og þetta er líka þetta er ofsalega erfitt, þú veist, í þessu návíu, ég var líka að velta fyrir mér spurning af því datta hans út, en mér langar að spyrja og þið getið reynd að svara því hversu stór 400.000 manna samfélag hversu stór í tölum er þessi valda klíka á Íslandi hún ekki bara alveg ótrúlega lítil þó að ángarnir tegir sig, ég meina Jú, en þú heldur völdum með því að það er svo stór hluti af þjóðinni sem býður á kantinum annars vegar eftir því að vera boðið í dansinn eða er hræddur að missa þá stöðu sem hann hefur ef hann stendur upp gegn þessum hópi. Er það ekki svona þín niðurstaða líka? Já, þetta er náttúrulega ég held að áður fyrir hafi þetta verið náttúrulega gríðarlega öflugt net þetta er eins og þetta hefur trosnað upp þetta net og þetta byggist á þessu ofbóðslegu flokksmaskínu sjálfstæðarflokksins og tölvört öflugri flokksmaskínu í Framsóknarflokksins sem skipti þessum gæðum svona á milli sín og þetta var náttúrulega þessi ætt sem þú nefndir hérna og ég tala þetta mál aðeins í bókinni minni bráði því þetta er mjög merkilegt og er að springa dálítið út komið fyrir dómstóla núna og við fáum þess að fréttir kannski dálítið mikið þegar innanbúðarmennirnir lenda í átökum sjálfur þá kemur þetta mikið þá þóri Ríkisútvarpið en þetta er mjög flott hjá Jóhann verður uppljóst þetta er mjög flott og djart Jóhann hann hefur lenti mitt í öllu þessu við erum óbáslegu þöggun og átökum og útilokunum og öllu því þessi maður sem samt er fættur inn í kerfið valdakerfið á Íslandi þannig að hversu öflugt þetta er í dag ég held að þetta sé miklu tvístrara og svona meiri smærri klíkur að berjast hversu stór það er opaslega erfitt að segja það ætti að vera auðveldara að rjúfa hlekki spillingar og þöggunar í dagana það kemur fram í kosningunum dálítið og þú tala um áhrif bókarinn þessar bóka og allar þessar bóka ég held nú að við eigum nú eitthvað smá hlut í þessar niðurstöðu í kosningunum ég vil þannig að trúi því upplýsing er náttúrulega hennum góða rökstudd upplýsing er eitthvað sem að maður fann ég fann þegar þín bók kom út að það var alveg þorsti hjá lesendum afla sér upplýsingar og ég fann þetta líka í fyrra hausti þegar þessi kemur út að það er bara rosalegur þorsti hjá fólki og þakklæti til að fá almennilegar upplýsingar og ein af ástæðunum sem að fólk gefur er að við erum ekki að fá þær upplýsingar og fjölmiðlunum sem við ættum að fá Það var mjög athyglisvert sem kom fram þarna á haustugum að Egill Helgason hefði ekki viljað fjalla bókina þína í þarna bókmenntaþættinu sýningu heitir hann Kiljan. Já, hann færði reyndar þau rök fyrir því að Kiljan væri þannig þáttur. Það er bara fagbókmyndir eða hvað? Já, við getum kannski orðað þannig að það er engin manifesto þar sem að segir Kiljan verður að fjalla svona spillingabók. Það sem gerðist eins vegar við þessa bók, af því þú nefnir þetta, er það að ég held að flestir hafi talið að einhver ángi Ríkisútvarpsins, Silfrið eða Kastljósið myndi fjalla þessa bók. Þess vegna eru það mér mjög áhugaverðar upplýsingar
að heyra það að Ríkisútvarpið fjalli ekki spillingu fyrir kosning. Það var línan sko fyrir hrun sko, það var alveg skýr lína fyrir hrun. Ef það ennþá þannig, þá það með ólíkindum. Ég held að það var aðeins breyst, það var aðeins lagast hjá að því leiti, þeir eru svona aðeins djarfari í sko að fjalla spillingamál fyrir kosningar í RÚV. En það mjög aðeinsveit að hvorubókin, þessi bók, af því að ég var nú kynnt við þessa meistaraprófsritgerð sem bókin byggð á fyrir í Silfur Egils fyrir 2010 sko, svona grunnrannsókn það sko. Hann hleypti þér inn þá? Já, hann hleypti mér alveg inn þá og ég komst líka þá í útvarpið. En svo verðist núna harðlokað og það kemur mig gríðarlega óvart. Það eitthvað breyst að þessu leiti þarna, það ykkur lokun þarna. Umdeildur útvarpsstjóri. Ég maður velti fyrir sig, útvarpsstjórinn sem Fréttastofustjórnin líka umdeild. Já, hún alltaf, þeir hafa alltaf, sko, Sjálfstæðisflokkurinn alltaf haft þessi miklu tök á sjónvarpinu, sko, frá því þetta var bláskjár og við erum báðir að gagnrýna þá stofnun og þá stofu sko. Svo upplifum að líka þennan ótta það svo ótti sér röksemd að fréttamenn Ríkisútvarpsins séu hræddir við viðbrögð, séu hræddir við að vinna sína af því að það sé svo mikil heift sem mæti þeim þegar þeir vinni vinnuna sína best. En þá spyr ég bara þið verður þá bara að staffa upp á nýtt vegna þess að það hefur aldrei verið þannig að alvöru fréttamennska á Íslandi sé þægileg innivinna. Þú þarft að óhrenga fingurna og taka alls konar ógeð. En svo þeir bara búin að missa líka og það finnst mér svo dapurt. Þeir eru búin að missa þessa beittu, flottu fréttamenn. Þetta bara, þetta fólk sem með fullri virðingu þeirra sem sitja það núna, það eru of margir þar sem skortir bara hreinlega reynslu eða dýft. Þú veist, þetta verður svo mikið sko, það verður bara svo óáhugaverð umræða. Helgi Seljan náttúrulega, hann tekur Helga Seljan mikið fyrir þessi bók og þetta náttúrulega svakaleg saga sem Helgi Seljan. Ingangurinn í þessi bók frá Helga Seljan þarna í viðtalið við hann náttúrulega alveg stórkostlegur sko. En getur þú sagt mér af hverju þessar heildstæðu upplýsingar sem koma fram Helga Seljan, af hverju ekki Blaðamannafélag Íslands að halda pressukvöld þessar ofsóknir og þennan viðbjóð? Akkur ekki þið opinber einhverstaðar að halda málþing? Akkur eru aðrir fjölmiðlar? Já, setja þetta líka kannski í alþjóðlegt samhengi. Og ef þú ert að segja mér að þú hefur bara lent nánast í því sama og ég, að fjölmiðlar bara að mestuleyti sitja hjá og það sé þá helst kannski einhverju svona engareknir sem eru aðeins að prumpa. Já, það voru alveg Vísir tók þetta vel og Bylgjan morgun sama heimir og Bylginni tók þetta vel. Ég fekk tvisvar áhört þar sko og sem tók sko ég fór til RÚV og leta hafa bók og kynnti þetta fyrir þeim og vonaðist þetta í 5 viðbröðum en sko ég geti sagt dæmi hvað í gangi þarna, hvað þetta hefur greinlega verið erfitt fyrir RÚV í gegnum tíðina því að þegar ég var að kynna þetta fyrst og var meðlans að kynna spillingunni í sparisjóðskerfinu bara sparisjóðsneyksli 1 risavaxin á alþjóðavísu. Það brjálæðslegt bara það og það bara einn ángin að þessu og ég hef sagt þessu ég hluta þessu svo áður í samstöðun það kemur hendi minn útvarpsmaður tekur vitum og segist og hann sagði mér þetta var erfitt að fara í þetta viðtal hann að byrja þar, það bara byrjun svo segir hann við mig svo segir hann, ég held að við minnir hann sagt sko ég að hætta þetta allt í lagi það nummer 2 síðan segir hann en þeir vita af þessu að ég að taka viðtal við þig þeir vita af þessu þeir og þá það Sjálfstæðisflokkurinn og svo segir hann Pétur Blöndal búin að panta viðtal og hann verður í viðtal á eftir þér alþingismaður Sjálfstæðisflokksins til þess að bera það tilbaka til að svara þeir vita af þessu þeir vita þessu þannig kemur maður sem hefur ekki alveg ágjör á stöðu sinni en hann að hætta þeir vita þessu en hver ringir þá í Sjálfstæðisflokki til að láta að vita þetta? Þeir eru á vaktin það sem ég sagði líka þeir eru bara á vaktinni sjónpípan eins og ég kalla það sjónpípan er uppi þeir vita að þessi fréttamaður að taka viðtalið þennan mann þetta mál og þeir eru tilbúnir með manni sem á að svara þessu og hann fær 2-faldan tíma og meira til sko fyrirgeðu að ég brosi en þetta er náttúrulega algjörlega viðbjóðslegt spillingin nefnilega oft
bara meginn fyndin, hún svo gjörsamlega hún svo blygðulega laus og þáttur fjölmiðla í spillingunni með því að ekki segja frá því sem þarf að segja frá, með því að degna og lippast og með því að láta skammtíma þrýsting bjaga blaðamennskuna. Ég sagði á hann ég ætti enga vini eftir að hafa skrifað þessa bók. Ég á allavega enga vini í blaðamannastéttinni vegna þess að maður náttúrulega mér fannst ég neyðast til þess að ávarpa það hvað fjölmiðlun á Íslandi er bjöguð, samanber sögurnar sem þið eruð að segja og hvað blaðamennskan er bjöguð og ég held að blaðamennskan sé sem sagt meira mein í þessu samhengi öllu en við getum litið undan. Þetta snýst ekki bara einhverja vonda, ríka gæja sem halda öllu í herkví. Þetta snýst sjálfsákvörðunarrétt okkar allra til þess að standa á fætur og móast við hvort sem við berjum í borðið eða hvað við gerum eða skrifum bara bók og finnum útgefanda sem gefur út bókina eða gefum hann út sjálf. Við höfum öll svo mikið að segja ef við bara þorum, ekki satt. En það er búið að normalísera búið að normalísera spillinguna. Þetta bara er svona og fólk einhvern veginn finnst að það verður svo máttvana gagnvart þessu ofur efli. Allir jafn spilltir. Allir, hverjir er ekki það? Það er svona svolítið skálkaskjóla að segja, er ekki allir stjórnmálaflokkar spilltir, er ekki allir þetta spilltir og eitthvað svona, og ef að það er einhvern veginn gert það er normalísera. Það er bara eins og þegar hún normalísera ofbeldi. Það er bara eðlilegt. Það er bara eðlilegt að hluti því séu svona. Það er líka stór hægt. Hvað heldur þú sért ef maður fer að skrifa fréttir siðferðislega álitamál, þá fær maður mjög ofta þessa spurningu snemma. Hvað heldur þú sért? Þykist þú vera eitthvað betri? Já, það er hlut af því hvernig maður líta á siðferðislega rökræði staðfyrir að líta á þetta eins og þú ert að tala málefnilega prinsip og fara ekki í persónunar en leið þeir fara beint í, það er bara hluta því að fara beint í persónunar. Hvað heldur þú sért og líta á siðferðilega rökræði sem ávíta einhvern í staðin fyrir að líta á þetta sem upplýsingu og fara inn í aðstæður og upplýsta aðstæður og fá einhverja lausni en það heldur ertu að líta á því sem þú sért að hefja upp yfir alla og predik yfir öllum en það er skriflega rökræði að snýst ekki það predikanir En mér finnst fróðlegt það sem varst að segja með Blaðamannafélagið að þessi aðför þeir hafa horfið hver af öðrum af þessum ríkisfjölmiðli fréttamennirnir, hvernig stendur á því og þetta er náttúrulega að gerast út allan heim, við sjáum bara aðfarirnar fyrir botni Miðjarðarhafs í Ísraelsmönnum, Bandaríkjamönnum og bara á alþjóðlegum vettvangi það er þeir hika ekki við að kála blaðamönnum sumstaðar og maður velti, hér er það kannski frekar svona í óeiginlegum skilningi hér þarf ekki byssulaup til að drepa blaðamenn en þá velti maður fyrir sér, er ekki áhugi innan stéttarinnar að skoða þetta í alþjóðlegu og sögulegu samhengi hver var staða fréttamanna á Íslandi það þætti mér ákvæmlega spennandi umræða. En þá spyr maður sig, hve margir blaðamenn eru eins og blaðamaðurinn sem heimsótti þig frá RÚV? Hve margir blaðamenn eru raunverulega frjálsir og laus við allan ótta, öll hagsmunatengsl? Hve margir eru þeir? Og ef þeir eru ekki margir, má þá vænta einhverja úrbóta af hálfu blaðamann. Og nú er ég vel að merkja ekki að gagnrýna íslenskar blaðamenn. Við erum að tala þessar aðstæður. Þetta er alltaf merkilegt. Eitt af það sem ég gerði og ég eigna með það að hafa verið farin á stað fyrir hrun og skoða þessi spillingu og hafa mikið sterkan grunum þess að þetta væri mjög alvarlegt. En það var ég búin að taka viðtal við Sverrir Hermansson sem var landsbankastjóri og hann var búin að segja mér að bankarnir væri að kokka bækurnar hann segir mér þetta fyrir hrun og eitt af því sem ég gerði var að tala við blaðamann, ritstjóra og ég má nú ekki gefa þetta upp þetta er hluta fræðilega persónulega, ég má ekki gera það upp en það sem að hann sagði mér raunveru að áhugi eigenda
á þessu að setja fjármagn í þetta væri bara eitt allra stærsta vandamál sko. Hann sagði sem hefur sko komið í ljós það var nú blaðamenn gert eftir hrun þegar sumir margir verið mjög flottir og djarfir sko. Þórður Snær og fleiri sko. Vissulega. Fullt að koma fullt af flott og þeir sýndu fram á það sem hann sagði sko, vandamáli var að fá fjármagnið í rannsóknunar þú geta sett mann í þetta eru eins og við vitum gríðarlega erfið mál eins og við hvað og maður þarf ekki tíma og þekkingu sko en hann sagði sko ef þú fær fjármagnið þá hefur fólk áhuga skilur og það hefur sýnt sig eftir það er ákveðin sko blaðamenn og þeir sem hafa verið gefa út bækur hafa tekist að afhjúpa það að þetta sko fólki hefur áhuga vill fá þetta það finnst mér eitt af því sem við höfum áorkað það eru jákvæð ári ég er sammálaður með það en það sem er svona umhugsunarefni það er að sko bara það er þöggun það er kerfisbundin þöggun það sem helst þyrfti að ræða og þetta nær sko inn í stofnanir bara fjölmargar og hérna sá sem segir frá hann er ekki vinsalasti gæinn í partíinu og það sem að greinir Ísland svolítið að frá mörgum öðrum löndum ég á erlenda vini blaðamenn í mörgum löndum og þeir eru oft lýsti fyrir mér sko hvernig svona þeir verða kannski þjóðhetjur sko hjá almenningi þegar er virkilega stundagóða rannsóknar blaðamenn sko og taka skúpið sem að bifar öllu en hér bara missir þú vinnuna og svo bara missir þau hérna vinnina og svo þarftu að flytja úr landi og eitthvað svona og af því við vorum að ræða háskólasamfélagið á þann og hver frjálst það er að hérna Henry Alexander svo við minnist aftur á hann sagði ég veit ekki hvernig það er að vera svo valdalaus eða umboðslaus að ég megi ekki segja hugminn hérna gagnrýnin atriði eins og að hallmæla vinnuveitandanum ef hann er spilltur eða eitthvað sluðis. Ég veit ekki hvernig það er. Það hlýtur að vera hræðilegt ef bara skoðun til dæmis einhvers gæja hjá einhverju sjávarútsfyrirtæki kostar hann vinnuna og kostar hann jafnvel það að vinnuveitandinn eins og hefur komið fram í spillingabókum eins og Óli Ufsi hann kemur í veg fyrir að þessi maður bara út af skoðunum fái nokkuð stað að vinna á Íslandi og það eru jafnvel dæmi að sjávarútvegsmógular eldi örlög Íslendinga út fyrir landsteinana og komið í veg fyrir að þeir fái vinnu þar Samanber Samherji eftir Ólafi Jónssoni Nú eru sumir hlustendur og áhorfendur sem hugsa nei, þetta er nú bara einhver lygi þetta getur þetta ekki verið svona en það eru bara margar heimildir nægilega margar heimildir sem ég sem blaðamaður hef hlustað á sem segja mér að þetta geti víst verið svona og hvernig eigum við að snúa þessu við hvernig eigum við að umbuna því fólki sem að leggur í það að ráðast á þurfum við ekki bara í þessu að leita fanga í annari baráttu mannréttinda baráttu sem er það bara að skila skömmin er þeirra sem að valdenni ég meina það þeir hafa verið einhvern veginn þessi valdaklíka ósnertanleg og það er það sem að fólk verður bara það fyllist ótta og ég velti líka fyrir mér það stundu komið fram hérna hjá Samstöðinni ég held að þú hefur meira sem minnst á Björn að sko í menningu okkar við erum með í farteskinu árhundraðir af hérna rosalegu kúunakerfi Hungursneiða komlusin? Nei, ekki hann heldur bara til dæmis eins og Vistabandið Vistabandið, já, ég meina þetta, við höfum aldrei gert þetta upp við höfum aldrei rýnt í þetta hvaða sálrænu og félagslegu áhrif hafði þetta gamla samfélag, hvernig mótaði okkur hvernig hefur það skilað sér sem sagt með kynslóðunum skiljiði ég tók eftir þessi í bókinni þú vitnaði þig að Vistabandi væri kúunatæki þetta er það kúunatæki sko, kannski miklu frekar heldur en þetta atvinnumál eða praktíska mál já, mér finnst þetta bara líka vegna þess að ég var svo heppin að eiga amma og afa á aldamóta kynslóðinni og alþýðu fólk sem að flutti suður á sínum tíma og kom úr hérna mismunandi mikill í fátækt en líka því að vera sko
einhvern veginn, það var svo mikið hierarki og það aldrei talað, það alltaf verið að þú veist, dásama þennan jöfnuð á Íslandi sem ágætur svo langt sem hann nær, en það breytir ekki því að hér hefur alltaf verið rótgróin stéttskipting og þar sem að sko, undirmálsfólkið hafði afskaplega veika rödd, þar til kannski bara stéttafélögin komu fram á sjónarsviðið og þetta hefur verið rosalega barátt og við sáum bara líka sko bara viðtökurnar við byltingunum sem varð í Eflingu, það voru ekki beinleis sko vinsamlegar og þegar undirmálsfólkið stendur upp og ætlar að hrista af sér okið og andmæla valdníðslunni að þá bara fekk sterkar rödd allt í einu fekk allt í einu raflaust og það það sem líka, það svo margt fólk í samfélaginu sem einhvern veginn raflaust en ég kannski komin út fyrir efni núna. Já, en það sem ég segja við náttúrulega, það sem þú varst að tala við náttúrulega frægasta dæmið í þessu öllu sem lýsir þessu allir að því að sko siðferði kemur ofta ofan sko skilabóðin koma ofan eins og þau koma núna frá Trump sem ríkaleg skilabóð sko og þetta brýtur niður siðferðið gegnum allan struktúrin sko. Og það sem við höfum náttúrulega þetta frægast dæmi með þessa kúun sem kemur náttúrulega frá Davíð Oddssyni og upplýsti í rannsóknarskýrslu Alþingis, það sem að segja bara við Tryggva Þór Herbertsson sko, sem að reyna að berjast á móti ákvörðunum hans og loka metrunum varðandi Glitni, yfirtökun og Glitni og fleiri sko, að þá segir hann bara við að ég mun gera líf þitt óbærilegt á Íslandi sko, hann telur sig hafa þetta vald strax eftir að ég búin að gefa út bókina og þá kemur læknir að máli við ættingja minn sko og það ætti ekki minn að segja frá þessar bók spilling og spillingu og klíkun og stafið og hann segir strax ég ætla að kaupa þessa bók og fer að segja þessum ættingja minn sögu bara sambarlega átök sem hann átti við Davíð lengst aftur meðan hann var borgarstjóri þá sér maður og það sem honum var hótað ef hann lét ekki að vilja Davíðs og hann yrði bara gert ólíft að vinna á Íslandi þannig að við höfum margra áratuga þráð valdsins á Íslandi sem beiti bara þessar aðferð markvisst og telur sig hafa bara vald og vera ósnertanlegt til að gera þetta. Þetta rosalega sláandi. Það ekkert langt síðan prestur skrifaði smásögu í Mokkan og þar með hófst bara Golgata ganga hans inn í þjóðkirkju. Bara Davíð Oddsson var bara búin að fingraför hans voru bara út allt og enn þetta svo að það er verið að fylgjast með þeim sem að andæfa. Ég tók þá ákvörðun sjálfur þegar ég ákvaða að vaða í þetta verkefni að skrifa bók. Ég átti nótur sem að tegðu sig 35-40 ára aftur í tíman. Ég í þessari bók aðeins að gera upp bara blaðamennskuferilinn minn og alls konar furðulega atvik sem að maður hefur orðið vitnað. Ég að segja leyndarmál frá þrýstingi sem að valdamiklir menn beittu mig þegar ég var ungur blaðamaður og svona og ég einmitt að nafngreina gerendur eins og þú gerðir. Ég hugsaði mig lengi ámaður að gera það. Jú, maður verður auðvitað að gera það. Öðruvísinni getum við ekki upprætt meinin heldur en nafngreina. En allavega, ég hugsaði með mér. Það í lagi að vaða í það klikkaða verkefni að skrifa þessa bók vegna þess að ég bý sennilega nú orðið yfir björgum til þess að afla með tekna án þess að þurfa að leita til annara atvinnurekanda. Og þetta rosalegt að sko, og að því að við verðum að ræða hvatan fyrir fólk til þess að andæfa gegn spillingu. Ef ástandið þannig að þú þarft að kveðja bara kjötkallana þú getur verið að mála þig svo alveg út í hotn atvinnulega með því að segja það sem að þarf að segja. Af hverju ætti fólk þá að berjast gegn spillingu á Íslandi? Það góð spurning og ég held þetta að sé maður velti fyrir sér líka hvernig á því stendur að ég veit ekki, nú kannski að fabulera bara eitthvað sem ég veit ekki en þeir sem eru þarna innan búðar þessi maður, þessi Björn
Skeving Thorsteinsson, það er ekki margir sem stíga svona fram innan búðar og fram í sviðsljósið og segja frá. Og þá veltir maður fyrir sér hvað veldur því? Það þessi þungi, þau öll bara einhvern veginn múlbundin? Er það af því að þetta allt svo innbyrðis tengt? Eða hvað það? Blöskrar þeim ekki þeim hlýtur eins og ég það álítið sem ég dró, hann sagði við erum búin að búa allt og lengi við þöggun við þá meintan sína nánustu fjölskyldu. Algjörlega magna til dæmis að spillingin fyrir hrun ofboðslega heimsvísu svona algjört einstæmi og það verður bara ekki oft sagt. Þetta bara mesta spilling sem okkur tíma hefur komið upp í þróuður vestrænu lýðræðisríki. Ef við tökum svona stríðsátökin út til hliða sem náttúrulega sérstakt batteri. Hvernig þeim tekst öllum þessum hópi, við erum að tala þúsundir manna, mörg hundruð sem vita af þessari spillingu, grófum fjársvikum meiri háttar sem bara í stjarnfræðilegu tölur versus efnahag þjóðarinnar hvernig við tekst að halda lokin á þetta bara, það er sér kannski fyrir mannfræðinga sér rannsóknar en verðum við ekki líka nefna til sögunar á þessum mestu spillingartímum Íslandssögunar nánast þá svörum við Íslandingar sjálfir að við séum óspilltasta þjóð í heimi. Þetta orð var náttúrulega bara ekki til í umræðinni fyrir hrun. Og þess vegna byrja ég að rannsóknarspillingu þetta út í hött, það er augljóst þetta er bara bull. Þó fór ég að rannsaka þessar aðferðir og hvað í ósköpunum verðum að vera. Já, ég þakkaði kærlega fyrir það og ég held að ég ætla bara að segja það að þótt ég hafi verið komin töluvert að stað í minni bók þá held ég að ég hef verið innblásin af svona hugrekkinu og andanum í þinni bók og ég held að ég hefði ekki skrifað þessa bók Besti vinur Aðal ef það hefði ekki einmitt margir aðrir meistarar hefði ekki verið búin að leggja fram. Ég held ég hafi þurft að lesa allar spurningabækurnar sem ég var búin að lesa til þess að þora að skrifa mína. Það hjálpar mjög mikið að maður sé ekki einn og sameiginlega getum við gert þetta. En mér langar til þess að sjálfur til þess að gera tilraun til þess að svara spurningunum sem ég lagði fram áðan. Hver er hvatinn á okkur að reyna að berjast gegn spillingu eða kostar okkur bara lifibrauð og allt það? Jú, hann er sá að mörg okkar eigum til dæmis börn og þau okkar sem ekki eiga börn, þau eiga vini sem eiga börn og okkur er hlýtt til komandi kynslóða og þetta gengur ekki lengur, þetta er gjörsamlega ósjálfbært apparat og ósjálfbært samfélag að það skipti meira máli að þú sendir krakkanum inn í einhverja ungliðabúðir til einhvers stjórnmálaflokks heldur en að hann nái framgangi á eigin verðleikum, dugnaði, menntun og einhverju svoleiðis. Þetta gengur ekki. Íslandi gengur ekki mjög vel efnahagslega miðað við allar auðlindirnar sem við eigum. Við gætum öll verið í vellistingu hver einasti öryrki eða hælisleitandi gæti verið hér bara haft það mjög gott ef við værum með sæmilega óspillta efnahagsstjórn, ef við værum að dreifa arðinum sæmilega jafnt og er ekki þar bara svo í svari sjálfur spurningum minn, er þetta ekki svarið? Jú meir sem ef við tökum efnahaginn, meir sé Alþjóðabankinn þessi mikla afurð auðvalds meir sé hann af öllum stofnum í heiminn segir spilling er mesta efnahagsvandamál heimsins en við erum einhvern veginn þegar við erum að ræða þetta við kannski svona hinn alminna við erum vinstri eða miðið eða hvað við erum en við þurfum að ræða þessi sem hafa mest völdin í viðskiptaliðinu og eru að hægra megin á kantinum þá manni finnst ganga erfilega að þeir viðurkenni þetta bara þessa hlið sem ætti að standa þeim næst hvað spillingin er mikið efnahagsvandamál og hvað hún brýtur mikið niður það sem þeim er kannski mest En sjá þeir nokkuð þetta samhengi? Ég held ekki. Ég held þeir kjósa ekki að sjá það. Það er svo mikil afneitun í þessu stóra samhengi einhvern veginn og svo það er ekki bara líka svona óskup bara svona þannig þeim finnst manneskjum sem að haga sér svona þeim finnst þeir hafa rétt til þess. Er það ekki það? Þeir meina þetta er bara þeirra nánast eðalborni réttur að sanka að sér peningum á kostnað annara. Jú, það er náttúrulega eins og að þetta gnúpsmál þarna sem að
það sem hluti ættarinnar tengdur, nátengdur HBN ættarinnar giftur inn í dómsmálaráðherra í sjálfstæðisflokknum greinilega og fleiri aðilar þar nátengdir eru að taka sér á þáverði 2 milljarða bara svona og með fjölskyldana við hliðunum sem sér bara af ættingum í raun og veru og vinum skilur í svona bleitant fléttur sem leið hún afhjúpuð svo augljós og tölum dómstóla sem að linda bara til hliðar og dúlka þetta út á suður að þau leyfa sér þetta eftir, og hann að upplýsa það eftir bara bein fjársvik sem voru þakkað niður talandi það í miðju olíuneyslinu skælingsneyslinu nýju olíusamræðinu þá liggur bara fyrir segir hann fjárdráttur stór fjárdráttur kongsins sjálfs ættarhöfðingjans og meðan dómsmálaráðherrann konan hans við liðan í brjálæðislegum málum og allt þakkað niður. Og í þessu samhengi kannski allt til að rifja upp áherslu sjálfstæðisflokksins að búa alltaf yfir dómsmálaráðuneytinu. Ekki ástæðulaust. Það ekki ástæðulaust. Það eitt það sem ég Þess vegna eru þeir að aka sig núna. Þetta sem ég tek fyrir í bókinu, hvernig þeir planta sér og vinna í brjóta niðurahaldi og vera staðsetta sig í öllu valdkerfinu, passa sig að dekka allt. Þessi sem á að vera aðskilnaðarvalds en þú dekkar allan enn aðskilnað sem á að vera allt þessu valdapost og þá brýtur niður vald. Já, og vel að merkja með því að gagnrýna starfsaðferði sjálfstæðisflokksins í tímasrás þá maður ekki að segja að fólki sem hefur verið í sjálfstæðisflokknum og hefur ráðið mestu þar sé eitthvað verra en annað fólk. Það getur vel verið að þetta hefði gerst í öllum flokkum að bara þar sem völd eru óbúslega mikil samfellt áratugum saman í landi eins og okkar þar skapast rosaleg spillingar hætta og eitthvað verður að breytast hjá okkur núna til þess að við þurfum að einhverju leita að hugsa okkar viðmið upp og nýtt að þótt að sé þægilegt að hóa í næsta mann sem vinur okkar og láta hann vinna verkefnið þá bara það verður að bjóða það út En mér dettur í hug núna má ég trufla það? Já, mér dettur í hug núna nú horfum við vestur haf þar sem maður bara sem ekki hann ekki heilbrigður á geði spyr mig með stórmennsku brjálaði á styrum tala um Trump, Donald Trump forseti Bandaríkjanna, valdamesta staða í heimi hann setur vini sína þarna skriljónera, ég veit ekki eins og hvað orð maður notar á íslensku yfir það snar vitleysa líka ekki kostnir einu sinni ég held að það ég velti fyrir mér þegar að spillingin eins og þar og bara yfirgangurinn svo gjörsamlega grímulaus hvaða áhrif kann það að hafa ef við lítum í eigin barm hér og reynum að finna hliðstæður í íslensku samfélagi ef þær eru til það að segja við höfum eins og þið hafið afhjúpað að við höfum vitað af þessar spillingu og þið eru búin að varpa ennþá frekari ljósi bara rýna í hana ætlum við alltaf að horfa í hina áttina Er það lausnin bara við að láta sem maður veit ekki neitt og bara þetta bara svona, það ekki takt að gera í þessu því að völdin, og mér finnst það alltaf mikilvægt að minna sjálfa mig á það, í stóru sem smáu, þá eru völd aldrei gefin, þau eru alltaf tekin og það þarf að taka valdið af þessari rótgrónu valdaklíku á Íslandi til þess að eiga möguleika á því að uppræta þessa spillingu. Það gerist ekkert öðruvísi. Þetta mjög merkilegt það sem að gerast, náttúrulega hrikalegt sem að gerast og síðustu fréttir Gaza, sem náttúrulega bara taka yfir Gaza og eigna sig Gaza náttúrulega brjálaðislegt. Þetta náttúrulega alveg gjössamlega. Út úr öllu korti. Að lenda hérna í einhverju algjöru sturlun, maður eiginlega bara orðlaus, maður svo slegin. En það sem ég var að gera í þessari bókum Eimir, ég var ekki bara að tala þessa elitu á Íslandi, ég var að reyna að segja elítuspilling stóra vandamæli ekki bara á Íslandi heldur í heiminum og nú kemur bara elítuspilling sem að sprengja alla skala núna, bara gjörsamlega alla skala og það var ekki bara, og í bókinni
ég ekki bara að fjalla elituspillingu, það sem eru viðskiptakerfi sjálfstæðarflokksins og stjórnmálaðarnir sjálfstæðarflokksins, að benda á það að stjórnmálaðarnir hefur fengið ótrúlega fritt spil meðan þetta samvinna. En ég var líka að tala, ég fjallaði sérstaklega nokkuð fyrirtæki, Íslandssíma, Ós, Decode, hvað eru þau? Þau eru hátækni fyrirtæki. Ég var að benda á og ég kallaði þetta nýja valdið, nýja valdið í heiminu, nýja elitu samráðið sem var á leiðinni. Og það er það sem er að gerast núna í Bandaríkjunum, nákvæmlega þetta. Og það sem ég var meðal að benda á varandi fræðasamfélagið og það sem kom til ljós í gagnrýninni í Kiljunni á mína bók, sem kom í Kiljunni og gagnrýnin á mína bók kom. Það var þessi afneitun á þessum elitu stjórnmálum að það sé stóri spillingavaldin í heiminum. Menn afneita þessu fræðilega. Það er að segja, við töluðum að elitu kenningar varu úreldar. Var það Óli Harðar? Já, og fleiri. Og þetta er búið að vera í gangi og hluta af því að ég fór á stað í þessum rannsóknum mínum var að segja, og þetta er bara gangi í Bandaríkjunum, þetta er bara gangi á alþjóðavísu að þessar elitu kenningar séu úreldar og gangi ekki upp. Við erum að sjá birtingamind þeirra hrikalega í dag. Þeir sem eru sjálfur hluta velitinni, þeir þvælast fyrir kenningunni þinni. Já, nákvæmlega. Men hafi verið í afnitun að þetta er stóri vandi. Hann er bara nákvæmlega það. Það er bara gjáin á milli elitunar og almennings, hún er víðari heldur en verið hefur. Já, í skoðunum líka. Það er nú ánægilegt með líka að þeir hafa til dæmis í þessum Gaza-málum sem er núna endanum í algjörum hryllingi ef hann ætlar að fara að taka yfir Gaza þá höfum Íslendingar og ykkur hluti þá rödd blaðamanna eða röddin gegn spillingu og mannar samtök hafa þó verið en ekki almenningur Þorvaldur, ekki stjórnvöld Nei, ég er að segja þessi gjá ég er að tala þessi gjá einmitt bara algjör gungu og það er alltaf bara ég veit að það er út fyrir efni en sko maður velti fyrir sér hvernig mun Evrópusambandi taka á þessu hvað allar er að standa alltaf og bukta sig og beygja fyrir öllu sem að og eru við á leið í Evrópusambandi vegna ástandsins? Ég meina, þeir verða bara að læra að standa í lappirnar það er önnur spurning ég ætla ekki að fara að ræða Evrópusambandi Nei, við erum ekki hér til að gera það og reyndar er tíminn okkar held ég búinn en það væri nú gaman að bara fá ykkur aftur við hann að tækifæri og ræða þetta betur við höfum reynt að þá skal ég lofa því ef það verður Björn og Þorvaldur ég sagði það frammi áðan að þegar ég hef ekki lesið þessar hvoruga bókina Spjaldan á milli og ég hef lesið svona ekki Spjaldan á milli nei, en það gerist undan teknikalaust það bara síður á mér og mér finnst það svo erfitt og þetta er svo erfið orka að einhvern veginn og þess vegna, ég er ekki að lesa því ég get ekki lesið þetta fyrir svefni því ég tjúnast öllu upp það er svo margir sagt þau mig ég er samfarið að svo margir sagt sagt nákvæmlega þetta það bara síður á fólki ég kemst ekki lengi, ég var að leggja hann frá mig ég tek hann upp aftur daginn 2 daga eða eitthvað og þá ég oft hugsa ignorance is a bliss að fáfræðin er bara hamingju ástandi af hvað sem maður þýðir það en nú sagði Nietzsche að maður mætti ekki stara of lengi í hyldýpið þá er það sjálfur hyldýpið varst þú sjálfur orðin illa haldin svona andlega þegar þú varst að klára þína bók vegna þess að ég get kastað því sjálfur á borðið að mér fannst þetta myrkur sem að fólst í því að fara inn í þennan heim það hafði svolítið áhrif á svona mitt geðslag var það eins með þau? Ég var nú aðlega bara búin á orku þetta er óbóðslega en ég málega það að mér ég hef alltaf hort á komisku línu og ég er með dálítið komiskan kafla í þessu þannig ég bara horfa þú tókst Laxness í þinni bók og ég hef alltaf haft Laxness þessum hóttum dálítið vænt þá sérstaklega þá hlið því ég hef alltaf hort á Laxnessku hliðina sem er náttúrulega absúrdismi út í eitt sem haldreipi upplýsingalegt haldreipi og skilning og allt þannig ég var með Laxness oft í huga og spilling er minn fyndin þegar
forstjóri tryggingafyrirtækis sem búin að henda mörgum, sko, ég veit ekki bara 80% af eiginfénu til þess að aðstofa vina sína og kemur svo fyrir dómstóla og segist að hann ekki mun eftir þessu, að vissi ekki hvað máli snýrist eða þegar þetta fyrir svona farsa þá þetta bara fyndið. Já, veistu hvað þarf að gerast til þess að spillingin verði fyndin? Fyrst þarf maður að kasta frá sér óttanum. Og þegar maður búin á því, þá verður þetta nefnilega svolítið fyndið. Þetta verður nefnilega fyndið. Þannig að við þurfum bara fleiri að kasta á þessum ótta. Það vesen, það mun kosta eitthvað til skamstíma, en áhrifin til lengri framtíðar verða góð fyrir bæði okkur sem einstaklinga og samfélag. Við erum ekki í sjálfbæru ástandi, við þurfum að bylta því, við þurfum að breyta því, við þurfum siðbætur. Ekki rétt? Klárlega. Ekki nokkuð spurning. Herðu, kæra þakkir, Þorvaldur Logason, höfundur þessarar góðu bókar sem ég mæli ákaft með, heitir Eimreiðar Elítan. Ekki til einhver eintök en þá? Jú, við fórum með að brenta af aðeins öðru sjútgáð en aðeins ótrúri og það gengur leiri. Já, og Hallfríður Þórarinsdóttir, menningar mannfræðingur, doktor í þeim fræðum, þakka þér fyrir að koma hér og hjálpa okkur að reyna að skilja þetta allt saman. Farið ekki langt áhörfundur, þetta ekki búið. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að víkja talinu að vítissóda. Haraldur Eiríksson heitir maður. Hann eins og útspýtt hundskinn þessa dagana, skrifar greinar og ferðast milli fjölmiðla. Hann með efasemdir gagnvart því að gríðarlegu magni af vítissóda verði varpað í Hvalfjörð. Fyrirtæki sem hyggst standa fyrir þessum gjörningi heitir Röst og dóttur fyrirtæki sem áður veitti brautargengi trjákurlsævintýri nokkur sem ekki endaði vel, þannig að kannski eðlilegt að viðvörunarbjöllur hringi hjá sumum. Við erum að tala svæðið í lögsögu Kjósarhrepps, ef ég skildi rétt. En Haraldur komin hingað að ræða þetta mál við okkur. Vertu velkomin, Haraldur. Takk fyrir. Sko, kannski þetta vítissódamál alveg frábær hugmynd, af því okkur hefur verið sagt að það sé í þágu framtíðar og umhverfismála og þarna sé verið að gera ótrúlega merkilega tilraun í náttúrunni sem að eigi eftir að koma okkur til góðs síðar. En sko, svo bara tala fyrir sjálfa mig, mér hefur fundist kannski skorta svolítið á góðar upplýsingar úr vísindageiranum. Já, það líkur náttúrulega ákveðið vandamál vegna þess að við sem leikmenn, við eigum bara fá á kosti til þess að afla okkur almennilega gagna í svona máli. Já. Og varðandi einmitt vísindin á bakvið þetta. Já. Við verðum einfallega að trúa því sem okkur sagt af vísindamönnum og það rosalega erfitt að mynda sér skoðun á svona máli og ég dreg ekkert í efa að markmiðið eða tilgangurinn og svo hugsjón sem að býra baki sér góð. Hins vegar verðum við að fá upplýsingar og geta metið bara hreinlega þá hagsmunum sem í húfi og annað einmitt út frá vísindalegum grunni og þurfum að geta treyst okkar færustu sérfræðingum og einmitt þess vegna gerði ég athugasemd við aðkomi Hafró að þessu verkefni. Já. Einmitt, sko, áður en lengur haldið, hver ert þú? Akkur ert þú að andæfa? Hver eru þínir hagsmunir? Mínir hagsmunir, ég á náttúrulega beina hagsmuni. Ég leigutaki Lagsvík Kjós, það sem við stundum veður úr sjálfbærum stofnum sem að leita meðal annars í Hvalfjörð. Við erum í Kjósarhreppi sem að hefur undanfarin ár og áratugi marka sér til að græna stefnu bæði í umhverfismálum og atvinnumálum sem að í kannski svolítið mikilli andstöðu við nágranna okkar í Hvalfjarðarsveit. Ég ekki íbúa á svæðinu, ég get ekki talað fyrir sveitafélagið, ég get einfaldlega tala bara út frá mínum hagsmunum og mínum skoðunum. Hins vegar heyri ég það að mínar skoðanir fara bara ágætlega saman við skoðanir flestra íbúa á svæðinu sem að mega sitja undir því
að nágrannasveitarfélagi með stóriðjustefnu sem að ásinn ánast engin takmörk. Við erum að sjá Faxaflóahafnir sem stóran landeigandi þarna hinum einn. Þar sem að stóriðja virðist bara hreinlega vera markmið. Við erum að sjá ammoníoksverksmiðju fyrir áætlanir. Í gærkvöldi var kynningafundur, reyndar ekki í Kjósarhreppi, hann var hinum megin við fjörðinn, þar sem að kynnt var stórfellt laxeldi. Við erum að sjá gríðarlegt malanám, við erum alltaf að sjá járnblendi og við erum að sjá tillögur vindmyllur á kampinum hinum megin fjarðarins. Það ýmislegt sem að þarna á sér stað sem að orka tvímælis og vekur upp alveg gríðarlega spurningar með þennan fjörð okkar í nágrenni höfuðborgarsvæðis sem ekkit annað en náttúruperla. Já, og það hafa verið skrifað margar lærðar greinar að sko mengun þess eðlis að hún virðir náttúrulega ekki landamæri, hún stoppar ekki við þessi landamæri og bankar upp á. Nei. Hún veður yfir landamæri. Já. Og 2 sveitarfélög sem kannski standa hlið við hlið með gjörólíka umhverfisstefnu, þar getur orðið svolítið erfitt hjá því sveitarfélagi sem að verður undir í. Já, sérstaklega í þessu tilviki vegna þess að Faxaflóahafnir ansi merkilegt fyrirbæri. Faxaflóahafnir eitt lokaðasta stjórnsýslubatteri landsins. Og þau sveitarfélög sem að standa að Faxaflóahafnum verða ekki fyrir sjónrænum eða svona beinum áhrifum á þeirri stóriðju sem á sér stað í Hvalfirði. Þau sjá þetta ekki. Það gera aftur á móti íbúar í Kjósarhreppi. Þeir sitja uppi með umhverfisáhrifin og annað. Þannig að þannig verður óhjákvæmilega núningur og mun verða fyrir sjáanlega framtíð. Já. Þú myndist á Hafró, ert að segja sko að þegar stofnun fær pening þá verður hún að einhverju leyti vanhæfa að það sé gett að treysta áliti? Sko, í því sambandi þá ágætt kannski aðeins spóla tilbaka. Við erum að sjá hérna eins og til dæmis í tilfelli Rastar og þeim fyrir áætlunum sem eru í Hvalfirði og víðar gríðarlegt innflæði peninga. Þetta sko loftlags vandamáls businessin rísa stór. Þetta bara vasa sem eru botlausir. Og það vekur náttúrulega upp spurningar með okkar regluverk og okkar stjórnsýslu vegna þess að við eigum óbáslega erfitt með að verjast svona ágangi okkar litla land. Við erum rík af náttúrulegum auðæfum en við höfum bara varla burði til þess í dag að verjast svona ágangi og í því dæmi mjög gott til dæmis að taka síðasta innflæði svona fjármagns sem að var í laxeldi. Þar sjáum við nákvæmlega sömu hluti gerast. Það að segja fjársterkir aðilar koma inn í landið, snúa sig til Hafró, nýt þeirra leiðsagnar og ráðgjafar og til dæmis á grundvelli rannsókna Hafró í því tilfelli þar sem að starfsmenn Hafró segja að hér verði engin laxalús, sjórinn sé svo kaldur. Það eitt mörgum árum í eitthvað sem heitir áhættu mat erðablöndunar. Þetta áhættumat kolfjalli strax í fyrstu sleppingu. Þetta gervirannsóknir? Tiltrú almennings á Hafró þegar að Hafró orðið svona innvinklað með fyrirtækjum og farið jafnvel að þiggja peninga. Tiltrú almennings kannski ekki drossalega sterk eða mikil í svoleiðis tilfelli. Og ef við færum út í aðra sálma í þessum efnum þá hefur verið bent á það að náttúrulega útgerðamenn hafa kostað rannsóknir og þá spyr maður sig kemur bæjas út úr því. Já, en í þessu tilfelli til dæmis þar sem að Hafrannsóknastofnun orðin svona innvinkluð í svona verkefni. Já. Hver fylgist með Hafró?
Já, einmitt. Eins og til dæmis ef við snúum okkur aftur að dæminu með sjókvíaeldið. Hafró og fyrirtækin sjálf eru eftirlitsræðilinn. Já. Hafró annars vegar að réttlæta gjörðir sínar og fyrirtækið að verja hagsmuni sína. Já. Það er engin yfir þessu til þess að fylgjast með. Þannig er ástæða til að flagga. Ég hefði haldið það. Og sporin hræða. Sporin hræða. Eins og ég nefndi aðan líka með þetta, þetta eignarhald sko. En það er sko þetta hljómar eiginlega alveg brjálæðislegt. Þetta minnir mig svolítið á Carbfix sko. Að þú veist, okkur er sagt að með því að flytja inn opaslega mikið af koldíoxíði úr öðru löndum, dælaði niður, þá séu að bjarga heiminum, en það er eitthvað svona í hugmyndinu sem það er pínuskrítið og maður veit ekki alveg hvað maður að hugsa. Og þetta er kannski pínlutið, þetta minnir svolítið á það mál, finnst mér. Að vítisóti er náttúrulega, þetta er baneitraðefni og magnið er aftur. Já, það hefur nú verið á reiki. Hún sko í svari Rastar er því varfar fram hvaðan ég hafi fengið þessa tölu 20 tonn. Á kynningafundinum sem haldin var fyrir okkur upp í Kjós kom fram að magnið af vítisótar sem ætti að setja í fjörðin var í 10-30.000 lítrar. Hún reiknaði með 20.000 lítrum og þá var spurt og sagði, eru þetta 20 tonna vítisóta og svarið var já. Þannig að sko magnið er frá henni sjálfur komið og ef að það er rátt að þá verður hún einfallega bara að líta í einn barn. Já, og þeirra orð eru, af því að þú þekkir þetta mál aðeins betur en ég, þeirra orð eru að með því að gera þessa tilraun þá aftur gerist hvað? Já, sko, það er nefnilega merkum málsins. Tilgangur tilraunarinnar er að skoða umhverfis áhrifin á niðurdælingu á koldíoxíð. Já, þetta helst ég hægt. Og í svarinu kemur fram að það sé engin ástæða til þess að ágjur, þetta mun ekki hafa neinn umhverfisáhrif. Og þá spyr maður sig aftur, af hverju er þá verið að gera tilraunina? Sko, ég er nú bara þannig gerður, sem strákur úr Breiðholtinu. Ég er ekki menntaður Hafrássonar vísindamaður eða hvað. En ég er bara þannig gerður. Og mín reynsla í lífinu er þannig að ef að einhver stígur á pall og lofar öllu fögru og hann sé að gera eitthvað fyrir alheiminn, það gefur bara tilefni til þess að skoða málið. Sko ég fylgst með skrifum margra á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum. Hvað síðasta sólarhringin eða svo sko. Menn er með mjög heitar skoðanir. Mjög. Sem á að vera svona mál. Og það er ástæð þess að ég fer á stað. Já. Ég til dæmis að sko Steinunn Ólína, forsetaframbjóðandi. Já. Hún sko leggur áherslu á það að Ísland sé náttúruperla, ekki tilraunastofa. Ég einmitt fiskaði eftir því í svari Rastar í gær að þeir segja orðrétt við erum bara að prófa. Ef þetta gengur ekki þá prófum við bara eitthvað annað. Með öðrum orðum þeir eru komin til að vera. Já. Og hvað næst? Já. Og hvað er svona versta worst case scenario? Sko einmitt, það er svo erfitt að afla sér upplýsingar þegar maður er með eitt stykki vísindasamfélag í landinu þú veist, að eiga við verandi ekki mentar á þessu sviði sjálfur. Hins vegar er það nú bara þannig að tilraunir með basavirkni sjávar eru mjög umdeildar og þannig er það bara í vísindaheiminum og bara í alþjóðasamfélaginu. Til dæmis ef við tökum sem dæmi, það er ekkert langt, það eru einhver ár síðan, þá var gerð tilraun einmitt undan austurströnd Bandaríkjanna eða í Kanada með að breyta basavirkni sjávar. Hvað gerist þar? Það var farið með járnsúlfant í sjóin og útkoma var svo að það myndaði svo mikil þörungablómi að það sást á gervihnattamyndum. Og í kjölfarið var bara þessum rannsóknum hreinlega bara, þær voru bara settar á hold. Og það er ástæðu fyrir því að mörg á okkar nágrannlöndum hafa ekki lyft þessar rannsóknir. Og þá einmitt er bara tilefni til þess að doka þess við og spyrja sig af hverju.
það vegna umhverfis áhrifa og mögulegra áhrifa svona rannsóknar á lífríki. Svo þetta mann í huga að verði nú einhver fugla og fiskadauði Ég veit ekki það og ég ætla ekki að fara í einhverja getgátu með það. En ég spyr mér hreinlega bara til hvers þessi rannsókn ef hún ekki til þess að kanna áhrifin á vistkerfið. Þekkirðu af hverju menn fara frekar inn í fjörð eins og Hvalfjörð frekar en að vera á opnu úthafi? Ég spurði Hafró að því og þau sögðu það að það hefðu nokkru aðrir fyrir því komandi greina þar á meðal á Vestfjörðum sem að einfallega væru bara orðnir of mengar að lífrænum úrgangi vegna sjókvíaeldis sem að hreinlega bara kæmi í veg fyrir það að þeir gætu gert þessa tilurinn þar. Það læðist líka bara að mér svo grunnur að aðgengi að Hvalfirði og það þetta er svo þægilegt, það bryggjur sem þarna eru og annað, þarna allt fyrir hendi, flutningskostnaður lítill og annað og sko, svo virðist sem að tímasetning þessa tilurinnar meðan júlí, þetta átt að vera í byrju júlí, nú orðið miður júlí sé bara hreinlega ekki til umræðu vegna þess að einhverju hluta vegna, þá vill fyrirtækið gera þessa rannsókn á þessum tíma hvort sem það er að fjárhagslegum ástæðum vistfræðilegum, ég þekki það ekki en það virðist vera alveg óhakalegt. Samstarfsmaður minn María Lilja Þrastadóttir sendi mér link með dómi sem að fellur 8. júlí 2020 þar sé ekki betur en að það hafi bara verið dæmt fyrir að varpa vítisóta í Hvalfjörð. það hafa svona mál hafa komið í umræðinu áður, til dæmis í Eyjafirði þar sem var áltegningaverksmiðja. Þar var notað vítisóti og þeir brutu að því að verið starfsleyfi þar og varað við umhverfisáhrifum vegna vítisótablöndu. Það er svona 25 kilogramma póki mertur vítisóta, þarna er meðal annars verið að dæmi fyrir það. Mér þætti gaman að sjá það. Það er líka bara margt annað sem að vekur upp spurningar. Þarna er mjög stór malanáma sem að varpar mikið af jarðefni í sjóin. Á stundum er Hvalfjörður litaður einmitt út af malanámi og einhvern veginn virðist það svona út af við að Hvalfjörður sé bara svona meðal eftirlitsstofna og annara stikkfrýr í svona, það má eiginlega bara orða það þannig og ég get rétt ímynda mig fyrir íbúa á svæðinu að búa við þetta ástand. Hefur orðið framgangur, svona myndið þú segja að þú hefði náð einhverjum áfangasigurum síðan þú fórst að djöflast í þessu máli? Ég er náttúrulega bara nýbyrjaður, pistillinn minn fór í loftið í fyrradag en það er svo sér íslenskt að þurfa að standa upp og öskra svo lungun og óska eftir upplýsingum og vekja athygli frá því að pistillinn minn fer í loftið hefur það gerst að Hvalfjarðarsveit allt í norðin að Kjósarhreppur allt í norðin umsagnum aðili í málunum til utanríkisráðuneytisins. Er það gott? Það er bara stórkostlegur áfangi. En leið er Hvalfjarðarsveit orðin það líka og þar satt oddvitinn í stjórn Rastar. Þannig það verður gaman að sjá hvernig En hann dregur sér væntanlega það er búið að samkvæmt fyrirtækinu að setja oddvitan úr stjórn eftir greinina mína. Þannig að það er nú til eitthvað unnið. Sem sagt, ég fekk þar upplýsingar frá Röst í gær og það kom fram í máli framkvæmdastjórans að oddviti Hvalfjarðarsveitar yrði ekki hérna í stjórn áfram og eins og ég segi, Kjósarhreppur er orðin umsagnaðili en leið Hvalfjarðarsveit og auk þess sem að mín skrif voru sett fram til þess að vekja umræðu og athygli á málinu vegna þess að ég tel bara að okkar stjórnsýsla og eftirlitskerfi sé ekki
búið undir svona innflæði fjármagns í þessum rannsóknarkerfi. Við erum í rauninni að tala þú sér innflæði fjármagns stjórnsýslukerfi, við erum bara að tala spillingu. Það eru þín orð. Já, það er mín orð. Eftir að hafa greint spillingu á Ísland og gefið bók út fyrirbærið, þetta ekkert annað en spilling. Málið bara, við erum svo fá. Við erum innan við 400.000 manna þjóðfélag út af Ballarhafi að reyna að byggja upp einhverja stjórnsýslu og eftirlit. Við eigum bara svo erfitt að verjast svona aðilum að hvort sem það er viljandi eða ekki þá verður til hlutur sem má kalla spillingu og ég ekki að segja að það sé endilega markmiðið. Nei. Það eru afleiðingarnar, skilur við. Og ég held að stundum hrífust við með, í þessum dansi á þess 8 gráði, Það er nefnilega málið. Ég held að. Bara laukrétt. En það er líka alveg sérstaklega illa komið fram gagnvart gagnrýnendum og þeim sem að spyrja spurninga. Hefur þú ekki fengið svolítið á baukinu núna? Nei, ég ætla nú að láta það vera og ég ætla bara að segja það að mér finnst fyrirtækið hafa svarað þessari hörðu gagnrýni minni málefnulega. Hún Salome er velmáli farin. Hún er náttúrulega fyrirverandi framkvæmdastjóri Landverndar og ég veit að hún hlýtur að stundum að þurfa að vanda mál sitt ansi mikið og ég ætla bara að gefa henni full kredit fyrir það og vera bara sanngjarn þar eins og maður á að vera. En jafnframt ætlast ég til þess að svona fyrirtæki og vísindasamfélagið og Hafrannsóknastofnun sé líka sanngjarnt gagnvart okkur sem að gagnrýnum. Vegna þess að vísindin ganga út á það að gagnrýna og sannprófa. Út á það ganga vísindi. Og þar að leiðandi tel ég gagnrýni mína bara algjörlega sanngjarna og okkar sem að gerum athugasemdir við þessar rannsóknir. Haraldur Eiríksson, það er búið að vera fróðlegt að ræða við þig. Við fáum þig kannski aftur síðar til að heyra betur af framgangi þessa máls en við viljum að fylgjast með því. Og því að mér sýnist að þetta mál geti vísað einhverju leyti út fyrir sig. Þetta sé ekki bara þetta. Þetta er fordæmisgefandi mál. Þarna er bara komið gott tækifæri fyrir alla aðeins til að setjast niður og hugsa sinn gang og hvert við munum ætla að fara í framtíðinni. Segir Haraldur Eiríksson, ekki fara langt, áhörfundir, góðir og hlustendur, hingrið andartak, við höldum áfram. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.